Það stendur rekord á símanum, nei, vídeóvilni. Slökk á símanum, það er ekki að trufla. Minn á silent. Og í dag 27. maí 2017. Já. Og ég ætla að fara úr sokkunum. Kátt og svona á gólfinu. Kátt svona á gólfinu. Og hún komin hljóðlaus leikfang. Erum við báðir í mynd? Við erum báðir. Ég sé það ekki. Mér vantar gleður, sko. Já, ok. Það bara... Þú sér það? Já, þetta alltaf leið. Já, þú mátt ekki alltaf... Þú dettur út núna. Þannig ég má fara svona langt aftur. Já, þú mátt þetta snúa þér líka. Svona. Munar á hverja gráðuna. Ragnar Proppi, velkominn. Takk. Skilabóð frá Axel. Já. Þú átt að læra klettir. Læra klettir. Það er svo auðvelt að fara með það. Já. Þakkaði ég átta það, ég ekki lesa það. Jæja, hvað er það? Þetta er bara hlæði að hafa gaman að það. Heyrðu, það er hérna, sko, þetta er eiginlega vídeó sem við ákváðum í vikunni að gera vídeó. Við ákváðum á, sko, í dag er laugardagur. Já. Við ákváðum á hvað, 50? Nei. Já. Vegna þess að þú varst að segja mér hluti. Já. Ég hafði aldrei pælt í þessum hlutum. Og ég sagði við þig. Já. Heyrðu, komdu í vídeó á laugardaginn. Vegna þess að ég nenni ekki að setja mín eins og hluti úr aftur á. En svo kom Raggi á hann og myndi ekki hvað hlutir þetta á. Já, ég þurftum að reyna þetta upp. Svo við erum búin að sitja hérna í klukkutíma. Já. Og gera minnismiða. Nei, við ætlum að... Og við erum búin að leysa vandamál allra íslenskra fjölskyldna á síðasta hálftímanum. Já. En við ákváðum að hafa það leyndó. Já, það er ekki með. Þannig að það verður bara í póstlistanum. Já. Póstlistanum. Nei, það verður sett í rit sem verður læst inni og innsigla og læst í einhverju kvælavingu. Það verður sett í launhelgar nýja leyfifélagsins. Nýja leyfifélagsins, sko. Já, og það er spurning hvort við förum þangað í að gera nýtt leyfifélag. Já, það er leyndó. Já, annars var þetta ekki leyfifélag. En þú varst að segja mér í vikunni frá örplasti og einhverjum fræðimannamælingum og þvagri. Já, þetta með plastir, sko. Þetta er alveg, ég hef verið að velta þessu svolítið fyrir mér. Og lesi skýrslur. Og það er þetta með plastpokana. Ég er svo óbóðslega ósáttur við þetta skuli vera bara ein sýn á plastpokana. Það eru bara búðaplastpokar. Og plast er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega notað í svo, þú veist, út allt. Já. Í öllu. En það gefur ykkur hreyfing og það er eina sem hægt er að tala um að það eru plastpokar í búðum. Og það eru sett fram að þetta sé svo mengandi og allt svoleiðis og þetta sé bara stórhættulegt og við séum bara jafnvel í aðri við það að við förum að drefast út af plastpokum. En plastpokarnir sem slíkir er minnst að þessu. Og hvað gerum við flest okkur við plastpokarna? Við notum þessu ruslapoka. Og þá kemur þetta, já þetta fer með drænvatninu út í sjó. Þú tekur einhverju milljónir ára að eyðast. Eða 100 ára. Jú, ok. Ég er ekki að gera lítið úr því að plastið það eyðist eða tækir svo langa tíma að eyðast. En málið er það að þú eins og með plastpokana sem fara í ruslið, þetta er urðað í Ásnesi og á fleiri stöðum og þú mátt ekki í dag, þá máttu ekki urða sorp nema að það sé búið að setja dúka þú sem sagt hylja svæðið með dúkum, þannig að það fer. Og það er búið að vera 10-15 ára. Já. Og þá er ekki, þetta er ekki að fara með drænvatninu eða með jarðvegsvatninu, þetta er ekki að fara með. Vegna þess að það kemst ekki burtu. Og er þetta þá ekki bara þarna geymt? Svo er líka annað. Það er greinar sem ég hef lesið plast sem fer út í jarðveginn, á jarðvegsvatnið.
það eru efni sem koma frá plastframleiðslu í stórum kemískum verksmiðjum. Já, það er nefnilega málið, það kemur nefnilega mikið meira það. Ok, tökum sem dæmi flíspeysurnar sem allir eru í, sem er rosalega inn og það er talað um það að það fari örplast úr flíspeysunum, kaupið það alveg, það fer út í sjó og það er slíkna, en það er ekki talað um það. Það er bara hengt sig á plastbóka. Ég held að það væri plastdósir að hluta til notaðar í flíspeysurnar. Það er endurunni plast og plastdósir. Já, eða áldósir. Er það ekki? Nei, það er plastdósir. Það er plastdósir. Það er plastdósir og plast úr því. Og plastflöskurnar var í flíspeysur. Já, og svo var einkenningin svo að ef þú færði gósuflösku að drekkur úr því og þá varst að drekka nanoplast. Ég hef ekki fundið, ég er búinn að reyna að leita mikið, ég hef ekki fundið þeórilega sérstaklega úttekt á því. Þetta er alhæfing. Er þetta sem sagt urban myth? Já, þetta er svolítið svoleiðis. Og það er alhæft að þetta sé hættulegt og allt það. Ég er ekki að gera lítið úr því, en ekki fara fram með sleggjudóma. Já. Og sem sagt það að þetta, þú veist, þetta er svo hættulegt og allt það. Á þess að það sé gerð rannsókn á því. Mér langaði að gera það bara. Ok, tökum 100 eða tökum 1000 flöskur og mælum þetta. Þá getum við sagt af við það, ok, ég er alveg til í að fallast á það. Ef það er sýnt fram á það að það er eitthvað nanoplast í þessu sem að kemur og er hægt að mæla. Ok, hættum þá að drekka plasti. Ekkert öðruvísi. Nákvæmlega, ég get hægt að drekka plasti. Já, en svo segir sér svo að það komi fram að það sé ekkert í þessu. Þá er allt fallið að sjálft sig. Já. Leið þú mælir það, sko, nákvæmlega. Já, er ekki það sem við erum að tala um? Við erum að vera með akademíska, hvað heitir þetta? Rannsóknir á bakvið, annars er ekkert að marka það. Þarna ég hef ekki fundið þessar akademísku rannsóknir sem að styðja þetta alveg konkrétt. Svo vitum við það líka, þú kemst ekkert að í akademíunni sem fræðimaður ef þú segir óvinnsæla hluti. Nei. Akademían er ekkert lengur heiðarleg. Sko... Eða hefur hún nokkuð tíma verið það? Nei, það held ég ekki. Veist, með fullri virðingu fyrir vísindamönnum sem að vita hvað er að gera, ef þú ert vísindamaður sem að ert ekki inn, þá færið ekkert að komast að. Nei, þú færið ekkert að komast að og sjáðu til dæmis eins og með. Og þú er dímoniseraður ef að þú neitar að þegja. Já, það er bara þannig og þú færið... Ekki út myndir að gera svona? Nei. Það aðeins að talaðum hérna plastmengun í hafi. Ég kan bara vitna í þessu skýrslu sem var gerð hérna... Það skiptir ekki máli, ég ætla eitthvað. Þetta er frá hvað? Þetta er frá ykkur ráðuneyti? Nei, þetta heitir Environs. Þetta er gert fyrir sem sagt upp á örplast í fráveituvatni. Hugsanlega aðgerði til úrbóta. Takk eftir þessu, þetta er í fyrirsögninni. Minnisblað unnið fyrir skrifstofu og umhverfisgæði hjá Reykjavíkurborg. Ok, svo förum við í gegnum þetta og þá kemur hérna plastmengun í hafi og það er talað um það að það er framleitt 311 miljón tonn af plast í heiminum og er talið að hverju ári lendi 4,8 til 12,7 miljón tonn af plast í sjónum. Talið er? Talið er, akkurat. Hérna vil ég stoppa þér, vegna þess að þetta er einmitt atriði sem kom fram, þar sem ég hef oft tekið eftir. Ok, lestu tölurnar aftur, lestu setningun aftur. 4,8 til 12... Nei, frá byrjun. Plastmengun í hafi er vaxandi vandamál. Árið 2014 voru framleitt samtals 311 miljón tonn af plast í heiminum. Ok, 311 miljón tonn. Já. Ég ætla bara að setja þetta hérna með þig. Já. Þú veist, 311. Já. 6-0. Já. Ok, haldu fram. Já. Nei, haldu bara. Já. Það er ekki að hugsa. Nei. Eftir kólið. Bí kólið. Já. Og þar hafði talið, eða sem sagt, og er talið að hverju ári lendi 4,8 til 12,7 milljónir tonna af plast í sjónum. Ok. Sjáðu.
þetta talið. Talið er. Já. Vegna þess að ég hef tekið eftir ég vaknaði. Já. Þú veist, ég horfði á þetta á Inspektor Morse Já. fyrir löngu síðan. Já. Og ég tók þetta í setningunni þar sem að Detective Lewis segir við Inspektor Morse, so, do you assume that? Og Inspektor Lewis, I don't assume, Lewis, I deduce. Já. Þetta var allt sem ég þurfti. Já. Og eftir þetta, hvar sem ég fer, þá tek ég í dag eftir þessum orðum. Talið er. Já, talið er. Álitið er. Já. Talið er líklegt. Til dæmis eins og með byrðumálið er stótfullt af svoleiðis. Já. En, ég er ekki að fara út í það mál að búið að demonisera mig og fleiri nóg það. En, talið er. Já. Þegar hinn alveg maður heyrir þessa setningu að lesa hana, hann sér töluna, Já. hann sér hina töluna, hann missir af. Hann missir af, já. Talið er. Svo. En má ég byrja? Já. 4,8. Já. Ég tók hérna tölunar, sjáðu. Þetta er 311, 6,0. Já. 4,8, 6,0. Já. 12,7, Já. 6,0. Já. Ok? Nú deili ég hérna 12,7 með 3. Og út úr því fæ ég 4. Já. Nú deili ég hérna 311 með 3 og ég fæ 100. Já. Þetta segir mér að á bilinu 1 til 4% af öllu plast í heiminum er talið að lendi í svona. Talið að lendi í. Veist, hérna maður getur tekið hvað sem er og snúið í svona. Já. Þetta er sko, veist. Nú má tala um fyrir geði. Svo er hérna bara í sömu greina hana. Að þá er sagt, sé máli skoðað á þeim tímaásum sem mönnum er tamt að nota, er því nánast hægt að segja. Er því nánast hægt að segja? Já. Er því hægt að segja? Er því nánast hægt að segja? Nánast hægt að segja. Þetta er sko, svo förum við áfram og þá er talað um örplast. Og þegar þú talar um ör. Það átt að tala um nano. Já, þú gefur þið það ekki. Ég tek ekkert sem gefið lengur. Það er talað um nanoplast og örplast. Ok. Það er notað, það er ekki skilgreint, nanoplast og örplast. Axel myndi núna segja að nano er hoax. Já. Og hann á fullkomlega rétt á þessu. Já. Mér finnst þessar fullyrðingar hans sem heitt á þetta sé hoax bara fínt í innlegg sko. Já, en sjáðu til. Á síðustu misserum hefur athygli manna, í auknum mæli beinist að örplasti eða mikroplastiks. Það er plastögnum sem eru minni en, hvað myndir þú giska á að dæma þetta? Allt sem er minn en, allt sem er minn en millimetr, allt sem er minn en hálfu millimetr, sem mikró. Mikró er 1000. partur. Er það ekki 1000? Já, ég ætlaði að segja milljónasti. Er það 1000. partur úr millimetr? Já. Ok. Veistu hvað ég segja þetta? Allt sem er minna en 5 millimetrar. En hvað þannig fræðilega við mynd? Hvað ertu búin að finna mikið af assumption? Talið er. Athygli manna beinist að og nánast hægt að. Ok. Uppruni örplast getur verið margvíslegur. Ég ætla nú ekki að fara í gegnum þess að, þú veist, lesa þetta orð fyrir orð, þess að fólk þarf bara að setja meðan það er batteri á símanum, þú veist, við erum ekki vinsældasamkeppni hér. Við fengum 3 like á síðasta vídeó. Já. Sjáðu til, fólk á bara að lesa þetta sjálft. Við skulum bara setja link á þessa skýrslu að senda þér hann. Kemur eitt enn. Snyrtivörur. Við vorum að tala um flísið á, það er snyrtivörur. Það er örplastnota sem fyllefni. Örplastið, já. Sparsla. Akkurat, fyllefnið. Kennst ekki út úr húsinu að hafa hýtsat eða á. En það er til nota, og sko ég hefði borið virðingu fyrir þessari grein hérna, ef það hefði verið talið, sem sagt, upp þeir hluti sem plast væri notað í, eða sem störplastið. En það er ekki gert, það er bara bent á snyrtivörurnar. Við vorum að tala um flíspeysurnar áðan. Það er eitt af þessu. En það hefur engin mæling farið fram. Hefur einhver tekið þvottavélarnar sína, þau er bara flísteppi eða flíspeysur og mælti það.
Nákvæmlega. Ekki Og ekkert ósvipað eins og við ræddum oft í fyrra varðandi chemtrails. Já. Hvað mikið mál að búa til svona veðherbalún með mælitækjum og senda upp? Það ekkert mál, þú getur bara færðið þotu. Það engin gargoyle að gera það. Nei. Ég benti á þetta fyrir 2 árum. Akkur það rífast þetta? Akkur fáum ekki bara leigu, þotu, sittum á einhverju og dollum með síum á og flugum á þetta vilni. Til dæmis. Case closed. Já, hvað með mikið af liklum draslinu sem fólk að taka myndir með af nágrunum sínum. Þú veist, það var 10 miljón manns horfa á eitt vídeo þar sem einhver gaur hafði notað svona myndavél til þess að fljúga eftir bíl konu sinnar af því hann grunaði að hún væri að fara úr stefnumót og hann hafði rétt fyrir sér. Já, akkurat. Það er nefnilega. Svo voru næstu vídeo eftir, hann var rattari sko, þar sem hann var alveg eyðilagður í marga mánuði. En ég ætla ekki að gera grín að því. En höldum áfram, fjöldi plastagna í efstu lögum sjávar hefur Ég var semst að gera grín að myndavélum, það var ekki notaður í eitthvað nytsamlegt. Fjöldi örplastagna í efstu lögum sjávar hefur margfaldast að fáum ár. Örplast af ýmsu tagi hefur fundist í miklu magni í sjávarlífur. Það getum við, það kaupi ég. Ok. En ég hef ekki fundið könnunina sem sýnir það. Ég var einmitt að hugsa það, hvar er mælingin? Akkurat. Þetta er eins og ef þú tekur kvikasilfrið. Það var einmitt það sem ég ætlaði að fara að koma hjá með. Ok, áfram. Ef þú tekur kvikasilfrið sem dæmi að þau tók eftir í á Grænlandi hjá kvikasilfrismagn hjá fólki hafi hækkað svo. Já, það var grein þetta á íslensku meginströmsmiðlunum í fyrra. Kvikasilfur í íslenska refnum, bæði hérna á Suðurlandinu eða sérst á Suðurnesunum frá Grindavík til Þorlákshafnar. Það er refur á því svæði. Og eins á Hornströndum þar sem að Grænland refana er sko. Þetta kemur til og þetta En ég hef ekki séð mælinguna. Nei, ég hef ekki séð þessa mælingu. Ég veit ekki hvað mikið að talið er að giska mig á að Grænlendingarnir vita þetta best eins og með bánsar, hvítabánsar. Þeir drepar ekki ef hann er gulur. Nú? Nei, hann er bara, þá er hann neitaður. Þeir vita þetta mann best. Og það er bara regla, þú drepar ekki bánsan ef hann er gulur. Hún er búið að basta. Það er enga mælingu til þess. En kvikasilfur á Grænlandi kom til út af því eða þeir fóru að rannsaka þetta, ekki að slappa, en þá kemur þetta í lífkeðjunni. Það kemur frá Suðurhöfum, færist upp og við hvert þrep þá magnast að því að kvikasilfur fer ekki úr, að þá magnast magnið í hverri svifið er með ákveðið magn af kvikasilfri, selurinn getur svifið og hvalurinn líka og þá magnast það því þetta er bara síur. Af því að kvikasilfur safnast upp í þeirri lífveru sem étur það. Já, og það verður alltaf meira og meira og meira og þá til að kemur að mannfólkinu, þá er þetta svo mikið. Já. Og þess vegna var óléttum konum á Grænlandi ráðið frá því að borða selkjöt og hvalkjöt út af þessu þættinni. En svo veit ég ekki hvað það er. Já, maður veit ekki nú þetta. Ég tók eftir þessum greinum varðandi heimskautarefinn, norður heimsrefurinn. Já. Vegna þess að það fyrsta sem ég hugsaði var hver er mælingin, hvar er mælingin? Já. Því ég tók eftir ýmsu af svona þessum tilgátu tilvísunum. Já. Og þá líka kemur nefnilega spurningin hvaða leið fer kvikasilfur í gegnum lífkeðjuna eins og þú ert að koma inn á. Já. Og hvað af þeim greinum sem að maður kemst í að lesa þessa leið, þessa ferla, hversu mikið af þeim er réttlætingarmisvísun. Réttlætingarmisvísun, þá kem ég aftur að þeim akademísku fræðimönnum sem eru styrktir af einhverjum fjölþjóðafyrirtækjum eða einhver öðru til þess að beina sín okkar á eitthvað annað. Eitthvað annað, það er þetta rétt en sko ég ber þetta svolítið saman við syngið. Syng og kvikasilfur, þetta er svona svipuð eiturefni þannig. Og þegar ég fyrir að læra málmiðnaðinn á sínum tíma, þá erum við alltaf varaði við syngið. Af því það fer aldrei úr líkamann. Og ég bara, strákarnir sem
í safnlæstur og syngstofunum. Þeir drápust fyrir aldur fram, eða dóu. Var þessum mönnum ekki gráðlegt að drekka ógeðslega mikið af mjólk? Jú, það var talað um að mjólkin hjálpaði þessu. En er það vitleysa? Ég bara veit það ekki. Við fengum aldrei staðfestingu á því, sko. Það hefur ekki held að það hafa aldrei verið, þetta sé bara... Það var gaman að vita meira um það, sko. Já. Þetta er alveg eins og, það var oft talað um það var gerð mæling á þessu með þetta vatn, láta vatni renna nógu lengi. Já. Þangað til að væri orðið vel snertikalt. Svo var einhverjir að tala um þetta, var þegar ég var unglingur, þá sá ég heimildamyndir með það. Talandi það, fyrirgeðu ykkur fram fyrir þér, talandi það því þú ert að tala um að láta vatni renna nógu lengi, þá getum við farið inn í aðra þýjóri með plastið. Hvað er mikið af plastlögnum í kallafáslögnum? Það er ekki menn farnir að tala þetta í kross. Já, það er farið að færast í vöxt líka að fólk þessi verið að nota til þess pípulagnir sem er bara smellt saman, sko. Frekar heldur snittað á gamla mátanum. Já. En það var þarna einn dokumentari, þetta var náttúrulega fyrir 30 árum, 35 árum. Sem, sko, það sem gerðu mælingar á vatni. Þess að þeir sýndu að sko frá krananum og þess að 10-20 metra út í æð að það safnast upp úrfelling úr örum. Já. Ef þú lætur renna í þessar 2-4 mínútur, þannig er það hreins að þeir mældu þetta. Já. En manstu, ég keypti þetta mælitæki í hitteðra. Já. Ég mældi vatnið á mér. Og ég mældi að það var engin mælanlegu munur á fyrstu mínútunni, 5. mínútunni og 10. mínútunni. Nei. Sko, í vatninu hérna hjá mér. Já, málið er það að það hleðst alltaf inn á rörinu. Það er bara fakta. Og það gerist með tímanum að við... Hvað er mælingin? Já, mælingin er svo ég hef séð þetta. Ok. Og við höfum komið í hús þar sem að hefur verið sko, það var bara nálarauga orðið eftir í gegnum kallavaxlagnina. Já, það sest innan. Já, það sest innan og þetta var, Hitaveitan glímdi við þetta í mörg ár. Þá fóru í ákveðna hreinsarrörunum að því það settist innan í þau og þetta var kannski 2-3 millimetrar sem settist innan á. En það var ekki aðal tregðan. Heldur var tregðan svo að þetta var svo gróft að það mynduðust hverflar við húðina og hverfillin var kannski 3 cm. Þar stoppaður rennsli. Með því að hreinsa það og rörið var sléttara, þá fékkstu náður meira reynsli. Þú varst farin að þrengja reynslið í rörinu svo mikið út af hverflunum. Þannig að þetta á sér alveg, þú veist, þetta er bara fakta. Já, ég bara vildi koma með þetta innlegg að sko, þú veist að þetta vissi ég vissi sumt af því svo varst að segja mér, en ég mældi samt eins og hjá mér bara til að vita hvað þarf ég að láta það renna lengi, fyrst ég átti mælitæki. Svo lánaði ég mælitæki og ég átti að fá það aftur. Ég held að það sé eitthvað samsæri, hann er örugglega frímúrari. Já, þú átti ekki að hafa það meira. En hvað er það, ef við erum að deyja af því við erum að drekka vatn úr flösku, erum við þó ekki að deyja af því að plastlagnir, eða þess að kaldavaxlagnir eru úr plasti? Já, en hann fá ekki bannakók fyrir að taka plastdósur úr umferð? Jú. Þeir tóku líka litla glerið úr umferð, hérna litlu kókina. Já. Nú er hún búin upp næst, býttu, hvaða áraður er í gangi? Ég hef vitnað í það. Það er miklu meira plast í einni plastflösku heldur en í einu plastpoka. Já. Hvað þarftu marga plastpoka til að búa til eina plastflösku? Já, ég hef ekki. Það er nú bara... Við eigum að hætta að nota einn auka plastpoka á viku, en það er verið að hvetja ykkur til að nota fleiri plastflösku. Býttu, svo er mynd í fréttablaðinu að fólki að nýta saman plastpokana og klippa og borða nú skælbrósandi eins og enginn þeirra sé hvorki uppvatningur nýja umskiptingur. Ok, höldum áfram. Já, fyrir ég. Svo byrjum við hérna aftur. Lítið er vitað um skaðleg áhrif þessara plastmengunar á heilsu manna. Lítið er vitað? Já. Okay. En þó ljóst að örplast getur borið með sér skaðlega efni. Er þó ljóst? Já, er þó ljóst. Og það, ok, við getum svona hluta til keypt það sé eitthvað þarna í og eitthvað svoleiðis, en já. Sink og kvikar. Já, bæði efni sem fyrirfinnast í plastinu sjálfu og efni sem hafa tilhneigingu til þess að setjast utan á plasthagnir. Ok. Hvaða efni hafa tilhneigingu til að setjast utan á plasthagnir? Það er nefnilega ekki talað um það. Nú? Nei, það er nefnilega... Ég verði að fel eitthvað. Sorry, ég er í einhverju stuði. Já.
Skaðinn getur því orðið verulegur til langs tíma, hvort sem litið er á vistfræðilega eða heilsufarslega efnislega þætti. Sko, sjáðu til. Þetta var svolítið stór fullyrðing. Já. Þetta var svolítið mikið stór fullyrðing. Þetta er sko, miðað við allt hitt. Og þetta er, þú veist... Þetta er áróðursgrein. Já. Þetta er pjóra áróður. Já. Þetta er bara hræðsla áróður. Okay, eins og öll umræðan, eins og þetta. Hvað heldur að séu mörg tonn af plasti í kaldavatnslögnum? Hefur þú einhverja mælingar fyrir þér það? Við getum bara sett einhvern í það að reikna það út, það er ekki flókið. Jæja. Já, ég meina þú sér bara þessi, sko þú þarft ekki að labba bara í Porti og Bíkó eða húsasmiðunni. Já. Vegna þess að þú sér hérna járnlagnir inn í húsinu, sko. En það eru tengdar við hérna æð sem kemur upp á húsinu, sem er oft svart plast. Já. Sem er svona auðvelt að leiða heim á húsi. Já. En svo ertu komin nokkra metra frá og þú finnur drenlagninar og alveitulagninar og frávaxleitirnar og þá ertu komin svona í appelsínubrúnt. Já. Ekki appelsínugult, þetta er appelsínubrúnt. Já. Það er skítubrúnt. Já, það er frávaxlagninar, það er PVC-plasti. Og ég meina... Hvað er mikið af plasti þarna? Hefur þetta nú bara mikið samsæði, sko? Svo þurfum við greina að nota færri plast, sko. Og plasti er ekki bara plast, eins og ég hef alltaf því sagt. Ég hef mikið unnið í plasti og fólk byrjuði einna mörgum sem byrjaði mjög snemma að vinna í plasti. Það er komið 35 ár síðan. Ég sé að það hefur mjög skaðleg áhrif. Það er bara, hérna, já. Sorry, ég fyrir ekki að það er einhverju stöði. Örplasti sem lendir í sjónum getur verið af ýmsum toga, en 3 nýlegar rannsóknir í Þýskalandi, Danmörku og Noregi benda allar til að ryk úr hjólbörðum eigi þar stærsta hluta máli. Nú er allir farið að tala um hjólbarða. Býtu, lest þess að setja í vatn. Örplastið sem lendir í sjónum getur verið af ýmsum toga, en 3 nýlegar rannsóknir í Þýskalandi, Danmörku og Noregi benda allar til að ryk úr hjólbörðum eigi þar stærsta hluta máli. Er stendur nokkuð according to Disney? Ég sé ekki tenginguna, en ok. Sko, samskonar vísbendingar koma fram í skýrslu sem unnin var fyrir Umhverfisstofnun Svíþjóðar fyrr á þessu ári, en þar var reynt, það er vitleysa í þessari grein, að leggja mat á heildarmagn örplastagna sem berast í fráveitukerfi landsins. Það er slegið úr og í. Fyrst er verið að tala um plasti sem er í kringum okkur, þú veist, sem við erum með þetta daglega. Og sparsla framan í okkur. Já. Nú er allt í einu komin inn í dekkin. Býtu, voru þeir ekki að nota, var ekki það besta sem var talið að það var að sökkva dekkjum í sjó, af því það myndaði svo mikið lífríki í kringu það. Þú varst eftir þessu? Já. Þetta var bara þótti alveg frábært. Býtu... En það var á þeim tíma þegar fólk hélt að dekk væri á náttúrulegu gúmmíi. Svo fór að birtast greinar sem sýndu að síðan 1940 hafa engin dekk verið framleidd úr náttúrulegu gúmmíi. Nei, þetta er alltaf efnablandað alveg, en það er töluvert náttúrulegt gúmmí, það get ekki búið til dekkin öðruvísi með að hluta til, en það er búið að blanda þetta alveg, þú veist, út í það óendanlega. Ég veit ekki hvað er hátt hlutfall, en þar sem ég var að lesa greinar um þetta fyrr og hittifyrra, hvernig bæði Þjóðverjar og Bandaríkin voru í kapphlaupi á stríðsárunum að framleiða gervidekk, efn og gerviefni úr olíu. Og ég sá eitthvað vídeó sem ég náttúrulega hef ekkert sérstaklega heimildir og mælingar, en sem fullyrti að 30–40% af allir olíu sem væri pumpað upp færi í dekkjaframleiðslu. Nei, þetta er bara fullyrðing, ég veit ekkert. En sem sagt, ég fór bara að horfa á alla hjólbarðana í kringum mig. Það var hann Mike C. Rupert, samsæringur, sá sem að fletti fyrst ofan á CIA með eiturlyfjabransann og CIA. Hann framdi sjálfsmorð 2014 held ég. Var það í Teygju?
Ég veit ekki, sko, það voru gerð vídeó þar sem einhverju samsæringar reyndi að sýna fram á hann hefði raunverulega fram í sjálfsmorð. Ég trúi því ekki. Annarkvort var hann að láta sig hverfa af sviðinu eða var drepinn. Það mín skoðun. Það svo margt í hans skrifum og þáttum sem hann gerði, það passar ekki. Plús það, náungi sem sko hann var búinn að lifa sko með svo mörgum sjamanum síðustu 5 til 10 árin. Hann var að lifa svo mikið í svona eco-villages, eco-þorpum, með svo mikið á svona spiritual shamanista fólki. Ég held að þessi nánast útilokað náungi sem var komin hérna langt í sko spiritisma, eða sérst í mystik eins og hann. Ef hann á hund, hundurinn hans fylgdi honum, var hundur sem að hann fann sem flækingshund, hann skildi hundinn eftir læstan inn í bíl. Náungi sem komin eins langt í mystik og hann myndi byrja á hundinu. Hann myndi taka hundinn með sér. Hann myndi ekki skilja eftir hundinn upp á náð og miskunn annar. Hann myndi taka hann með. Þetta er náttúrulega samsæriskenning, sko. En hann sagði, hann var nefnilega að vinna mjög mikið með fyrirbærið peak oil. Og það var 1,5 tími, sko, eitt dokumentari sem hann var þáttakandi í. Og hann skrifaði þetta, þú veist, hann kallaði bók sem hann kallaði Crossing the Rubicon og eitthvað svoleiðis. Þetta þessi gaur var eldklár. Ég veit ekkert hvort það var CIA plant eða ekki. Mér drullu sama. Þú veist, hann vakti mann til umhugsunar, sem það sem ég áhuga á. Það það sem að... Mér drullu sama þó að, þú veist, Alex Jones, hann augljóst plant. En hann vekur mann til umhugsunar. Ég ábyrgur fyrir mínum eigin niðurstöðum. Þú veist, ég alveg til að hlusta á Bjarna Ben ef hann hefur eitthvað að segja. Já, það hafa allir eitthvað að færa sig til. En hann var mikið að tala þetta peak oil og hann sagði það fara 3,5 gallón af olíu í hvert dekk. Ertu ekki komið með mælirinn þarna á dekkina? Þú veist að olíunar mælir? Sko, ég núna hafa þetta upp líka alveg eins og þessi punktar sem þú ert að koma með. Man les svona grein og man les tölurnar og man tekur ekki eftir assumption, talið setningunum. Svo kemur tengingin, sko, og maður segir, já, farðinn, já, örplastið, já, dekkin, og maður orðinn störtlaður, sko. Já, sjáðu bara eins og við komum að sýna fram á að hérna í Svítastiftunum, það notað álíður. Nú, eða ef þú tekur tankrennið, það sem flúorðir. Hvað var betra að losna við eiturefni heldur en sem flúor? Þetta mesta eiturefni sem til og þú losnar upp að bara seljum það. Margir að tala þetta. Já. En þetta sko, það er ekki, þetta er eitthvað sem má ekki verið í umræðinu. Þannig það endar ekki. Já, umræðin sett úr einni rössin yfir í aðra. Já. Ok, og það er eins og í þessu. Já, að reynda að leggja heildamat í skýrslunni áætlað að 13.000 tonn af örplasti og hjólbörðum, þannig enn og aftur áætlað. Og 13.000 tonn meðan við 311 miljón tonn? Já, en þetta er að tala hjólbarðana hérna, En erfitt sé að áætla hversu stór hluti sem spyrist í fráveitukerfið. Hvað mikið af hjólbörðum endurinn? Er það nokkuð? Jú, það er nú eitthvað, þú veist, það er eitthvað að þeim endurunnið. Hvert ferðu með notaða hjólbarða? Ferðu með þá í hjólbarðaverkstæði? Nei, já, þú getur sett þá í gáma. Eða ferðu með þá í sorpu í gám þar? Það er bæði á endurvinnslustöðvunum, þú getur sett hjólbarða frá þér og það er eins og gúmmívinnslan á Akureyri. Þeir voru að framleiða hérna gúmmíhellurnar. Hvað verður víravirkinn sem inn í radíótækni? Það þarf að taka þá úr. Þess vegna þeir skera þau banan úr. Þetta er unnið á singvan háttinn. Það er líka stríð í þessu líka. Já, en gúmmívinnslan tækluðu niður. Og ég pantaði mig dekka utan í vor, áður en þess að lækkanir komu. Já. Ég keypti mér, var að kaupa mér ný 33 tómi dekki í vor. Þau hefðu kostað ný eitthvað í kringum 200.000. Ég fekk þau hingað komin á 130. Já. Ég borgaði 1.500 krónur til tollsins sem einhvers konar úrvinnslugjald eða eitthvað slíkt. Já. Ég veit ekkert hvað embættismennirnir gera við 1.500 krónurnar.
spyrja mig að því. Nei, ég ætlaði ekki að spyrja þig að því. Þú ert ekki nógu hátsettur meiklari til þess. Nei. Jæja, en hvað er það? Sama má segja örblast úr gervigrasi, en áætlað er Hvað er mikið gervi? Nei, fyrirgeðu, ég ætla að hætta áætlað er að það falli til 2300 til 3900 tonn af slíku örblasti í Svíþjóð. Þú veist, það er engar heimildir fyrir þessu. Og þetta er svo lítið magn. Þetta magn er, sko, hvað er Svíþjóð stórt í ferkílómetrum? Já. Hvað erum við að tala sko, ef að það væri ekkert örplast, sko, hvað er plast? Þú veist, hvað eru önnur mengunarefni bara heil í náttúrunni sjálfri? Í alvöru, við heyrum aldrei þá umræðu að það sé til, sko, ákveðin hringrós af mengunarhreinsun sem er náttúrulega. Nei, það er ekki talað um það. Ég veit ekki, sko, þú veist, er ég að fullera eitthvað vitleysu núna? Ég veit það ekki. Förum inn á mengunina frá bílum. Tökum það sem dæmi. Mengun frá bílum á. Sjáðu þessu í Reykjavík. Hvað er stærstu skógur á Íslandi? Hann er á höfuðborgarsvæðinu. Hann er í Reykjavík. Já. Og á hverju þrífast plönturnar? Á koltvísýringi. Akkúrat. En við erum að deyja undan mengun. Við förum inn í það á eftir og þar var greinin þetta sem ég las með þetta að Reykjavík væri mengandi á 1 milljón borg. Margar miljóna borg í Evrópu. Það þarf margar milljónir til að menga eins og milljón. Ekki 140.000 manns. Þetta er bara jafna. Já, 140.000 manns geta aldrei mengað eins og margar miljónir. Það er bara ekki fræðilegur möguleiki fyrir. En það er hægt að segja svona við ákveðna manngerð sem að hefur verið alin upp á ákveðin hátt. Já. Nota bene. Af hverju er þessi græni miði á mjólkurferðinum núna? Er það vegna þess að fólk er hægt að skila þessum umbúðum inn? Þetta var á fullu fyrir 10 árum og fólk var að pakka saman, skólaferðunar og pakka þeim saman. Ég held að fólk sé hægt því. Já, nú er nefnilega það mistökin í þessu, nú er komin þessi umhverfisstefna að þú er að flokka allt og það er bara fullt af fólki sem að vill ekkert láta segja sér til. Hættu þessu bara. Það er líka það, Já, og þá að neyða alla í, eða þú veist, þetta er alltaf verið að smá neyða fólk inn í eitthvað svona. Þessi marxismi, leiða fólk inn í hillukerfið. Já. Marxismi, það var eitthvað sem benti mér á einhverju fyrirlestri fyrra. Marxismin snýst hillukerfi. Já. Classification. Já. Taktu Kópavog sem dæmi, við skulum taka þar bara. Inn á hvert heimili eru komnar 3 tunnur sem þú þarft að vera með og flokka í. Pappír og plast í 1. Ég man ekki, þú veist, matvæli 1 og svo í stórum blokkum, þá eru meira að segja spæjaralögur sem eru íbúar. Hver setti hérna plastið í þetta sem má ekki að vera? Fólk elskar nú svoleiðis. Já, alveg reynt svoleiðis, þú veist. Jæja. Að gugga á nýjunni, hún er plastilögga mánaðins. Þú veist, fólk, sumir eru farnir að vera sko, eins og þessi einhverju krimmar. Fara út í sorpu og lauma í, fara frekar. Stasi. Fara frekar. Fólk elskar að spæja nágranna. Já, setja allt í ruslapakka. Nafnlausar ábendingar. Það komur aðeins í nálægt í. Já, það eru margar ríkisstofnanir með nafn fyrir nafnlausar ábendingar, kallið minn. Já, svo kemur þetta. Engin leið er að segja til hversu mikið af þessum efnum berst í fráveitur og viðtaka, þetta er, þú veist, það er sjórinn sko. Og engar athafnir sem getur skipt verulegu máli í örplastmengun. Þetta er... Já, ég náðu þessu. Þú veist... Svo höldum við áfram og það kemur hérna. Áætlað er að árið 2012 hafi fráveiturkerfið í Svíþjóð tekið við samtals 250 til 2000 tonnum af örplastflögum frá sænskum heimilum. Þessi tala stemmir ekki við tölurnar á. Nei. Miðað við heimsvísu sko. Svo er farið að tala skólpreysistöðvar og það er sem sagt hvort það er að fara í siturlagnir eða sem sagt vera með þrær
til að láta þetta setjast til eða það er að vera með mekanískar tromlur til að hreinsa þetta frá. En eigum við þá ekki að byrja á því að telja saman, taka 100 gosflöskur og mæla. Já. Eða taka 1000 lítra vatni sem rennur í gegnum alla plastlagnar og mæla. Það ætti nú að vera auðvelt. Það hefði haldið Það er ekki erfitt að fara inn í þessa fráveitulagnir og setja mæli á. Býtu við. Já. Ef að það er ekki hægt að mæla þetta, hvað þá? Er þá ekki þetta allt fallið sjálft sig? Það er nefnilega það sem ég svolítið að leggja spurningar. Já, þú varst líka að tala um þetta þegar við vorum að tala í síman. Já. Þá varst einmitt að tala um hvað eru mælitækin, sko er einhver mælitæki sett í vatnsyfirborðið sem eru áreiðanlega mælitæki. Og þá erum við líka komin að öðru, hvernig ætlar að mæla svona stórt flæmi? Já, akkurat. Hvernig er alltaf að mæla? Þetta er bara eins og menn hafa verið að gagnrýna varðandi sko global warming eða hvað heitir það, hnattræna hlýnun. Já. Menn hafa verið að gagnrýna sko fullt á vísindamenn, alvöru vísindamenn í veðurfræði og steingervi, jarðvegsfræðum og öðru. Já. Hafa verið að benda á að mælingarnar, þú kemst ekki mælingarnar. Nei. Og ég spurði aðeins hann Jón Frímann sem er ofta að pæla í eldvirkni og jarðskjálftavirkni. Hann hefur einhvern áhuga, hann trúir climate change, hann trúir því, hann trúir á það. Og ég spurði hann að því við erum ekki Facebook-vinnir, ég er með follower af því ég vil fylgjast með þegar hann er að pæla í. Hann fylgir svo vel með eldflugvirkninni og þetta er snjall strákur sko. Og ég sá að hann postaði einhverju climate change og ég setti athugasemd hvað eru mælingarnar og hann svaraði, bara pent, mjög fínt og þetta er góður strákur. Þú ferði nátt climate.nasa.gov, þar eru allar upplýsingar. Og ég bara hugsaði, einhver svaraði spurningunni mér, hvað eru mælingarnar? Ég er búinn að vera að spyrja þessu ofinberlega lengi og það eru fleiri, eins og James Corbett er búinn að fjalla mikið um þetta. Hvað eru fucking mælingarnar? Þetta veit. Ég fór inn á climate.nasa.gov, ég fann fullt af áróðsgreinum, ég fann fullt af fullyrðingum, ég fann engar mælingar. Sjáðu til, það er verið að tala um það í þessum efnum að þeir viti niðurstöðu svo langt aftur í tíma. Veistu, ég heyrði rök fyrir þessum daginn, hvernig þeir geta fengið það út að þeir hafi þessar upplýsingar. Veistu hvernig þeir bera það fyrir sig að þeir geti mælt þetta? Alveg einhver mörg 100 ára aftur í tíma. Og loftbólum í ís sem þeir fara niður á norðurskautið eða suðurskautið, bora það kjarnabóra, taka kjarnan upp og þá finna þeir til loftbólum. Pínulítil bóla, sko kjarnabóran í ís, þetta er kannski 2 tonn. Hvernig tekur þessa litlu loftbólu, pínulitlu loftbólu og mæla það? Já, þetta er leið og þú hugsar það, þá sérðu hvað þetta er langsótt. Og svo er líka annað, það er svo, ég hef séð ýmsa menn og ég man nú ekki nafnið á þeim að því að ég er ekki búinn að klára, sko, ég trúði climate change, bara þangað til. Þegar ég er að segja með bókina mín Endurreist þjóðveldi, sko veturinn 2012-13, þá trúði ég ennþá climate change. Ástæðan fyrir því ég trúi því ekki lengur er svo ég fór að rannsaka með og móti. Ég fór að skoða þá sem að höfðu alið mig upp, hvað þeir sögðu, og ég fór að skoða þá sem að gagnrýna. Og ég tók eftir því að þeir sem eru dímoniseraðir, þeir voru með rök. Þeir voru með ábendingar sem stóðust gagnrýni. En þeir sem voru með áróðurinn, sem að ég hafði verið alinn uppi að trúa, þeir stóðust ekki gagnrýni. Sjáðu bara eins og þú varst að benda á daginn. Hvað er súrarefni? Hvað er umræðan um súrarefni? Hvert fór súrarefnið? Er það allir hætt? Ok, súrarefni hætt. Já, voru setti filterar á kolaverið. Og það var kolefnisjöfnunarskatturinn allir því þeir settu filtera á verksmiðjum. Já, allt út af því, það fór í það. En eins og með You better believe it. Eins og með kolefnisskatti. Þetta er bara enn eitt mælir. Heyrðu, það minnir nú eitt. Guy Ellis Exclusive. Þetta snýst allt mælinn. Ég hef tekið þetta á þessum dag.
plast. Já. Ok, ég er ekki vindla, þið vitið af því. Ég er búinn að tala um þetta áður. Þetta er frá sama fyrirtæki, Scandinavian Tobacco Company, sem er Hanseatic League, sem Axel hefur tvisvar eitt að benda á í Harmageddonum, bæði skiptin hefur verið stungt bannað að tala um Hanseatic League. Ekki einu sinni Harmageddon þorir að tala um Hanseatic League. Handlagauðmennina. Þessi vindlar voru 10 í pakka. Já. Nú voru þetta komin niður í 5. Og þetta eru notabene bestu vindlar. Já. Hver og einn er pakkaður í plast. Já. Síðan er pakkaður í plast. Í dag eru 5 í plasti. Áður þá voru 10 pakkar í plasti og hver pakki, hann var ekki í plasti. Já. Og hver vindl var ekki í plasti. Býtu, eða hafa áhyggjur af plastpokum. Þetta er svo rækilega dýpöngar, en kolefnisskatturinn, Gæjalis Exclusive. Já. Ég var að lesa grein um daginn rannsóknirnar á drekasvæðinu. Já. Og ég veit ekki um neitt nema sjálf á mig sem hefur opinberlega verið að gagnrýna pælingarna með drekasvæðið. Já. Ég komi reglulega inn á þetta svæði, Já. inn á þessar pælingar og ég ætla ekki að fara að rekja það neitt hér og nú. En ég bara svona, ég er alltaf með þriðju augan opið fyrir því ef ég sé eitthvað um drekasvæðið. Já. Og það var einhver grein bara fyrir, getur mánuður síðan. Og ég visti hana niður, ég man ekki titilinn á henni. Sem kom inn á, var bara verið að segja okkur einhvert status update með mælingar og drekasvæðinu og svona dæmi. Svona minn okkur á að þetta er ennþá í gangi. Já. Því að sko þjóðfélagsverkfræðingarnir, þeir koma reglulega með svona fréttir bara til að geta sagt, við sagðum ykkur frá þessu. Já. Stundum sumar fréttir eru bara til þess. Já. Það er með laumað inn fréttum til að seinna sé hægt að segja, þá var búið að segja frá þessu. Og þess vegna er oft mikilvægt að nota eins og til þess, ef maður er með eitthvað í tölvunni, Chrome með þetta, browserinn, og þú getur farið í print og valið save as PDF. Já, já. Ég nota þetta mikið fyrir ákveðna fréttir. Já. Og ég er bara með svona USB-pinna, 64 GB fyrir þetta. afrit af svona dóti. Þetta, ég byrjaði á þessu fyrra. Já. Og þeir geta breytt fréttum. Já, þeir geta breytt þeim og svo er þetta líka, þú veist, eða, já, það er eitthvað pínlítið og það breytast fyrir. Þannig ertu með dagsetningur. Já, það dettur alveg inn svoleiðis. Já. En má ég býta? Já. Þú vilt heyra þetta nefnilega. Já. Það kom í fréttinni. Og ég man ekki allt, þú veist, ég var að hraðlesa þetta og svo bara vistaði þetta niður og hugsaði ég ætla að skoða þetta seinna. En það kom punktur í þessari frétt sem vakti mér rækilega til umhugsunar. Það kom upp þetta að það væri eitthvað sem skiptir máli varðandi hvaða olía kemur upp í tilraunaborholum í þessum mælingum sem núna eru framkvæmdar á drekasvæðinu með tilliti til kolefnisskatts af uppdælingu. Já, já. Þú veist, diversion, Já. það verið að koma á kolefnisskattinum og við kjósum það út af útblæstrinum og við vitum ekki að það verið að koma þessu skatti á uppdælinguna. Þar er miklu meiri skattur. Já, það er miklu meiri skattur. Alveg eins og með plastið, það verið að segja neytendum að nota minna plastpokum, en það er ekki verið að segja olíuhreinsunarstöðunum að hreinsa minna olíu og setja í plastframleiðslu. Það er svo augljóst bara út frá þeirri jöfnu að það er risastór blekking hann á fræðinu. Já, ég veist. Hver blekkingin er hins vegar? Það veit ég ekki. Nei, þetta sjáðu bara eins og með alla, til dæmis eins og alla þessa olíu sem er verið að nota og verið að höfða til okkar hérna á Íslandi. Hérna, við notum nú mikið olíu og bensín og allt þetta. Við erum bara eins og einn herdild í hernum úti. Já, við erum ekki. Við erum bara hérna. En allt í lagi með það ef það er talið að... Nei, við mengum á við milljónaborgir. Já, við mengum á við milljónaborgir. Já. Ekki efast það, annars dímonisera ég þig. Býtu, ef við segjum að við séum 140.000 og við skulum taka bara 140 milljónar borg, hvað þurfum við þá að... Hver Íslendingur menga mikið? Hvað er Mexikoborg stór? Hún er ekki 12-15 milljónir eða meira? Ekki 16 milljónir eða? Ég var það ekki. Jæja, en eitthvað, svo höldum áfram, eitthvað af því örplasti sem fellur til á landi verður eftir þar. Eitthvað fíkur til sjávar, eitthvað og þú veist, þetta er endalaust. Stór hluti af heildarmagninu berst væntanlega í sjó og bönd.
með ofanvatni eða með fráveiturkerfi byggða. Ég var bara horfum batterið. Já, það er ljóst að fráveitur eru mikilvæg uppspretta örplast í hafi. Við vorum að tala áðan, örplast alltaf, eða frá 5 mm og niður. 5 mm eru svolítið stórt. Já, Hálfur sentimetri? Já, þetta er svolítið stórt, sko. Það felst því jafnframt mikilvægt tækifæri til að draga úr umfangi vandans. Mikilvægt tækifæri. Til að draga úr umfangi vandans. Fyrst aftur skilgreina vandans. Akkúrat. En það er búið að skilgreina núna í haustum á þér. Já. Og í 3 mínútna kastljósumfjöllun, þá er bara búið að reka fleinið inn. Já. Og Kjóstu nú? hvað á að fara að gera hérna með tækifæri, sem sagt, tækifæri til að draga úr umfangi vandans? Hvað á að fara að gera þarna? Já, það er einmitt málið. Já, það er málið í Hvað á þessu. að fara að gera þarna? Og eins og við erum að tala varðandi, sko, bara eins og þetta með kolefnisgjaldið, eins og ég er bent á að hugsanlega kolefnisgjaldið selt á öðrum forsetum heldur en raunverulega verið að setja það á. Já. Og maður spyr náttúrulega sjálfan sig, sko, hver er að setja kolefnisgjaldið? Vegna þess að það eru margir sem eru bent á að þegar Al Gore og félaginn sem var á Sameinuðu þjóðunum og fór síðan til Kína, sem ég man ekki hvað heitir, þeir voru svona tvö nöfn í að komast á. Já. Og Jesse Ventura gerði því nefnilega mjög vel skil í þætti sem hann gerði þegar hann var að gera þættinu sína conspiracy theory. Já. Því að hann var, sko, að Jesse Ventura bjóð til Alex Jones. Infowars var ekki, það var enginn að taka eftir Infowars og Alex Jones fyrir Jesse Ventura gerði conspiracy theory þættina sína. Já. Og þátturinn hans þetta með kolefnisskattinn var nefnilega mjög góð. Og til þess að þú fórst á, ég gerði stikkpröfu á YouTube, það var svolítið áhugavert. Þú kannst fullt af klippum úr þessum þáttum nema úr þessum þætti. Það var erfiðast að finna klippur úr þessum þætti. Já, var það? Og ég hef enga þeóri það. Ég bara hugsaði bara, ok, spes. Já. Vegna þess að ég hef lengi efast sko, niðurstöðuna. Já. Þú veist, það kemur þetta conspiracy theory sem segir að þeir eru að gera kolefnisjöfnunargjaldið út af þessu hinu. En ég kaup ekki niðurstöðuna hráa. Ég sé 2 niðurstöður, opinberu niðurstöðuna og samsærisniðurstöðuna. Hvað ef það er verið að beina sjónum mínum eitthvað annað? Kanturinn á peningnum. Já. Þú veist, ég hef efast þetta líka. Stór efast þetta. Þegar sko kenningin er svo að, jú, þetta er skattur handa Sameinuðu þjóðunum og tengist Agenda 21. Við erum búin að fara í gegnum Agenda 21. Við vitum að Sameinuðu þjóðurnar er að ná valdi yfir borgunum með þessari leið. Eða það lítur þannig út. Það lítur þannig út. Ég meina uppskriftin er bara í Smart City. Þar er uppskriftin að þessu. Og ég meina, eða tökum sem dæmi, ég vitna mikið í þetta og ég held að fólk ætti að fara að hlusta á bækurnar með Hunger Games. Að þetta, ok. Það var að veltast fyrir mér í gærkvöldi að sjáðu til þar, þetta er náttúrulega extreme sett út þar. En við erum nefnilega ekki svo langt frá þessu. Taktu sem dæmi, þeir sem fara inn á stjórna, þeir þurfa að klæða sig upp á ákveðin hátt. Það eru ákveðin bindi, það eru ákveðin skyrtur, það eru ákveðin jakkar, það eru ákveðin pils og allt þetta. Ákveðin orðafar, ákveðin þrógráður. Það dregur sitt, þú veist, á annan stað þetta fólk. Hvað er langt í það að skrýpabúningurinn kemur? Það er nefnilega ekkert svo langt í það. Í sjálfu sér, fyrir flækingi, þá er þetta skrýpabúningur. Þannig að við erum ekkert svo langt frá þessu. Nú, léttlestakerfið eða þetta lestakerfið sístem kostar ofan 100 milljónir og eins og Flósi var að benda á, bara bull. Ég las reyndar ekki alla greinina eða allt viðtalið. Ég hef ekki verið að fylgjast með þetta en ég ert ekki að tala um þetta borgarlínuna? Borgarlínuna, jú. En hvað er þetta annað? Og þegar, eins og ég sagði síðast, þegar yfirmaður skipulags yfirvalda er búin að gefa það út að það verði aldrei nógu góð þjónusta eða ekki hægt að halda upp í þessari öru þjónustu við úthverfinu. Hvað er þetta annað heldur en Hunger Games? Þetta er Smart City / Agenda 21. Akkurat. Og við erum búin að sjá fullt af pælingu, sko, og svo líka svolítið áhugavert, það er reyndar svolítið áhugavert. Af því ég er svolítið, sko, ég er á vissan hátt, sko,
og veist, ég að kalla fólk umskiptinga, ég búinn að vera umskiptingur, ég búinn að kalla fólk uppvakninga, ég að kalla fólk uppskapninga, en ég líka að gera grína sjálfur mér. Já. Maður sjálfur búinn að, veist, ég trúði climate change, ég sá ekki Agenda 21. Já, við erum báðir búin að vera á þeim stað að trúa þessu. Axel var eftir að tala Agenda 21 í hittifyrra. Já. Og ég var ekkert að taka undir með honum þá og því náttúrulega búinn að vera í djúpköðunum hjá Axel í svolítinn tíma. Já. En ég fór ekkert að spá í hvað Agenda 21 fyrir bara í vetur. Ég var aldrei umræðið færi Agenda 21. Ég held þetta væri bara einhver leiðileg conspiracy theory. Svo veist, kom Axel stundum með að graunstúlkur í kommentum og sagði þetta Agenda 21, þetta Agenda 21. Ég fer að fylgjast með Agenda 21 fyrir, þess ekki að vera 20 ár síðan. Þegar þetta kemur fyrst fram. Og þegar að, ég skildi það ekki þá. En ég var alveg óður. Skapnaðar við fóru upp úr þakinu þegar þetta kom fram. Já. Ég fattaði það ekki þá, en ég fattaði það þarna 3 árum seinna þegar maður fór að lesa þetta. Já. Fór að fylgjast með þessu. Og við erum náttúrulega að fá þetta þarna inn í sveitarstjórnarmálinu að þetta er að fara svona, ok, ég með tillu hérna sístefið, það átti að fara að flokka þetta og það er ok, þetta er svona, þetta er verið að fara að stjórna. Já, maður dettur inn í, en leið mér að klára eitt sem ég ætlaði að segja þér. Veist, maður heyrði, já, þetta er bara einhver conspiracy theory. Já, þetta er bara einhver conspiracy theory. Svo fór ég að skoða. Ég fór bara að í vetur. Ég sagði, jæja, nú ætlum ég að sjá hvort að ég finn einhverja góða fyrirlestra um þetta. Og ég fann 3-4 góða fyrirlestra hjá fólki sem hafði unnið í þessu. Fólki sem var bara svona no-nonsense að fara í gegnum nokkra þætti. Og það benti alltaf á öðru hvoru. Þú getur farið inn á un.org og lesið til þetta. Þetta er hjá þeim. Alveg svo þegar ég er að benda fólki á the UNESCO landgraf. Það er skrásett á vefsíðu UNESCO, það sem að þeir eru ekki fara að gera hér. Og þegar leið þú getur bent á grein hérna er á reykjavík.is, þeir eru að segja frá þessu, þá er það ekki samsæriskenning. Og þá fór ég alltaf að hugsa, heyrðu, bíddu nú hægur, diversion deception. Með því að fá samsæringana sem fólk er í grínað til að fjalla um þetta, þá er fólk ekki að fara að kanna þetta. Nei, það er nefnilega ekki að fara að kanna þetta. Fólk, það nennir þess ekki. Það nennir ekki að standa í því að fara að lesa alveg, þú veist, ég er búinn að lesa alveg helling. Já, eins og þessa grein. Já. Þetta er bara langt best að setja þetta hérna fram á skiljanlegu máli úr þessari grein. Ég er búinn að fara í gegnum margar greinar. Þetta er yfirleitt á sömu nótum. Þess vegna var ég líka að grípa oft fram í fyrir þér og gera grína þessu vegna þess að maður er komin með ákveðin vana. Þú kemur inn á vefsíðu, þú sérð ykkur á vefsíðu og þú ert komin með ákveðna lykla. Leið þú sérð, hérna talið þá hrópar það á þig. Já, það er með æpir á mann. Umfang vandans. Hérna, þú færið alveg bara, þetta er bara heilt vörubílslass. Þetta er vörubílslass af djóki. Já. Þannig sé ég svona hluti í dag. En hvað heldur það hefur kostað? Já. Eitt af því sem vakti mig til dæmis. Annað atriði, ég ætla að gá hvernig af því að það er komin í 2 strik. Ég vil ekki að, já, það er orðið gult. Það er stutt, við þurfum að skipta rafhlöður. Já. Ég nenni ekki að tala kannski 5 mínútur á þess að. Ég var mikill aðdáandi en Stephen Hawking. Já. Sem fann upp svartholinn. Já. Einstein fann upp svartholinn, Stephen Hawking bjó til formúlurnar til þess að staðfesta svartholinn. Og maður er alveg upp í heimsmynd sem segir svartholinn eru til, trúðu því drengur. Einstein sagði það, Stephen Hawking sagði það, allir NASA eldflaugafræðingarnir segja það. Já, já. Svo kom Stephen Hawking fram með þessa snillda kenningu. Hann sagði, það er til svo kallað event horizon, eða sjónarrönd, eða svona atviksrönd. Röndin, þetta er svartholið, það dregur ljósið að sér. En ákveðið langt frá svartholinu, þá minnkar aðdráttaraflið, þetta er svona lengra frá, og það er svona sjónarrönd, þar sem ljósgeislinn sogast ekki inn, heldur fyrir hringsóla í kring. Já, ok. Já. Nota bene,
Til þess að ljós sé háð aðdráttarafli þarf ljós að hafa massa. Já. Það er að segja ef aðdráttarafl er háð massa. Já. Ég er svo eini sem segir þetta í heiminum. Ég gerði 2-3 vídeó í fyrra þar sem ég útskýrði aðdráttarafl hefur ekkert við massa að gera. Aðdráttarafl hefur að gera með hraða. Og það meikar sens. Ef ljós er hraði, þá meikar það sens. Að hraði getur alltaf áhrif á hraða. Já, sko, ef þú tekur aðdráttaraflið og það allt saman, það eru sko 10 vídeó. En ég bara fattaði þetta í fyrra að það, sko, ok, hérna er ég alveg upp í þessum newtonska heimi sem segir, nei, aðdráttarafl er massi. Trúðu þið drengur, hérna er formúlan. Já, þetta er formúlan. Ok? Já. Má ég bara prjóna þetta? Já. Síðan gerðist eitthvað á mér og ég fór að efast. Og efinn kemur svona, þú sér greinina og þú byrjar að efast. Já. Og þá ferð að leita eftir lykilorðum. Já. Lykilorðunum sem að segja þér, það verður að selja mér trú. Já. Það er ekki verið að selja mér, sína mér mælingu, það verður að selja mér trú. Það er að selja þér trúna og það er í svo mörgu sem er verið að því. Það er verið að selja þér trúna. Já. Sko, þegar ég var 25 ára las ég bókina Saga tímans eftir Stephen Hawking og vá. Þú veist, ég var alveg upp til að trúa þessu. Hann er vísindamaðurinn, hann er með formúlunar og sjáðu, í hjólastólinn. Þú mátt ekki tala illa um hann. Nei. Bíddu nú hægur. Ég var aðdáandi þessara heimsmyndar. Big Bang og veist, ég elskaði að pæla í þessum hlutum. Lesa mig til. Síðan gerist það. Ég fer inn á vefsíðu Stephen Hawking. Ég las líka bókina sem hann gerði í 2010, 11 og 12 sem heitir hérna Kenningin um allt saman. Já. Það sem hann skrifaði með öðrum manni. Ég fór inn á vefsíðuna hans og fann lista af fyrirlestrum sem hann hefur haldið. Já. Og ég fór að les 2 þeirra. Og þeir voru fullir af talið þér. Áætla má. Já, ætla að talið þér. Stóð fullt af þessu. Gæti verið hugsanlega. Og ég horfði á þetta og ég sagði, hvert fóru 25 ár af ævi minni? Já. Men ég horfði dálitur á þessu rösi. Og ég vissi ekki neitt. Athugaðu annað. Í þessu sambandi, við megum ekki setja svona fram. Talið þér. Athugaðu þetta og þá er æft á okkur. Þá koma fullt af gólemum og segja, hvað eru fyrir þér í því? Já. Þú veist, við megum ekki setja þetta fram. Nei. Þetta er ekkert ósvipað eða, þú veist, hérna, ég hef talað um það eins og það er verið að segja okkur það að það sé verið að taka hinar og þessar reglur upp eftir Evrópusambandinu. Svo segir, hérna, heyri ég viðtal á einu stað þar sem er talað um að þetta sé 10–15%. Á öðrum stað er okkur sagt 80%. Ég fór inn á Alþingi fyrir 3 árum og taldi saman lög sem voru tekin upp beint frá Evrópusambandinu. En svo sá ég grein um daginn þar sem hann var viðtal, þar sem hann verið að fjöllum þetta, einhver sem sagði sum lög sem við erum með í dag, höfum við samið, en tekið inn reglugerða viðmið. Já. Þannig að þú sér kannski 100 lög sem eru beint tekin upp frá Brussel, en það eru kannski til önnur 100 lög sem eru samin hérna heima, en aðlöguð af Brussel. Já, en hvað... En er ekki sagt að séu, þú þarf bara að vita. En þá er bara spurningin það, af hverju kemur það ekki bara konkrét fram? Þetta er viðmiðunarlög sem eru samin með Brussel, miðað við þessi lög frá Brussel. Þessi lög eru tekinu upp miðað við þessi lög frá Brussel. Þetta er ekki sett í samhengi. Af hverju? Af því þá þú getur slísast til eins og þetta, að fara það að bera saman. Já, en svo er ég ekkert einu svona viss um að þetta sé einu svona samsæri sem slíkt, sko. Nei, ég er ekkert að... Ég held að líka frá fólki sem er að taka þátt í þessu er hægt að sjá þetta sjálf. Já. Eins og með Smart City, Agenda 21. Ég er ekkert viss um að fólki á Reykjavíkurborg sjáu að þetta er UN takeover. Nei, það finnst þetta bara fínt og flott, alveg eins og gerðist í pólitíkinni þegar það fekk nú það fína nafn, Staðardagskrá 21. Það fekk svona rosalega fínt nafn og ég veit að Smart City heitir eitthvað annað. Ég man bara ekki í augnablikinu hvað það heitir, þetta er eitthvað fínu nafni.
Auðvitað missir Fyrir rafræna borg. missir fólk sjónar á því hvað er, þú veist, bara hvað er orðið raunveruleikinn og hvað er... Já, og svo er líka annað sem ég náttúrulega verið svo mikið að velta mér upp úr er líka, sko, hver eru gildin? Það er að segja, hvaða gildi eru það hjá mér til dæmis sem valda því að ég fyrir uppreist gegn öllum þessum áhverju? Hvaða gildi eru það sem valda því að þeir sem sjá þessar sömu hluti en finnst það ekki skipta máli, eru bara sáttir við að sætta sig við að þetta gerist? Veist, það er fullt af fólki sem sér það sem við erum að tala en er alveg sama. Ég er svo mikið að velta því upp á mér, þú veist, hvaða grundvallar gildismat er þarna bakgrunn og hvaðan kemur það og hvað hefur áhrif á það? Alveg svo bara, ef ég má bara bæta einni setningu við. Ég var að vanda í morgun á íslensku. þar sem að ég bara viðurkenndi að í 10 ár þá var ég einn af þeim sem var til í að leggja niður íslenskuna, taka upp ensku og gangi Evrópubandalagið. Ég hugsaði þannig í 10 ár. Og ég skammast mér ekkert fyrir það. Nei. Ég lærði á því. Ég er búinn að fara 180 gráður, sko. Já, það er ekkert að því. En hvað veldur því til dæmis að, þú veist, eins og til dæmis, nú er ég kannski að tala við 10 manns, sem eru kannski að horfa á þetta vídeó eða eitthvað, og þeim finnst þetta bara allt í lagi. Þeim finnst þetta að geta 21 eða plastagnirnar, mikroagnirnar og þetta sem við erum að tala um, þetta er bara leiðilegt, þú veist, hvað er í sjónvarpinu? Það er ekki hlust á þetta, já. Ok, allt í lagi. Og skemmtir ykkur vel, þú veist, farið á ball, eitthvað. En hvað veldur því að það er einhverjir af þessum 10 manns sem fara að hugsa þetta og allt í einu hugsa, heyrðu, já, það er svolítið til í þessu, ég ætla að skoða þessa hluti, mér er ekki saman. Ég ætla að taka afstöðu. Já, ég veit ekki, átta mig ekki á því, ég hef oft spurt með þessari spurningar. Hvað er það sem veldur þess að maður fer að hugsa hlutina öðruvísi, efast svo marga, ég segi þetta, efast allt og trúi engu. Það er ekkert flókið þannig lagað. En ég átta mig ekki á því af hverju þetta er svona. Og ég vil taka undir eitt, sko. Þegar ég segi til dæmis, ef ég segi sömu orð og þú varst að segja, og ég get alveg tekið undir þau, ég efast allt og trúi engu. Ég geri það, þessi afstaða mín í það, ég efast allt og trúi engu, eru varnarviðbrögð. Því það var sá tími sem ég trúi og treysti. Ég trúi ekki að þetta ljúga svona stórt svona margt. Ég trúði því ekki. Nei. Ég trúði því að fólk væri upp til að hópa heiða. Já. Svo bara rak ég mig á það að það er bara stór hættulegt að gefa sér það. Var það að segja dangerous assumption, Lewis? Já, það er stór hættulegt. En með því að horfa svona á þetta, trúa eitthvað efast allt, þá ferð að horfa öðruvísi á hlutina. Og þú ferð inn í þessa gagnrýni. Þú ferð inn í að skoða hlutina á allt annan hátt. Má ég koma einn punkt? Svo ég er svona eirðarlaus að ég ætla að skipta það. Já. Og sko, nú veistu til þess áhuga minn á lögreglunni. Já. Morðhundunum og hraunbænum. Já. Og police brutality. Það kom upp hjá mér spooky hugsun í vikunni. Og ég hugsaði, hvernig ætla ég að höndla þetta? Ég er búinn að vera að ranta, mest á íslensku, en aðeins á ensku, police brutality á Íslandi. Lögregluofbeldi og það að hvernig valdstjórnin og sko heildarmafían leyfir lögregluofbeldi, hvernig borgarinn lætur setja borðdúk upp í sig og þeir bara, það er reyndar aðeins að breytast, sagði ég í vikunni, við getum talað um það við tækifæri, að ég er mest búinn að vera að ranta og ég þori að ranta gegn þessum kvikindum. Þessum ofbeldi sjúku vitleysingum í einkennisbúningi. Bíddu nú hægur. Hvað er mikið af umræðu í fjölmiðlum, fréttum í fjölmiðlum, einstöldsfjölmiðlum og umræðu meðal samsæringa police brutality sem er að blása það upp úr öllu samhengi, gagngert til þess að fá fólki svo okkur til þess að líta á lögregluna á ákveðinn hátt. Já. Hvað ef lögreglan upp til hópa víða lönd er að haga sér miklu betur en okkur og grunar?
Hvað er það miklu meiri heiðarleiki í þessum hópi heldur en okkur öðrum? Þetta er nefnilega það sem ég ætlaði að svara. Er búið að einhvern veginn spila á mig með þetta líka? Já, ég skal svara þessu. Og ég skal svara þessu á mjög einfaldan hátt. Og ég get ekkert sagt í randi vegna þess að þá er ég fann að randa gegn mér í fyrra. Já, Þú veist, sjáðu til. já. Ef þú tekur lögregluna sem dæmi, ég er þeirra trúar og hef verið þó að þetta sé þessi umræða sé svona að í yttur hópa er þetta gott fólk, að það vill vel. Já. Það hefur verið innan lögreglunnar alveg gríðarleg samstaða í gegnum árin og við tökum á málunum innanhús. Það má kalla þetta klíku, það má kalla þetta hvað sem er fyrir mér. En þeir taka á sínum málum. Þetta þolir fólk ekki. Og ég sagði það á sínum tíma að Sigríður Björk er send þarna inn til að splundra lögreglunni. Kom upp óeiningu. Þetta var síðasta vígið á Íslandi sem féllgang með samstöðu. Þú ert búinn að splundra öllum þjóðfélagshópum á Íslandi. Þú ert búinn að splundra lögreglunni og því miður. Karl Popper, Open Society, George Soros. Þú ert búinn að splundra þessu. Já. Ég er ekki, ég lít ekkert á George Soros sem illan bifur á honum. Þetta er alveg það sem við töluðum daginn. Ég meina, allt sem hann er að gera meira að minna fyrir opnum tjöldum. Já. Hann er ekkert að fela hvað hann er að gera. Hvað sagði ekki við daginn með fólk á skil í pólitíkina? Af því það kýs hana yfir sig. Nákvæmlega. Nei, ég sagði þér það og þú sagði mér þessu. Já, ok. En hvað gerist? Auðvitað ganga viðkomandi eins langt og þeir geta. Sjálfsögðu. Það er bara þannig, þetta er bara eðlis lögmálið. Það breytir því ekkert. En svo við höldum áfram með lögregluna, ég svona klára þetta, eða semst að því leyti að ég ætlaði þeim allt til besta. En þegar þeir komin þessi óeining, þú er búinn að splundra þessu, þá fer þetta í þennan farfi sam og gerist með, tökum þetta. Þetta er eins og með byltingu. Ég vil ekki byltingunum að ég viti hvað kemur út úr því. Já. Splundraðu henni, þá kemur einhver og mótar hann eitthvað ný. Tökum plastið. Okay. Það er með á móti og fólk sem þetta með að fyrir að gagnrýna þetta, eða gagnrýna margt annað, það bara getur lagst í hatramt á móti manni. Það er hatrum umræða lögregluna. Mjög neikvæð umræða. Já. Heldur þú að lögreglumaður vakni á morgni og ætli sér það að fara í einhver læti? Það er bara skipulagt, hann er bara svona. Nei, það er ekki svona. Hins vegar, þegar hann kemur inn í þetta neikvæða umhverfi sem er búið að gera í dag, þá fallast það með hendur. Þetta er bara að sagða þú þekkir þetta. Þú varst á Fiskistofu. Já. Þegar við komum þannig inn, þá bara, þú veist, þá er þetta bara spurningin að lifa af. Já, svo er líka bara, þú veist, þú getur ekki bjargað heiminum og þú getur ekki vitað alltaf hvenær þú átt að gera rétt og hvenær þú átt að gera rangt og hvernig þú átt að fara að því og þú veist, þú þarf líka að lifa í þessu samfélagi og þú hefur ekkert yfirsýn, þú getur, og þess vegna er ég líka að segja þetta. Ég er að segja, sko, hvað ef ég er að taka þátt þarna í ákveðinni samfélagsumræðu að því að láta spila með mig. Ég er svolítið að spá í það líka. Já, kanturinn á peningum. Þú veist, er ég að láta spila með mig með því að þetta er bara svipað eins og með Birnumálið auðvitað. Ég fór að bregðast við fréttunum og síðan var ég komin út í horn. Ég sagði hluti sem að ég hafði hugsað, sagði hluti sem að ég stend við, en ég var komin of langt. Ég var farin að segja hluti sem fólk var ekki tilbúið að heyra og ég sagði það líka með framsögnan máta sem að fólk er ekki tilbúið að sætta sig við. Ég var farin of langt í minni eigin sannfæringu að þú veist, ég væri að berjast við, þú veist, ég fór að upplifa mig þannig að allir þessi spuni væri gíraður að hluta til að spila með okkur sem erum að rýna í. Og þetta hafði mikil áhrif á mig þegar fólk snerist síðan fleimaði mig og ég sagt síðan, ég átti að skila þeirra fleimaður,
Ég átti ekki skilið ofbeldið sem ég með allt fyrir. Nei. Ég átti gagnrýnina skilið. Já. Það er mikill munur á þessu. Það er stór munur á því, sko. En ég hafði gott af gagnrýninni. En svo hún gjörbreytti því hvernig ég nálgast hlutin í dag. Já. Og þú veist, hvað er munurinn á? Þú getur ekki bara vaðið áfram og sagt þið eru öll fífl og fáiðar og Nei, þú getur það ekki, þú hefur heldur ekki rétt á því. Og maður verður líka að vera heiðarlegur, sko. Heyrðu, þarna, ég held að ég hafa haft rétt fyrir mér í því sem ég sagði, en ég fór algjörlega rangt í hvernig ég sagði það og tímasetningar hvenær ég sagði það. Já. Og ég biðst afsökunar á því, ég var ekki búinn að segja það. En þetta er líka það sem við erum að benda á, það þýðir ekkert fyrir okkur að fara einhverju offari. Þetta er sjálfsagt, sko, að benda á hlutina, sjálfsagt að ræða það. En það er bara svo oft sem að fólk tekur því óstinnt upp. Að þú tekur því þannig að Aðgát skal haft. Já. Og eins og var einhver, hérna, ég man nú ekki hver það var, sem sagði hérna, you can't handle the truth. Hvað er? Þú bara vaknaði hérna í fyrramálið og Veistu bara hvað eitthvað allt annar heimur. Veistu hvað þessi setning var frægust? Var ekki einhver í bíómynd? Hann sagði það hann í A Few Good Men, Jack Nicholson. Já. Með Tom Cruise. You can't handle the truth. You want the truth? You can't handle the truth. Akkurat. Ég hef oft hugsað þetta og þetta er eins og ég var að segja við einhverjum daginn þarna. Það er ekkert hægt að flassa sálinni. Nei, ég er alveg sammála því. Hvað kæri út úr þessu? Ég er alveg sammála því. Ég meina það heyrðist í kátu. Já. Hvað er fullir í þessu? Káta veit sem ég veit. Hún er einhver öflugasti þjóðfélagsverkfræðingur sem ég hef hitt. Spilar á alla sem halda á þessu krút. Og fljóta því. Þú varst bara einhverja sekundur frá því að taka hana í fangja á þig á hann. Hún hefði svoleiðis snúið þér í kringum skottið á sig. Já, ég fann líkt að þessu öllu. Það var á bakkarinu. Já, má ég. Ég ætla að skipta batteri. Ég skipta rafhlöð á græjunni. Hvar er? Snúin er örlítið. Snúði hérna á hann. Sneri henni. Svona, þetta er gott. Það verður að stilla kameruna. Er ég í mynd? Já. Þetta byrjist núna. Já, það er bróðulega skýrt. En mér langar að segja þetta gott með plastið. Ég veit að þú átt meira, eða var eitthvað fleira sem að... Nei, við skulum bara taka engin nákvæmir útreikningar liggja fyrir og líklegum kostnaði við að bæta séttjörnum við og fræðilega séð við gerð þessa minnisblaða var ekki mögulegt að komast að vel rökstuddri niðurstöðu það hvort síulausn eða setlausn væri fýsileg. Af hverju er það? Er það ekki til hans? Þannig líka verið að gefa ábendingu iðnað. Já. Fyrir Já. Hvernig rökstyður að þú þarft að búa til einhvern fyrirtæki. Já. Þetta er bara alveg eins og þú færð hugmynd af business. Já. Þú þarft að koma með businessplan. Þú þarft að finna markóp. Þú þarft að finna viðskiptaþörfina. Já. Og þetta gerir bjúrókratið. Já. Og þú er komið með businessplanið, þú er komið með viðskiptaþörfina og hvað eru peningarnir? Og þú þarft að selja. Hjá ríki og borg. Já. Úr skatt. Og bjúrókratið er nefnilega business líka. Já. Það er alveg hardcore business. Alveg. Ég er aðeins að gá að mynda þig og sjá rauðamerki sér. Jú. Nei, maður er farin að sjá það alltaf betur og betur að bjúrókratið er orðin svona veröld sem snýst sjálfa sig. Já. Og það síast ákveðnar manngerðir þar inn. Já. Og röng manngerð sem álpast þar inn, henni er ýtt út, mjakað út aftur. Já. Ef hún fer ekki sjálf. Já. Hún oftar er það þannig að hún fer sjálf. Manngerðin fer út sjálf. Og smátt þjálfast almenningur, bara eins og þegar vorum að fjalla þetta með stofnun félaga, almenningsfélaga, veiðifélaga og saumaklúbba og svona, sem ég er búinn að gera leynivídeóum. Já. Leynivídeóum? Það er fyrir leynifélagið. Það
Sko, við erum búin að reyna okkur á að sko bjókratið er farið að taka ákvarðanir hvernig það framkvæmir hluti utan við lög og reglugerðir, jafnvel viðurkennir það, en er orðið vant í að geta gert það því að hinn almenni maður sem leitar til þeirra er svo vanur að kyngja fullyrðingum yfirvaldsins. Þegar þú kemur með pappírinn og allar að fá stimpilið undirskriftina eða skráninguna eða þarft að borga gjald, þá leið og embættismaðurinn eða hinn opinberi starfsmaður sem er þá fulltrúi embættismannsins. Því í rauninni er forstjóri stofnunarinnar embættismaður. Að starfsmaður embættisins, hann segir, nei, þú ættir að gera þetta svona. Já. Eins og þú einn, þó að þú myndir mótmæla, eða þó að þú myndir skrifa lesendabréf, þá breytir það engum hvernig báknið. Nei. Báknið er bara, nei, þú ættir bara að gera þetta svona. Við endurskoðum ekki það sem heitir okkar starfsreglur eða verklagsreglur. Og svo lenda þeir í því, eins og ég var að fjalla hann í leynivídeónu, að þú kannt stofnanamálið og þú svarar þeim með þeirra eigin tungumáli og vísar sjálfur lög, reglur og annað eða skortin á því að þeir eru í vandræðum með að svara. Og hvað gera þeir þar? Þá tefja þeir. Þá verður það að tefja, sko. En þeir vita, og vegna þess að þeir vita að flestir hafa ekki þolinmæði í tafsið. Ég enda sérðu líka hvað hafa margir gefist upp þegar það byrja að reka eitthvað erindi. Hvað eru margir sem hafa gefist upp? Bara, ég nenni þessu ekki. Þú þarft að velja þér orðröstur, eins og til dæmis þarna eru við þarna að tala eina orðröstu þar sem okkur í drullu samankánt einhver langan tíma. En ef þú ætlar að fara inn í þessa orðröstu, þá verður þú þarft að velja þér orðröstunar. Og þú verður að gefa þér það að þetta tekur tíma. Þú gerir þetta ekki bara með einu-tveimur bréfum. Og því meiri niðurstöðu eða því betur sem þú rökstuður því betur sem þú lestir til og því betur þá færðu þér betri niðurstöðu. Gerðu samt eitt fyrir mig. Var átti þess að áróðusplastið. Já. Hvað segir síðasta efnisgreinin í skýrslunni? Hvað segir síðasta paragrafið? Enginn les síðasta paragrafið. Nei. Það er eins þannig með fréttir. Enginn les næsta paragrafið í fréttum. Mér langar að vita hvað næsta paragrafið segir þannig. Hvaða lausn sem verður fyrir valinu er ástæða til að undirstrika að leið og tekst að hreinsa yfirgnæfandi hluta af öllu plasti úr fráveitunni er líka búið að koma að mestu í veg fyrir losun ýmissa mengandi efna út í viðtakandann, það er sjórinn, svo sem ég veit ekki hvað það er, eldvallarefni, tiltekinna lyfja og svo framvegis. En efni af þessu tagi hafa tilhneigingu til að loða við plastið. Það var þess verið að lesa þetta? Já. Þetta við setjum bara slóðinni nót að fólk verður bara að Fólk hefur engan áhuga á þessu, blessaðu verður. Þetta var bara uppfyllingarefni svo áður við förum að tala um eitthvað mikilvægt. Þetta var bara svo reyka gargúlinn frá. Farið. Létt sko. Já. En hérna erum við búin að taka á eins og þetta með plastið, örplastið, mengun. Já. En við erum aðeins að byrja að tala um skjalavaldi og embættisfólki. Já. Það er náttúrulega hlutur sem að, ég verði að horfa á Yes Minister. Já. Og veistu, þeir sá mig Yes Minister fyrst á 9. áratugnum. Þá var það fyndið. Já. Svo horfði ég á Yes Minister fyrir einhverjum 3-4 árum og þá var hluta til fyndið. Svo niðurhalaði ég Yes Minister um daginn og fór að horfa á það. Já. Og þetta eru hálftíma þættir, ég horfði oft 2 í einu og ég fór að taka eftir því. Ég var ógeðslega þunglindur þegar ég fór að sofa þessi kvöld. Vegna þess að Sir Humphrey Appleby, fulltrúi embættismannanna, hann er svo nákvæmlega eins og þetta að það bara var ekkert fyndið og stjórnmálamaðurinn var þessi skoppara kringla í skoðunum, hugsunum og niðurstöðum eins og þeir eru. Ég bara sá ekki lengur neitt fyndið við þetta. Þetta var bara
þetta var bara þunglyndislega alls sko. Enda sérðu það skiptir ekki, við erum búin að sjá það skiptir ekki máli hvaða fólk eða hverjir fara inn á þing, hverjir fara í sveitarstjórnar. Þetta heldur alltaf sama áfram. Af hverju það? Af því það batterið á bakvið. Eða hugarfar. Já, það getur verið hugarfari líka. Sjáðu brandarinn Bismarck. Bismarck talinn hafa verið einhver mesti stjórnmálamaður sem Evrópa hefur á. Já. Og ég tók mig tíma aðeins að setja mig inn í hann í fyrra, því maður hefur bara heyrt þessa fullyrðingu sko. Já. Og ég setti mig aðeins inn í nokkra fyrirlestra hann og ég á eftir að finna mér gott lesefni hann. Já. Og ég fann svona bæði plús og mínus og mér langar og það nógu mikið til að sko vekja mig til forvitni Bismarck. Já. Það alveg engin vafi á því að gaurinn kallinn var snillingur. En líka mjög flókinn og mjög erfiður. En hann sagði, sko, eftir honum var komið frá völdum, einhvern tímann, ég man ekki alveg hvernig það var, en það var ekkert löngu fyrir aldamót, þá sagði kallinn í einhverju samtali, ég ekki búinn að finna nógu mikið það efni, en hann sagði, fyrst að þeim tókst að koma mér frá, þá verður heimsstyrjöld innan 20 ára. Það reyndist 25 ár. Og mér langar að vita á hvað hann sagði það. Hvað kallinn var að vinna með sem að var orðið það hættulegt að það varð að koma honum frá af því hann ógnaði einhverju plani. Sko. Við erum náttúrulega svo sem að skilur dansa í kringum þetta, við erum átt okkur á svo mörgu sem að passa ekki saman. Það er líka ekki svo spennandi. Ég ótt að kalla á ensku sín að sjá yfir, nei ég talaði þetta á íslensku líka, sjá yfir blindhæðina. Já. Og fyrir blindbeyjuna sem ég handaði hana. Já. Það var talað þetta varðandi kallinn hérna sem skrifaði Inside the Third Reich hérna, sem ég gleym alltaf nafninu á hann hérna frímúrari. Nei, hérna sem var efnahagsmálaráðherrann eða skipulagsmálaráðherrann, þarna arkitektinn. Hvað hét hann aftur? Sem að var hlíft við að vera hengdur. Satt í fangelsi 20 ári í staðinn. Já. Nafnið kemur, en hann var þekktur fyrir að sjá fyrir horn. Já. Hann var þekktur fyrir það í gegnum sinn feril að sjá fyrir horn. Já. Og mér finnst þetta svolítið heillandi pæling. Já. Hvað vissi Bismarck sem olli því að hann gat séð 20 ár fram í tímann? Hvað, þú veist, það koma fyrir svona gaurar í sögunni, sumum hefur ýtt til hliðar. Sjáum gaurar eins og Churchill og Roosevelt. Já. Þeim var ekki ýtt til hliðar. Nei. Þeim var gefin veldisbroti. Já. Og þeir sáu fram í tímann. Af einhverju leyti, sko. Er það þá ekki að hluta til að Hitler sá fram í tímann. Já. Að þeir, sko, ok, verið með okkur, eins og með Bismarck, að það hefði ekki verið hægt að hemja, skilur. Já. Það er hluta af þessu líka, þú mátt vera með í liðinu eða behave. Já. Þetta er eitt af orður sem ég finnst mjög góð, sko. Þetta behave. Og ég held að við séum báðir þannig að við getum aldrei behave. Við erum báðir búin að fatta, hefur mig langar að sjá yfir blindhæðina, mig langar að sjá fyrir blindhæðina, en alveg eins og við töluðum þarna með ákveðið mynstur sem við töluðum áður en við ýttum á play, á record. Já. Það eru ákveðnir hlutir sem ég vil ekki tala because I want to behave. Já. Ég vil vita, þú veist, ég lofa því þegar ég fatta ákveðnir hluti, ég segi ekki frá þeim, vegna þess að mér finnst svo gaman að reyna að fatta. Já. Mér finnst svo gaman að fá að vera út í horni með það. Ég hef engan áhuga á þessum populisma. Nei. Ég hef ekki áhuga á þjóðfélagsverkfræðinni, en ég hef gaman af að fatta þetta. Já, og það er nefnilega það sem er það skemmtilega við það og margt af því sem sko, við erum að fjalla, það er enn og margt meira sem við komum aldrei til með að tala Af því að það er bara, þú veist, það er þetta behave. Það er bara ákveðin virðing fyrir því. Já, og líka það við erum búin að átta okkur á því að það er bara takmarkað sem fólk sem er að horfa á svona efni svo okkar. Já. Við sjáum að 99% af fólki hefur engan áhuga á því sem við erum að gera. Nei. En við sjáum að af þessum 1% sem hefur áhuga, að það nær ekki yfirsýn nema takmarkað.
Ég er ekki að tala, gera lítið úr neinu. Það fólk bara ákveðna þjálfun. Já, og fólk þarf líka að vinna þetta sjálf. Og svo þarf líka ákveðna tilfinningar sinna, ákveðna yfirhug. Þetta er bara stiginn. Þú verður bara að vinna þig upp ákveðið. Og við getum ekkert sett einhverja kenningu fram með eitthvað. Fyrir fólk sem það ætti að klippa á. Fólk verður bara að vinna sig upp í það. Já, og læra að vinna ákveðna heimavinnu. Já, þetta byggist allt á heimavinnu. Og veist þú, já. Það er sem sagt hvort að heimavinnan er í lestri á greinum, hvort hún er í einhverju lestri á einhverjum fræðigreinum eða fylgjast með umræðu. Þetta er allt heimavinna. Þú getur ekki farið inn í þetta öðruvísi. Þú verður alltaf að vinna þína heimavinnu. Og svo líka kemur þessi punktur, sko, ég man þessa tíð, þú veist, sko, fyrir svona 5 árum, þú veist, bara 2012, 5 árum, vá, það var ekki æð. Já. Þá var þetta tilfinningamál. Þá bara, fólk verður að sjá þetta, fólk verður að skilja þetta, og okkur fattar ekki fólk svo þetta, og okkur, og þú veist þessu styrnum, maður var svo tilfinningasamur yfirsögn. Núna er maður búinn að fatta, það er ákveðin hópur sem þarf bara kastljós. Leyfðu þeim að vera í kastljósi. Já. Þannig er ákveðin hópur sem vill chemtrails. Leyfðu þeim að elta chemtrails. Já. En þú þarft að tala um chemtrails til þess að fá þennan litla hóp þarna sem fattar að fyrir ofan chemtrails eru klingonar. Ok. Þetta með klingonar, þetta er alveg þetta, sko. Já, það er. Ég held að þú sett einu maður í heiminum sem sé húmorinn í þessu. Mér finnst þetta alveg brilljant, sko. Já, ok. Það er að fela klingonarna. Og þá kemur djöfusins útópískt rugl í þessum gæjum. Þetta er bara skemmtilegt. Mér fannst svo gaman að gera þessa þeoríu og ég segi, nú hljóta allir samsæringar að dæja þessi mega brandara. Það er fullt af svona. Gargoyles. Þetta er, þú veist, þetta er bara... Ég fekk komment í morgun á ennstu vídeó. What do you mean by gargoyles? Can I find something out about it? Fyrstu viðbröðin sem ég fæ á þetta. Þetta er bara uppgötun áratuga eins. Nei, förum bara að horfa á bíómynd. Þú veist, ég er ekki að gera lítið á neinum, en þú veist, það er þessi dáleiðsla er svo, þú veist, ég er ekki laus frá henni sjálfur. Nei. Þú veist, er ég dáleitur varðandi umræðan lagguna, þú veist? Já, sko, ef við værum lausir við það og eins og ég svo oft sagt, sko, að ef við værum lausir við það... Axel trúir ennþá á Bilderberg. Þetta voru bara sagt fyrir Axel. Já. Ef hann skildi orða. Þú veist, hvað ef þeir eru bara að hittast þarna í kaffi? Þú veist, í dag þá, Bilderberg, já, heyrðu, þetta æsir líðinu upp, fínt, förum að hittast þarna, gera nógu mikið auðvitað, skilur. Við hittumst bara einhvers þar annars staðar. Hvað er auðvelt bara? Já, þetta fólk er endalaust að hittast á hinum að þessum fundum, sko. Já, sjáðu bara eins og með, hérna, ég sá þátt í sjónvarpinu hérna á 2 held ég, heitst þú hérna með ríkasta fólkið í heimi. Að það var tekið sem dæmi einn og þá var hann 1-10 milljónum á dag og þá tækja hann 300 ára að eyða auðnum. En þetta fólk, sko, er orðið svo upptekið af því að tapa og allir ætla að stela af, skilurðu, að það byggði þessi skýjagljúf, það sem að íbúðirnar kosta sko skriljónir. En það safnast það saman á að flestir er að eiga íbúð þarna og það hittist þetta fólk. Þetta fólk hittist ekki. Nei, bara Bilderberg. Já, það eru giftingaveislur og skírnaveislur og kokteilboð og opnunarpartí og alls konar dót. Hvað eru bestu spjöllin heimsmálin? Veistu hvað þau fara fram? Þau eru líklegast í kynlífspartíum, sko. Nei, á flugvöll. Þegar þú hittir, sko, hittir einhvern sem þú hefur ekki séð lengi. VIP lounge og svona. Já, og ekki bara þar heldur líka meðal almennings. Þú veist, þetta er bara þrepaskipt og VIP lounge er rætt ýmis mál, skilurðu. Það gerist það sama niðri. Þú hittir kannski einhvern á flugvöllinu og það er umræðan
Ég veist ég snildar punktur þetta. Umræða, hún bara misjafn. Hérna er Keflavíkurflugvöllur. Já. Það er flugvél að koma frá New York. Já. Hún millilendir hér Já. í tengiflugi. Það er einhver gaur sem labbar út á flugvöllinu og hann þarf að fara, hvort sem hann fer í VIP-láns eða eitthvað annað. Hann fær tengiflug hérðan til Frankfurt eða eitthvað. Sem að fer eftir 2-3 tíma. Já, og hann hittir einhvern... Á sama tíma er gaur að koma frá Glasgow og millilenda á Íslandi og hann er á leiðinni til Miami. Akkurat. Og það er kannski þriðja gaurinn sem er að koma, ég sá daginn flugvél á Íslandi. Ég keyrði fram í flugvélum og ég sá flugvél í flottum litum og hún hét AirAsia.com. Og ég sagði, já, þetta er svona alveg eins og CIA-flugfélagið hérna, Air America hérna á dögum Víetnamstríðsins. Svo ég fór og googlaði og ég fann hvergi neinar, þú veist, þetta flugfélag er bara í áætlunarflugum um Asíu. Svo hvaðan kom þessi flugvél til Íslands? Og veist, það eru 3 aðilar sem hittust, fengu 2 tíma fund, en það er hvergi skráð að þeir hafi farið til Íslands. Það er nefnilega málið. Það er skráð að þessi fór til Glasgow til Miami, þessi fór frá New York til Frankfurt. Spread the news. Tengið það. Hvað er oft búið að tala að Keflavík Airport gegni einhverju hlutverki? Já. Sumir hafa verið að tala human trafficking. Ég hef ekki fundið neitt sem bendir til þess. Ég hef heldur ekki fundið neitt sem gerir lítið úr því. Þetta er bara svona open point fyrir mig, sem ég fylgist með. Ég veit að Danish Hanseatic League tekur þátt í human trafficking. Ég er búinn að finna það út. Og það er til ákveðin svona tegund af undocumented aliens. Fólk sem er í alls konar jobbum. Ég er ekki að tala gaur sem kemur frá Pólandi til þess að smíða eitt sumar burðarvirki í ykkur nýbyggingu á Íslandi. Ég er að tala fólk sem er með ákveðna menntun, sem er ráðið til kannski 2 ára í gegnum verktakafyrirtæki. Bara eins og þegar þú varst þarna, hvað varst þú að gera á Grænlandi? Þú varst launþegi á einhverju fyrirtæki sem er að senda fólk á einhverja staði. Það er undocumented alien í því landi, í ákveðnu verkefni. Þetta er human trafficking, þetta er ekki þrælahald. Þú veist, þú þarf góð laun fyrir að taka þátt í verkefni, það er fullt af svona eitthvað. Já, veistu hvernig ég fattaði þetta? Þegar fólk er að hittast og þú er kannski að leita þér að hvað er vinnalaus og annað, það er mestu upplýsingarnar á flugvöllum. Þú hittir aðila sem er á svipuðu leveli og þú, svipuðum geira. Hvað segir Árni minn? Eða Gunni minn? Eða Sigga mín? Eða hvernig er markaðurinn? Þið takið spjall á barnum, 1 bjór, 2 tíma samtal. Já, ok, landslagið er svona. Þetta gera allir. Bara eins og þegar við erum að hittast og ræða samsælinn. Já. Þú veist, við erum að rýna við erum ekkert að fletta upp einhverju Bilderberg samsæli, við erum að rýna í hugsunarhátt. Já, við erum nefnilega að því og þetta er okkar flugvöll. Akkurat. Og hvað er betra eða mörguleiti, ef þú ferðast mikið, hvað er oft sem þú kemur með vísbendingar eða fréttir úr flugvöllum? Það er bara mjög oft sem að það gerist. Og það er alveg sama sjálfur sér hvar þú ert í stíðanum. Það skiptir engu máli, þú bara það er almenni, hann er bara hérna neðar, svo forstjórinn er hérna einhvers staðar, peningamörinn er hérna. Maður sá þetta bara í bókunum en á Agathu Christie, hvað var ofta því, þú veist, ég var að leika mér á þeirri samsæliskenningu í fyrra og ég er svona ekkert hættur með þá pælingu, hún er bara svona, þetta er bara svona hugmynd sem vaknaði hjá mér í fyrra. Ég veit að þetta er svona svolítið, virkar kannski svolítið fjarlægt. En ég hef gaman af því þegar einhver fjarlægir hluti sýna mér yfir blindhæðina. Ég var að skoða Arthur Conan Doyle þegar hann var að semja Sherlock Holmes. Svo fór ég að skoða Agathu Christie þegar hún var að skrifa Hercule Poirot mynd. Það var alveg eins og þau komu hvert á fætur öðru. Hann var að gera vinni á hvern tíma, svo hættir hann, þá tekur hún við, svo hættir hún og á sama tíma byrjar Colin Dexter sem skrifaði Inspektor Morse. Og hvoru tveggja náttúrulega sögur sem ég fíla. Ég hef gaman af Hercule Poirot, Sherlock Holmes og Inspektor Morse.
Svo ég fór aðeins að rýna í býtu, hvað ef þessir 3 höfundar voru að segja mér hluti sem þau gátu ekki sagt öðruvísi. Já. Og þar til dæmis kemur eins og þegar Þórdís kom í fyrra með þá tilgátu The Mousetrap Theory. Já. Og það tók mér svolítið tíma síðan að finna til þess að Agatha Christie talaði The Mousetrap. Vinsalasta leikrit í heiminum The Mousetrap. Já, ok. Það ennþá verið að sýna The Mousetrap, það búið að sýna það í 60 ár, 50 ár. Það er sýnt á hverju ári í London, The Mousetrap. En hún talaði líka þetta í bók sem heitir The Hickory Dock. Þar kom hún líka inn í. Og ég sagði, býtu, hvað er verið að tala hérna? Og svo rakst ég á í bíómynd svona con artists. Já. Þar var útskýrt hugtakið Mousetrap. Mousetrap ef þú ert einhver sem ég ætla að spila á. Já. En þú veist að ég er con artist. Já. Þú trúir engu og efast allt. Já. Þannig að þú veist að ég mun spila með þig. Já. Nema ég veit að þú veist að ég mun spila með þig. Já. Svo ég fæ annan con artist til að spila með þig. En sá con artist, þú gæti verið á varðbergi gegn honum. Já. Svo ég má ekki sýna að ég sé að spila á hann eða hana. Nei. En þá ertu farin að efast okkur bæði. Já. Já. Svo lykillinn af því að hinn con-artistinn geti spilað með þig að sá con-artist veit ekki að ég er að spila á hann. Já. Ég er ekki að spila á þig. Nei. Ég er að spila á con-artistinn til þess að spila á þig. Já. Þannig að hvorugur sjái að ég er að spila á það. Hann er The Mousetrap. Hann er The Mousetrap. Já. Já, ok. En þegar þú segir það, sjáðu hvað er margt sem að má heimfæra þetta á. Það eru margir hlutir í okkar Þriðja hliðin á hverju. Já. Ragnar, ég fór að benda á þriðju hliðina í djúpkröfunum hjá Axel. Já. Svo fórum við að tala þetta. Við talaðum þetta í alls konar módelum. Já. Ég veit ekki hvort Axel er farin að vinna með þetta, en ég veit að ég og þú erum lengi búin að vinna með þetta. Það er enginn í öllum heiminum að vinna með þetta. Sem ég veit, svo ég veit. Nei. Já, við skulum segja það frá. Já, sem ég svo ég veit. Já, bara fólk er ekkert að fara með þetta framhaldi. Þú veist, þetta er eins og með uppfinninguna. Það eru, ég sagti mig fyrir það fyrir mörgum ára síðan, sko, að ef þú ert að hugsa eitthvað, eða það er með einhverja pælingu, þá eru minnst að kosti 10 annars staðar í heiminu líka að hugsa þetta. Það er bara alheims vitandi. Spurningin er oft á tíðum, bara hver er fyrstur fram, fyrstur að ringa lífið eða whatsoever. Þá er það bara svoleiðis. Og það sem við erum ofta að pæla í, það er fjöldinn allra fólki sem er að pæla í þessu. En það fer ekki fram með það. Það hefur það bara fyrir sig. Fullt af fólki líka bara þannig. Það er bara fullt af fólki búin að læra þannig að heimurinn virkar þannig að þegar þú fattar nytsama þekkingu, þá geymir hana hjá sjálfum þér, vegna þess að þú veist að heimurinn er uppfullur af rándýrum og þú þarft að passa sjálfum þig og þína fjölskyldu. Það er nefnilega smá begla í þessu sem að ég bent á í mörg ár. Og ég hef alltaf verið á móti einkaleyfinu. Einkaleyfinu. Já. Ég hef alltaf verið á móti. Við komum inn á þetta síðast líka. Já. Að þetta, ef þú snýrð þessu við, hendur þessu bara út og það njóta þess allir. Sjáðu breytinguna sem við þið. Nei, ég sé það ekki. Nei. Ég vil heyra því útskýra það. Já, ég bara sé mínu útgáfu. Já, en sko, þá er ekki þessi hanaslagur, þetta hanat og svo kemur það fram og ég áttu þetta, þú veist, þetta er mitt. Bara njóttu. Já. Þetta er ekki flókið. Já, mér finnst það sko, ég finnst það sko, ég held að við séum á sömu línu, sko. Mín persónulega skoðun er, ef þú ert að nota hugmynd sem þú heyrðir frá öðrum, gefðu honum, þú veist, viðurkenndu það. Já. Ég sé oft fólk er að nota hugmyndir. Ég hef séð á síðustu 5 árum 4 til 5 tilfelli að fólk er að nota hugmyndir sem að ég, þú veist, var að vinna mikið með sem hugmyndir. Já. Sem að ég sé bara á mynstirinu eru komnar frá mér. Já. Að
hvort sem það er gegnum fyrsta, annan eða þriðja aðila, að ég var að vinna með hugmyndir sem fóru áfram. Fólk sem er eins og að láta eins og það hafi sjálft verið með hugmyndir. Fólk sem að, hvernig veistu það? Þetta er minnstur. Er það minnstur í þessari plötu? Þetta er mann sem heitir plata, það er svo minnstur í þetta. Þegar þú horfir á mann sem ekki fær hugmyndir, þá sér það ákveðið minnstur. Þegar þú ert maður sem ert vanur að fá hugmyndir, þá sér það ákveðið minnstur. Þegar þú sér einhvern gaur, allt í að fá hugmynd sem er svo gjörsamlega út úr kú meðan við hans minnstur, þá veistu að þetta er ekki hans hugmynd. Já, það er nefnilega það sem er sko. Þegar þú farið ekki sér að hún er léleg eftirlíking af hugmynd sem var betri, þá sérðu það líka. Þá sérðu það líka. Þú sérðu hann fékk góða hugmynd, en af því hann hefur ekki hugmynd að fljóta til að þróa. Já, hann hefur ekki, vitir ekki meira í góð gaf. Og það er allt í lagi. Ég horfi bara, þegar ég sé svona, já, heyrðu, þetta er hugmynd sem að, veitu hvernig vinnur þessi? Já, heyrðu, þetta er svo greinilega hugmynd sem er ekki hans. Já. Og þá fer ég að gái, þekkir þessi gaur eitthvað sem þekkir mig? Já. Sem heyrði mig tala hugmynd og sagði frá henni. Já. Mér finnst það bara fínt. Já, mér finnst það bara cool. Já, mér finnst það líka. Ok, þetta kemur fram, þetta nýtir sjóðu til, þó það sé kannski ekki alveg upp á það besta. Mér dröfnir saman. Já, en það gerir bara ekki til. Þetta er skref í þá átt að gera allt betra. Mér finnst það líka bara viðurkenning. Þegar ég sé hérna var ég með hugmynd, sem var ógeðslega gaman að pæla í 2013. Og ég var mikið að pæla inn í svolítinn tíma. Síðan kom tími þess að ég misti áhugann á henni. Ég sneri mér öðrum hugmyndum. Hugmyndin mín fór floti eitthvað staðar og það er einhver að nota hana núna. Hann er búið til business úr því. Mér finnst það cool. Það sýnir mér að hugmyndin var þess virði. Hún var þess virði. Það vottar við hugmyndina. Hérna inni, þá. Já. Yes. Ég er ekki að biðja um royalties fyrir hugmynd. Nei. En það náttúrulega ekki að, það gerir einkaleyfi og hugmynd, skilur. Mér finnst einkaleyfi og hugmynd vera fána. En það sjáum við bara, ef þú ferð með eitthvað. Ég erfði, ég er þetta með skjal upp á það, að ég er erfingi mannsins sem fekk hugmyndina hjólinu, þú ert með hvað mörg hjól undir bílnum þér. Já. Betale, bete. Já. En sko það kemur líka því að svo margar af þeim hugmyndum sem fara inn í einkaleyfi, það er flóstamt. Það verður ekkert úr. Ég hefði bara endað þar. Já, enda í skúffu eða einhver kaup. Sumar þeir eru líka til að koma með fyrir að þeir fara á flót. Já, þetta er síðan einkaleyfið. Vassvélina. Já, hún er SÍA, einkaleyfi systemið er SÍA. Document authority. Já, akkúrat. Það er nefnilega það sem er og svo er sagt við þig, þú kemur fram með hugmyndina, nei, eru þessi komið fram. Svo sér það tveimur á það seinna. Já. Þetta er mjög mörg dæmi þetta. Já, og í annarri útgáfu. Hann í eitthvað pínulítið breytt, hún er kannski öðruvísi litin eða eitthvað. Já, hún er ekki samkvæmt það þínu dokumenti. Já. Dokument og hvað er fyrsta sem að þú spyrðir með og ætlar að fara fram með einhverja hugmynd sem að þú færð? Ætlar að fara fram með hann að fá einhverju til að hjálpa. Ertu búinn að sækja um einkaleyfi? Það er það. Já, hvað er það? Þetta er, ef þú ert ekki búinn að því, nei, tökum ekki þátt í þessu. Við komum alltaf af handhöfum skjalsins. Já, það er alveg sama hvað okkur pinnir, eða ekki, það er svona mjög mörgum stöðum. Eignarréttur á landi. Já. Við endum svo oft á pappírinn. Skjalvaldið. Já. En þetta er sko, ok, við erum búin að skoða hellinga þessu. I invented that. Já. Þetta er einkaleyfi fyrir því. Ég var bara að dokumenta. Sjáðu til að þetta er svo mikið, sko, þó að við séum búin að skoða royalties. Já, royalties. Þó að við séum búin að skoða mikið af þessu, spáum mikið af þessu, þá sjáum við þetta ekki alltaf. Nei, Jesús minna. Það er þess að ég var að segja á það. Ég hef engan áhuga á að stoppa hérna eins og, þú veist, Alex Jones, the globalists are going to kill us, they're poisoning us, they're culling the population, eða David Icke, the Queen is a reptile, it's the Rothschild conspiracy of the Queen is a reptile, eða whatever. Vera svona
Þú veist, eins og hani og hann á litlu priki í 20 ár. Hver nennir því? Fullt af ekki nennir því. Það er bara svona, já, þú hefur ekki meir ímyndunaraflið það. Nei. Já, en gaman með þér. Ertu með skjal upp á það? Ég ertu með skjal upp á það. Þau eru pappír. Og býttu við. Sjáðu djókið. Íslandsklukkan. Öll bókin sem allir umskiptingar og láttir lesa í skóla. Hún snýst þetta. Sigurður föður. Ertu með skjal upp á það? Já. Ég á að brjóta þessa klukku, ég er með skjal upp á það. Já, með skjal upp á það. Halldór Laxness bara skrifaði farsa þetta. Og fyrir hvað var Jón Hreggviðsson dæmdur? Fyrir að líkum lætur að... Já, sjáðu bara að þú tekur söguna á... Bíddu, má ég bæta einu við? Því ég nefnilega komst að daginn sem ég vissi ekki. Ég var að lesa ykkur á blaðagreif. HB Granda á Akranes og það var vitnað í sögu á Akranes sem var nú umdeild fyrir nokkrum árum. Þar kemur í ljós á dögum Jóns Hreggviðssonar. Nei, býttu. Ég gæti fyrir rangt með það. En á dögum Brynjólfs biskups. Brynjólfur biskup. Allir horfa hérna, já, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, já, Daði, já. Og á sama tíma var Hallgrímur Pétursson sem bjó í Akranes sýslu og orti í þessa fallegu Passíusálma. Hver var stærsti útgerðarmaður aldarinnar á þeim tíma? Brynjólfur biskup. Hann var með útgerð á Akranes, stóra. Hann átti HB Granda þess tíma. Ég hafði ekki hugmynd við það. Diversion til sex. Akkúrat. Já, nei, þetta snerist Daða og Ragnheiði Brynjólfsdóttur. Hann var landeigandi í Borgarfirði. Þegar Ragnheiður Jónsdóttir, konan hans, var orðin óþekk við húsbónda sinn, þá skipti hann vatnsenda í Skorvaldar í tvennt, bjó til jörðina Grund og sendi Ragnheiði eiginkonu sína þangað af heilsufarsástæðum. Hann var svo góður maður. Já. Þetta er búið að vera svona vinsælt svona lengi af heilsufarsástæðum. Ég segi það stundum að hérna, já, maður getur, ég á þessi orð ekki, en hérna, já, maður getur nú talið í sig einhvern krankleika en maður ætlar ekki að fara eitthvað. Þetta segi það af heilsufarsástæðum. Ég er náttúrulega veikur maður, þess vegna er ég að gera öll þessi vídeó. Ef þú hefur eitthvað um það að segja, þá er það bara hatursorðræða. Hvað finnst þér um þetta orð? Það gera lítið veiku fólki. Þetta pirrar mig svolítið, þetta orð að ræða. Ég veit ekki af hverju það en mér finnst þetta... Þetta er ekki íslenska. Nei, en mér finnst þetta alveg afspyrnuleiðilegt orð. Ég vil leiðrétta það sem ég sagði. Þetta er íslenska. Þetta er ekki notað í íslensku samhengi. Nei. Orðræða er sama á enska orðið diskors. Já, það bara, þú veist, þetta er, mér finnst þetta snúið, þetta er einhvern veginn afbakað, fólk felur sig á bak við þetta. Já. Og það er það sem að mér finnst, það er það sem að pirra mig, það er að fólk getur falið sig á bak við eitthvað orð. Hversuna, af hverju segir það? Ég meina, sko, þú ert að meina þetta í samhenginu við hatursorðræðu? Nei, ekkert endilega hana, þú veist, það er þessi orðræða, það er hin orðræðan, þú veist, það er hatursorðræða, það er orðræðan á þingi, það er orðræðan í blöðunum, það er, þú veist, já, þetta er svo stór brynja. Já, ég sé þetta ekki þannig. Nei. Sko, ég nota þetta orð mikið. Já. Ég byrjaði að nota þetta svipað leyti og þegar ég fór í djúpkáfunum með Axel. Já. Sko, þegar ég byrjaði í djúpkáfunum, þá var ég náttúrulega búinn að gera bækurnar mínar, búinn að gera fullt af bloggareinum, ég var að gera fullt af hlutum. En ég var búinn að gera örfá vídeó á YouTube á íslensku og þau voru ekki að gera sig. Ég gerði ákveðna tilraunir með það.
þau voru ekki að gera sig og ég var stundum að henda þeim út, stundum að endurklippa, stundum að setja inn aftur og ég vissi ekkert hvað ég ætlaði að gera við þetta. Ég var búinn að sjá að ég var eitthvað að gera sem að féll ekki í kramið í fólki og ég var svona aðeins að finna og býta skiptir máli hvernig ég nálgast það og svona. Og svo var ég þarna haustið 2014 þegar ég byrjaði að þræta við Axel í dúkkuðunum. Þá var ég búinn að gera 22 eða 3 vídeó á ensku sem voru hljóðupptökur sem ég hafði síðan sko bara skeytt ljósmyndum inn í. Og ég hafði gert þessar upptökur, ég ætlaði ekki að gera meir. Ég ætlaði bara að hafa þessi ensku vídeó þar sem ég útskýrði sko trúarheimspekina mína. Og ég ætlaði svo að geta spá meira það. Svo var ég búinn að leika mér þarna með ferlins ákvaða vilja og endurist þjóðveldis, þessar myndklippur. Þar sem ég var svona stóð í eldhúsinu og hélt svona 5 mínútna ræðu sko. Og ég hafði ógeðslega gaman að búa þetta til. Síðan gerist eitthvað innan í mér. Og ég fór að ranta eins og ég ger í dag. Og ég fæ ógeðslega mikið út úr því. Og svo fór ég að fá jákvæð viðbrögð frá ýmsum. Síðan gerist eitthvað sumarið 2015 og ég fer að gera þetta á ensku alveg á fleygiferð. Og ég er ennþá að. Nema bara hefur breyst. Það er þarna, frá haustinu 2014 fram á sumarið 2015 þá byrjar að myndast í hausnum á mér hugtakið orðræða það sem ég er að gera. Ég er að búa til mín orðræðu. Já, þú ert að búa til þína orðræðu. Þannig upplifir ég orð. Já, en sjáðu til, sko. Þannig ég er að spyrja, ert þú að tala um eitthvað annað í öðru samhengi? Mér finnst þetta eins og með marga hluti sem að verða ónotaðir og fólk verður að skýla sér á bakvið. Þetta er sama og eins og beina, eins og skilja, eins og þegar fólk er að tala um segjum bara innflytjendur, já ég er ekkert á móti innflytjendum, skilurðu, þetta er sama að verða, orðræða er að lenda inn í sama ferli og það. Hún er að, fyrir mér þá er þetta orðið eitthvað skálkarskjól. Mér finnst ekkert að orðræðinu sem slíkri, en þetta er verið að ofnota þetta og nota sem vörn. Já. Þegar fólk er að vísa í orðræðinu og þingjum þetta, svo er það haturs orðræðinu, það er búið að vera búa til ákveðið konsept. Akkur ekki þá bara að segja. Mér finnst umræðan á þingi vera svona. Nei, orðræða, það er svo fólk sé að gera sér stikkfrí með þessu. Já. Þú veist, hvað er að því að segja? Umræðan á þingi, hún er að taka skakka stefnu. Nei, orðræðan á þingi. Og umræða er ekki það sama og orðræða. Nei, umræðan, ég veit það er ekki sama orðið, eða þú veist, það er ekki sama meiningin. Þú veist, umræða er meira dialóg eða debate. Já. Meira, sko, eða, þú veist, þetta er spurningu stigsmun, sko. Já, við erum kannski að hengja okkur í, já, ég veit ekki. Í eitthvað smátti, en, þú veist, ekki fela sig á bakvið. Bakvið það með því að henda fram orðræðan. Þá ertu búin að gera það stikkfrí. Mér finnst ekkert að því að þú talir um það að þín orðræða. Já, nei, ég veit það. Þess vegna er ég að reyna átta mig á því hvað þú átt við. Já, þegar að einhver kemur fram í fjölmiðlum og í staðinn fyrir að segja þetta, mér finnst þetta ekki rétt, eða mér finnst þetta mjög góð. Nei, orðræðan er þannig. Þá ertu komin inn í nákvæmlega samhorma í plastinu. Já, ég sé það nú að koma. Skilur þau? Orðræðin plastmengun er af því tægi að og þannig að bekinur þig við þetta og þetta inni eða úti, mengi. Já. Og mengi hins viðurkennda sannleika, hins viðurkenndu sínar, eða hins þess farveg sem að fólk kennir sig við, má segja. Þetta er það sem að... Þetta er ekki það sem ég átti við, það sem ég er að segja, ég er að búa mér til ákveðna orðræði. Já, það er líka allt annað. Það er allt annað hlut. Já. Þannig að þú ert ekkert að setja út á orðið, nei. Tala um hvernig það er notað. Hvernig það er notað. Já. Það er það sem að... Sem skálkaskjól. Sem skálkaskjól, vörn, brynja. Já. Það er bara það. Réttlæting eða skálkaskjól eða vörn, eða stikkfrí, já. Já, ég sé ef þú tekur þetta sem við erum að gera hér, þá er þetta okkar orðræða sem við erum að eigast við. Já, það má, sko, til þess í dag erum við í ákveðnu dialógi. Já. Við erum í ákveðnum umræðum. Já.
Þetta er svona í skora eldhúsborð sögum. Já, eldhúsborð, já. Literally. Já, það er það. Þetta er meira svo, það er þjóðlegt. Það er kleina. Kleina. Já. Og vínarbrauð på dansken mátan. Já. Vei, Já, já. Þú skildur náttúrulega ekki orða þessu dialektík, sko. Ef þú getur fengið það undir að spila við að vísa på den. Þá vil ég hafa það að það sé þýtt að löggiltum skjalaþýðenda og kvitta. Káta býta í þetta. Hún er á fundi. Hún er á fundi. Já, henni líður ekkert illa undan þessu umræðu. Hún er með valdið. Helviti stíkin. Já, meðan þeir eru þarna þá er þetta allt í lagi og segir ég bara. Þetta segir ég. Já, hún er ekki búin að taka undir þetta. Nei. Hún kvittaði fyrir á það. Já, hún kvittaði fyrir á það. Það er alveg komið. Það er bara með stimplað. Hann sko tannsýrlis. Ég held að þetta sé nógu skjalavaldi. Já, ég held að punkturinn er. Hvað var aftur hérna lokunaraldur? Okkur skrifaði ég lokunaraldur? Lokunaraldur? Aldur, lokun. Hvað var það? Þú ert alveg svo gamall, þú manst ekki neitt á því. Ég man ekki frá þeirri í mun. Það var oft verið sagt við mig þannig að lokunaraldur. Já, ég skrifaði það í nefndir bara þegar við vorum að kjafta á hann á leinifundinu. Já, hvað var það næst á eftir? Bresk fyrirtæki og IT. Lokunaraldur. Bussið í okkur. Nú set ég bástrapp á kallinn sko, til að kíkja á batterið. Já, fínulega þetta batterið sko. Þetta er nefnilega stóra batterið. Lokunaraldur, ég man ekki. Nei, ég man ekki, það var einhver undir hérna. Skjalavald, embættisfólk, lokunaraldur. Það kemur. Já, ég minna þess. Breska fyrirtækið. Sko, Iceland Petritis. Upplýsingatækni fyrirtæki að nota Ísland í tilraunastarfsemi fyrir einhvern verknað. Já. Þú myndir ekki fyrir nafn á fyrirtækinu? Nei, þetta var í fréttunum og hérna, þetta þykir alveg brilljant að koma með eitthvað verkefni til Íslands og þetta fyrirbæri að þetta er eitthvað svona samskiptaforrit og þú getur notað úr Facebook og Twitter og þetta tengir einhvern veginn allt saman og getur notað lækin og allt saman. En þegar þú átt alveg kjörið að koma til Íslands og pröfa þetta þar, sjá hverjar viðtökurnar eru og sjá hvernig það er notað. Þetta er ein af fyrstu opinberu viðurkenningunum á gamlu samsæriskenningunum minni Petritis Iceland. Já. Þess að ég veit að fullt af fólki er farið að hugleiða í fullir alvöru. Já, já. Það er enginn verið að segja Guðjón tóldu svo. Það er enginn að segja Guðjón tóldu svo. Þetta er svíslegt samsæri. Ég á rauðastís á þessari hugmynd. Hún er skráð hérna í þjóðveldi þarf að búa til einkaleyfaskrifstofu fyrir hugmyndina mína. Þá þurfum við að finna einhvern yfir einhverjum. Við erum embættismenn. Við bara, nú ætlum ég að setja pásu á vídeóið, þegar við gerum leynifund. Við ætlum að taka þetta fyrir. Og ég er búinn að þjálfa Kátu í að kvitta fyrir ef ég ekki ákveði smell. Klikka. Hvað þetta er hérna, talandi það, Skjalavalds taumkona, svona innsiglistangir. Það er tannafarið á Kátu. Við þurfum ekkert að búa til einhverju taung eða kaupa einhverju taung. Káta. Já, það er svo sem ekkert að segja. Við veitum ekki hvað þetta heitir þetta fyrirtæki. Það er til fullt af svona dæmum. Já, já. Og hvað þetta eru síðan margir aðrir sem við höfum ekki vitað og við höfum rætt þetta oft. Já. Að hvað er betra heldur en í svona litlu samfélagi en að pröfa hlutina? Það er náttúrulega best í heimi, bara eins og við höfum verið að ræða með þetta Costco-æði sem er núna. Já. Þetta er ekki til fyrsta skipti sem íslensk þjóð æðir af stað í einhverju æðibunu á eftir einhverju skotti, eins og fólk á eftir einhverju skotti. Nei, þetta er ekki til fyrsta. Samræðugrúpur á Facebook með hana í Costco. Já. Þú veist.
Býtu, af hverju var ekki tekið á þessu? Af hverju fór ekki fólk og tók á þessu? Hvað heldur þú að margir hafi tekið eftir viðtalinu í vikunni við hann Jón Gerald Söllenberger sem viðurkenndi að kostur útibú frá Costco? Ég sá þetta viðtal ekki. Ok, já. Hann sagði það ekki þessum orðum. Nei. Hann sagði það með einhver orðagjálfi Já. og ég segi bara kostur, Costco. Veitu, hvernig gerirðu markaðskönnun? Akkúrat. Svo segir hann, fyrirtæki hefur alltaf verið rekið með tapi. Já, eins og álverinn. Alltaf verið rekið með tapi. Með alveg eins skuldabréfafléttu. Ég var svo oft velt í fyrir mig hvernig er hægt að reka fyrirtæki endalaust með tapi. Með því að skulda móðurfélaginu. Já, nema þú sést eitthvað til þess að pröfa. Og hann segir, já, við höldum áfram að kaupa inn vörur frá Costco. Já. Í skuldabréfaviðskipti. Halló? Það er búið að kortleggja þetta. Já, er það? Nei, það getur ekki verið. Viltu kleinur að geta? Það er svo fann vínabröð. Jæja. Já, þetta er nefnilega... Þú veist, ég sé bara hérna merki við. Ég veit ekkert hvað lokunaraldur er. Ég veit ekkert af hverju ég skrifaði það. Nei, það er... En sem við höfum verið að... ef við töluðum áðan á leinifundinum Nostradamus, ég setti þá miða vegna þess að mér fannst svo pæling vera þess virði að sjá til hvort að við myndum taka það upp ykkur pælingu þar. Við höfum talað um Nostradamus áður. Við höfum oft gert það, já. Ég gerði vídeo á ensku Nostradamus í fyrra, þess að ég svona útvarpaði minni rétthugsun það. Já. Það er bara til þess að geta rukkað einkaleyfið á hugmyndin. I told you so. Já, það er nefnilega sko... Af því það tengist þessu með að sjá yfir blindhæðina og fyrir blindbeina. Já, en líka sko prótókollið. Hvað það kemur prótókollið eins og við höfum talað um að maður er ekki Nostradamus var hann ekki að rita bara eitthvað söguna eins og hún ætti að vera á yrði. Og þetta væri þeirra biblía til að fara eftir. Og dulmál, því að það er vegna þess að sko, ég hef verið að leika mér að því með því að reyna bíómyndir. Já. Ég gert það stöku sinnum að taka einhverja bíómynd fyrir og spá í hvað ef hún er svona bulletin board. Svipað eins og til dæmis, ég byrjaði á að taka hérna National Treasure með Nicolas Cage. Og hann er svo búinn að vera benda oft á Hunger Games. Já. Ég tók National Treasure fyrir. Þetta eru skemmtilega myndir. Mér finnst Nicolas Cage mjög skemmtilegur myndir. Já, hann er mjög skemmtilegur. Og hann sýndi í myndinni þar sem hann lék á móti John Travolta, hérna Face Off. Já. Þeir báðir sýndu snilldar leik. Þeir báðir gátu skipt algjörlega karakter. Já, þetta var mjög góð. Bara mjög flott gert. Og það er þarna sem ég uppgötaði að þeir báðir eru fyrsta flokks leikarar. Já. En Nicolas Cage leikur tvær myndir, National Treasure og svo National Treasure 2. Já, ok. Og þær voru gerðar bara með stuttu millibili. Ég man ekki hvort það var 3 til 5 ára millibili. Flottar myndir, lesaður. Og ég held að það er svona samsæringurinn í mér, leikkonan sem lék hérna sætustelpuna er þýsk. Já, ég hef ekki séð þessa myndir sko. Og mjög flott, svona þýsk kona, svona ákveðin þýsk klassísk fegurð. Ég held að hún hafi verið valin af ákveðinu ástæðu, það er bara samsæringurinn í mér. Síðan er svona sidekickið, er svona IT-gaur, snillingur í tölvukerfum. En Nicolas Cage leikur gaur sem er snillingur í gömlum manuskriftum. Hann er fyrst og fremst snillingur í að dulkóða eða finna kóða í gömlum upplýsingum. Já. Gamaldags upplýsingum. Af því hann og pappans og afans og undan þeim voru í 2 aldir eða eitthvað búin að vera að reyna að leita einhverjum ákveðnum fjársjóði. Já. Lost Treasure, þetta er Treasure Hunt. Já. Og þeir eru allan tíman að leita ákveðnum, þú ert að leita fjársjóði sem er vandlega falinn og þú ert að finna clues út allt. Það er alltaf gaman að svona fjársjóðaleit. Já, þetta er mjög skemmtilegt og þetta líka reynir á. Þetta er eins og við erum að gera, við erum að skoða clues út allt. Þú þarft bæði hugmyndaflugið í þetta, þú þarft að geta haft ákveðna hugsun, rökhugsun eða einhverja
Þannig að til þess að geta þetta, þá er þetta ofsalega gaman að þessu. Þú ert líka að geta skautað á þunnu svelli. Já. Maður bara follow your nose. Já. Og það hvað er líka ekki margt af því sem við höfum verið að skoða sem er follow your nose. Já. Þú veist, alveg svo sem var að segja hérna áðan frá Staðardagskrá 21, Agenda 21. Því ég varð alveg hoppandi í hlutum. Hvað var þetta næðinni eða hvað eigum að kalla það? Ég meina, ég var að gera enskt vídeó á þann sem að heitir The Ticking Time Bomb in Europe. Já. Megnið vídeónu var ég bara að tala einhver 10 til 20 punkta sem ég hef áður talað í öðru vídeó. Sem ég var bara að draga saman í brennifólk. Okay. Og síðan þurfti ég eftir á, fyrir ég var búinn að gera þetta vídeó, þetta var bara hálft í klukkutími. Meðan ég var að uploada því, þá hlustaði ég á það og ég hugsaði, það var einn punktur sem ég hefði mátt draga fram með. Svo ég gerði 7 mínútna vídeó sem viðbót og bara setti sama titil og update eða ég man ekki hvað heitir það sko, supplemental. Bara sami titil, supplemental. Í stað frekar heldur að gera 1 of 2 eða 2 of 2. Ég gerði það alltaf í náður ef ég var með supplemental. Nú kallaði ég bara supplemental. Og ég tók eftir, ég gerði það daginn, ég tók eftir að það gengur betur í fólk. Það fjekkar frekar á supplemental. Og vegna þess að það því punktur sem manni finnst þurfa að tilheyra sko. Og svo ég var komin með fullt af punktum. Þetta er alveg svo, þetta með follow your nose. Þú follow your nose og þú finnur hérna punkt. En sko ef þú ert ekkert ef þú ert bara svona grúskari eins og við vorum, þá er það bara gleymt. En eins og núna maður fann að gera, maður fann að setja þetta í vídeó eða litla bloggreinar eða stöðuðfærslur. Allt í einu finnur þau ári seinna annan punkt og 2 árum seinna 3. punktin. Svo ertu fann að draga línur á milli punktana. Og tengja saman. Og svo ertu fann að halda áfram og það fattur að koma punktar út af því að þú fannst hina punktana. Og smátt ertu komin með svona hellamynd, mjúra. Og allt í einu, ég hugsaði bara, vá, ég komin með maður fann að byggja upp punkta á punktum. En af því að sko, þú gerðir follow your nose, þá sko það sem gerist hérna er ég komið hérna bollin og hérna fernan og hérna sígarettapakkin, hérna eru þessi 3 punktar, hérna 4. punkturinn, hérna 5. punkturinn, hérna öskubakkin, 7. punkturinn, kveikjarinn, 7. punkturinn. Þegar þú ert komin með 7. Þegar þú ert komin með 7. punktin, hann stendur ekki ef að hinir falla. Ef einn af hinum falla og þú ert kannski komin þannig að sko nefið á þér orðið bara hérna. Það verður þess að punktarnir eru fannir að standast. Og allt í einu fann að myndast þessi bygging sko, eða mjúral. Og áður þú byrjaðir, þá sástu bara 1 punkt í einu. Já, svo sérðu bara 1 punkt í einu, svo verður það að tengja þetta allt saman og þá fer að opnast fyrir þér þessi sýn að þegar þú getur farið að tengja þetta saman. En þetta er bara hluti af því sem við sjáum. Þetta er bara brotaband. Þetta er bara beinafritt. Þetta er ennþá bara beinafritt. Já. Og það er til dæmis eins og með hérna, eins og þú segir, þið getur verið að horfa á það sem ég er að segja. Þetta er svolítið mikið til í þessu. Ok, einhvers staðar verður fólk að byrja, og eins og við vorum að tala með Arne Stefáns áðan og hann hérna, hvað heitir hann? The Dick. Já. The Dick, einmitt. Þeir fá fólk til að hugsa. Og hvert gerður svo? Fólk fer frá. Það fer að horfa það út frá sínu nef. Og David Icke segir þetta sjálfur, hann segir hérna verður ekki endilega að taka mitt módel. Nei. Og fólk á ekki að gera það. Fólk þarf svolítið mikið að gera þetta sjálft og þá ertu komin að stiganum aftur. Þú verður að fatta hlutina sjálfur og þá fer það tengja. Og ég setja pásu núna svo við getum ekki að gleyma þetta. Já. Þú getur, eða við getum ekki sagt fólki þú átt að hafa þennan hlut og setja það svona í samhengi. Þá erum við bara í sama leik og hinir. Nákvæmlega. Hvort að fólk
sjá þetta í einhverja annari röð eða hvernig, eða einhverja aðra punkta til dæmis. Það fullt af fólki sem sér aðra punkta heldur við sjá. Já. Það bara þannig og svo draugum við þetta saman og vá, kemur bara. Já. Þess vegna má fólk ekki festast í því að fara í eitthvað copycat eða eitthvað svoleiðis. Já, og sko stundum gerir maður copycat því maður þarf punkt þarna eitthvað. Já, það er ekki. En það er allt annað. Já, það er allt annað hlutur og það er ekkert að því að draga, skilur, punkta einhvers staðar annars staðar frá. En best finnst mér að það er alltaf að grípa inn í, horfa á, en ekki festast þar. Já, en sko svo lendir maður stundum eins og einmitt að því hún segir sko, draga punkta. Ein af mínum uppáhalds prívatkenningum, eða ein af þeim kenningum sem að ég kom með svo mikið efni fram náttúrulega. En eitt af því sem að ég held mest upp á, það er þegar ég hætti að taka reptilian-kenninguna hans David Icke, heldur kom mín eigin kenning fram. Já. Þar sem ég sá bara alltaf aðra mynd af reptilian. Já. Og svipað leyti þá er ég aðeins að pæla í, þú veist, þróunarsaga mannsins og neanderdalsmenn og svona, og svo fer ég að hlusta á nefið, svo fer ég að hlusta á mystíkina. Já. Fer að hlusta á hvað segir the hot metaphysical press. Já. Að þá fer ég að sjá allt í einu aðra mynd af neanderdalsmennum. Svo fer ég að tengja þarna við Nóa og synina 3 og þá kemur aftur svona, þú veist, big metaphysical headline. Já. Og ég sé, heyrðu, faglir perspektíf sem enginn er með. Svo tek ég þetta perspektíf og ég var aðeins að vinna með þetta bara í einrúmi áður en ég fór að segja frá sig í vídeói. En því meira sem ég horfði á það í einrúmi, þá meikaði það sens. Já. Og síðan fer ég að tala um þetta opinberlega, fyrir að varpa punktunum fram og þá fer að tengjast annar punktur og það er frekvensipælingin. Já. Hvað ef þetta er bara, þú veist, við, mannkyni núna, erum bara ein útvarpsrás í FM-bylgjunni. Akkurat. Að hinar tvær manngerindar eru bara hér. Já. Það geti verið hérna reptilian-gaur hérna fyrir utan húsið að gera við bílinn sinn. Þess vegna. Og hann geti með þess að halda að hann byggi hérna. Já. Af því hann er í annarri rás. Hann er í annarri rás. Og svo lendi ég þessu ívætti, þar sem að ég upplifi það að ég sé að sjá neanderdalsmannesku við hliðina á mér í biðröð. Já. Ef ég náði að horfa á hana á réttan hátt. Ótrúlega. Hún leit gjörólíkt út héðan og þú veist, ég býttu Guðjón Heiðberg, skoðaðu lyfjagjöfina þína. Já, þá tekur rauð og þá kemur þriðji punkturinn og heyrðu, fuck me, þetta gæti verið rétt hjá mér. Já. Svo var ég að tala um þetta annað daginn og þú varst vitni að því. Já. Og þá segir ein manneskja, hvernig ætli maður geti stillt þetta fríkvensi? Þannig við getum séð hvort þetta stemmir. Og á því mómenti, þá gerist ákveðin hluturinn í hausnum á mér. Ég fór að hugsa, heyrðu, sumar hluti setjum maður fram sem að make a sense með nefinu, Já. en þú getur ekki verifæð. Nei. En hugmyndin er svo hún er svo, þú veist, skýtt með þarna hugmyndirna sem ég varpaði upp. Þú veist, ég náttúrulega varpaði upp að því ég gaman. Já. Það er mitt innra bíó. Já. En svo er ég að tala þar við þig og það er þarna fleiri með. Og ég hugsa, heyrðu, það eru fleiri hérna sem að sjá þessa hugmynd og þeim finnst það ekki svo galnar. Nei. Og þá fer maður að hugsa, býttu, hvað ef? Hvað ef þessi fríkvensistilling er möguleiki? Já. Þú veist, það kemur svo margt hérna inn í, þú veist, sko, kortið fær þrívídd. Þetta er ekki lengur flugtekník. Nei, það fær þrívíddina. Þú veist. Það er ekki launung á því, mörg ár pælt í þessu með hérna fríkvensið og tíðnina. Og það er alveg frá því ég var bara ungur sem ég pæli þessu og þetta er alltaf að verða meira og meira í seinni tíð sem maður stúdar. Og það er svo oft sem ég rekst á það, einmitt þetta hvað ef, þetta með tíðnina, hvað er, sko, bara sem lítið dæmi, nú er okkur sagt að við séum 65% vatn líka. Hvað er það sem heldur okkur saman?
Ég hef sagt það. Hvað heldur elektrónuninni á braut umhverfis? Ég hef sagt það í mörg ár, þegar ég er með text, fara með puttan í gegnum borðið. Þá reyndar... Á þess að festist? Já, á þess að festist. Og ég hef spurt mig líka, hvað ef að festist? Bara eins og varðandi sálnaferðir. Já, já. Þú veist, þetta er rosalega flott spurning. Ég hef hitt svo mikið af fólki á mínu æfiskeiði sem hefur upplifað sálnaflakk. Já. Og ég hef hitt svo margar mismunandi sögur. Og ég bara veit það af reynslu með því að tala um fólk. Þetta er ekki fólk sem er að lesa eina bók. Nei. Og segja, já, ég ætla að þykjast hérna eitthvað. Þú veist, hversu oft hef ég hitt fólk lýsa minni eigin áru. Alltaf á sama átt. Fólk sem þekkist ekki. Þetta er nefnilega, og þetta er sko, fólk er ekki alltaf tilbúið að kíkja þessu. Þetta er svo partur af svo stóri mynd, að það, nei, ok, þetta er bara eitthvað þetta. Slegið frá sér svo fyrir. Já, það kemur líka ákveði hiki fólk að tala hluti. Já, já. Ég veit að þú hefur hort á sömu vídeónu mínum og þú veist það til þess að mér, þegar ég er að tala á íslensku sérstaklega, þá veitist mér mjög létt að tala um vættina, landvættina eins og þeir séu mér raunveruleik. Og það er alveg tilgerðarlaust þegar ég geri það. Eins með jólasveinana á fullt á svona hlutum. Og á ensku er þetta meira með My Guardian Angel. Bara í einu vídeói sem ég var með þetta vídeónu sem ég gerði í morgun, þá sagði ég My Guardian Angel told me something this morning which is funny. Veist. Ég þori að koma svona fram. Að, veist, svona má ekki segja, þá ertu galinn. Ég er til í að koma nakinn fram og vera galinn. Það er bara huggarinn næst. Smátt og smátt kemur sko, smátt og smátt byggist þessi orðræða, að það þetta er eins og með lögguna, þegar ég tók eftir í vikunni, að löggan var að birta einhverjar myndir frá einhverju Póllandsferð. Og ég tók eftir að voru 3-4 sem að kritiseruðu þessar myndbirtingar. Og ég tók aðeins þátt í því. Og ég tók eftir í nefnilega að lögreglan hafði svarað hínum. Svo ég ákvað að koma með svona hreimberg. Ég hef ekki tekið eftir hvort mér hefur verið svarað. Það getur vel verið að mér hafi verið svarað á þess að ég hef fengið nótis. Og ég hef ekkert verið að fylgjast með því því mér er þetta örugglega sama. En sko núna síðustu árin, nú segja frá hruni, sko þeir sem hafa harðast gagnrýnt lögregluna eru ég og Axel. Ég veit að fleiri hafa gert það, en kannski ekki í svona mikilli leitadýrð. En svo sá ég þarna athugasemdir og ég hugsaði það er eitthvað skrítið hérna. Svo fattaði ég það. Svona gagnrýni, beint upp í fésið á þeim, sást ekki fyrir 5 árum. Og það er eins með þetta að þora að koma fram með mystíkina. Ekki hérna eins og The Dick, hérna The Queen is a reptile and is going to kill you. Já, þá drepa okkur. En the reptilians er ekki að tala við okkur af því að við erum morðóvirlegar. Það var mitt take. Að reptilians og neanderdalsfólk vill ekki gerðu okkur útlæg. Og það er skráð í Biblíunni. Af því að við erum genocidal maniacs. Sem sagt, í staðinn fyrir að segja, þannig eru þeir og þeir eru vondir og við erum saklaus victims. Nei, þannig eru þeir og þau eru góð. Við erum vond. Að snúa þessu við. Já, akkurat, að snúa þessu við. Það var, þú veist, ef þú snýrð bara... Og tala það eins og það sé bara eðlilegt. Já, þú veist, bara taktu sem dæmi. Ég hef búin að tala um það við nokkra núna í vikunni. Hvað margir eru alltaf að kvarta. Hvað fólk yfir höfuð kvartar mikið. Mér finnst það leiðinlegt. Byrja á því að hlusta á kvart. Sem eru á vissan hátt, þeir sem kvarta mikið, eru vissan hátt uppalin í forsjárhyggjunni. Já. Sem er embættismannapæling. Akkúrat. Hver á að hugsa um þig, embættismannur. Snúðu þessu við. Hætta að kvarta.
farðu að horfa öðruvísi hlutina, horfðu jákvæðar á þá, Já. þá, ég man nú ekki hvað það var, en þá kom það, þá leysast hlutinir og hnykillinn fyrir að rakna upp. Já. Sama með neikvæð umræður. Það náttúrulega fréttastöðvarnar ala á neikvæðinni. Það allt neikvætt, eða ekkert allt, það mjög margt sem neikvætt. Snúðu þessu við. Farðu að horfa á jákvæða hlutina. Þá hættir að horfa á fréttir, þá hættir að fylgjast með fjölmiðlum, þá hættir að lesa blöðin. Af því þú vilt þetta ekki. Já. Á meðan stór hluti þjóðarinnar að horfa á þessa neikvæði. Já, svo kemur líka annað, það þetta sko þú snýr frá, síðan gerist það að þeir sem eru í jaðrinum, sem að segja röngu hlutina, þeir eru gerðir kjánalegir, ekki endilega því þessu svo vitlausir, heldur að því þeir tala öðruvísi. Já. Svo kemur allir í hik í má ég tala um sálnaflakk, má ég tala að verðarengillinn talaði við mig í morgun og benti mér á að, þú veist, má ég tala þú veist, sko Paulo Coelho, brasilíski rithöfundur, hann skerði bók sem heitir The Valkyries, Hann lýsir ferðalagi sem hann fór með sinni þáverandi konu, ég veit ekki hvort hann ennþá með sömu konu þá, að þau fóru til Bandaríkjanna til að hafa upp á mótorhjólaklúbbi sem voru bara konur, svona trukka þessu. Já, þú veist, ég veit ekki hvort það voru trukkalesur, en svona trukkalega, sko. Að kölluðu sér Valkyrjur. Bara svona hópur af einhverju svona brútal kellingur á mótorhjólum. Hafði upp á þeim að því að honum hafði verið sagt að þær vissu að bestu leiðinni til þess að komast í kontakt við verðarengilinn sinn. Já. Og hann skrifar heila bók þetta ferðalag. Þar sem hann fer og hittir þessar stelpur og þær voru held í Nevada-eyðimörkinni eða einhver álíka svæði, sko. Og þau eru þarna í þessu ferðalagi og hann kynnist þessum stelpum og þær segja honum það sem þær vita og hann gerir tilraunir því að Paulo Coelho mystiker. Og hann er svolítið, hann undirstrikar svolítið að hann sé kaþólskur mystiker. Og fullt af fólki var svolítið hissa á því, en það er fullt af mystík í kaþólsku kirkjunni sem er innan rammans, kaþólska rammans og er bara cool. Hann skrifar heila bók þetta að komast í kynni með verðarengilinn. Og það, sko með örmóðum, það er fullt af fólki sem er áhuga mystík, en er algjörlega veitir hann úr ekkert hvað þetta fyrirbæri er. Nei. Ekki neitt. Og þetta er til fullt af tilgátukenningu. Mín er þessi rétt. Létt, sko. Mér, sko, ég held að það sé ákveðið skref fyrir fólk. Sem einmitt þú ert í meginströmmnum, þú færð að vera í jaðarströmmnum sem er oft á tíðum they are going to kill everybody. Eða þú getur verið í einhverju annarri orðræðu sem er bara leikni svo stort stöða. Já, þetta er eins og vorum að tala þarna daginn. Þetta er bara eðlilegt flæði. Já, með þá sem eru, þú veist, með þá sem eru sofandi og þá sem eru vaknaðir. Eins og ég var að líka þessu við, þeir sem eru sofandi og horfa framhliðina á húsinu, þeir sem telja sig vera vaknaðir þeir eru að horfa á bakhliðinu. Það er enginn sem fyrir hringinn í kringum húsið, eða það eru fáir sem fara hringinn í kringum húsið, eða hvað þá að fara að fluga og horfa yfir. Já. Þetta er hlutur sem fólk áttar sig ekki á. En hvað ertu betur stattur með því að horfa á bakhliðina? Ég held einmitt að þessi orðræða. Nei, þar sem að við erum að byrja að rotta okkur saman, að reyna að finna hvar er lygnavatnið, hvar er þokan svo í andblænum sem hægt er að tala náttúrulega þannig að fólk sem heldur, já, heyrðu, er einhver fræði að fara að finna út verðarengilinn? Nei, veistu, hann er við hliðina. Talaðu bara um það. Talaðu um það ekki. Það tekur þið nokkur ár, eða nokkra daga, eða nokkra klukkutíma. Smátt og smátt er komið dagi að loka millikar. Og þetta er engin fræði. Þetta er engin vísindi. Nei. Þetta er bara, þú veist, follow your nose. Og þú veist, þetta er svo, fólk hefur oft sagt, akkur er ég alltaf í þessu neikvæða, eða akkur er alltaf allt sem kemur fyrir mig. Eða þú veist, akkur er alltaf svona neikvætt. Það er hugsunin. Það er hugsunin. Og vissahátt hefur hana fram. Þú getur gert það. Alveg eins og með dokumentið, þegar þú ert farin að leita tilgátukenningunni, þá fer hún að blasa við. Og ég held að einmitt þessi orðræða, þess vegna er ég sko svo hrifinn eftir að ég hætti að taka þetta allt á tilfinningunum.
Þú veist, fólk verður að sjá það, fólk verður að vakna, við verðum að breyta þessu. Bara, allt í henni bara, heyrðu, slakkaðu aðeins á. Já, slakkaðu á. Slakkaðu aðeins á. Þegar heimurinn vaknaði nú mikið árið 1935, þá var það heimsstyrjöld. Slakkaðu bara aðeins á. Við skulum ekki. Þú veist, ef þú ferð of langt í að lýsa því sem þú sér handan við blindhæðina, þá verður þú stoppaður af. Já. Lærðu mörkin og þá hefur þú bara gaman af að rýna í gátuna. Já. Þú veist. Sástu hérna... Og það er ekkert samsæri, það er bara ekki rugga bátnum og mikið. Nei, ekki ruggunum. En þú mátt aðeins ruggunum. Já, já. En það er fleira fólk sem fattar að já, ég má gagnrýna lögguna, já, ég má tala verndaríkis, já, ég má spá í vættina. Já. Það er allt í lagi. Það er ekkert af því. Og þú mátt spá í hvað sem er. Þú veist, það er... Ef að fólk vil gera bílinn sinna af goði eða guði, þá má það gera það. Það er ekkert af því. Skiptir ég, en það er ekki þannig að ég þurfa að gera það. Akkúrat, það snýst ekki með heila, Nei. Og við getum ekkert, eins og ég var að segja það, við getum ekkert ætlast til þessa fólku. Það kvartlar ekki að mér að reyna það að fólk eigi að sjá þessa punkta. Guðmundarnóttir. Það verður bara að fatta þá það sjálf. Hvað á ég að tala ef allir fara að sjá það sem ég er að sjá? Hvað á ég þá að Það tala er allt komin í sama mótið, er það ekki? Hvað Það er þá gaman að þessu, það er ekki gaman að þessu. Bara ætla að hóða skemmileggja hérna? Sjáðu. Orðaðina mína. Bara látið þið vera. Ég á þetta. Ég er búin að dokumenta eignarréttin á þessu. Akkurat. Hérna talandi um jákvæðan og neikvæðan. Sástu það sem gekk á Facebook út af því, mér fannst það alveg brilljant saga. Kemur þarna mótuhjólagaurinn að sér, það er stelpa á gangstéttin og hann leggur við hliðina á henni eða semst fylgir henni eftir og eða lítið stelpa og hann spyr hvort hún vil ekki setja á hjólinu á sér. Nei. En ef ég geði sleikjó? Nei. En ef ég geði pening? Nei, ég vill ekkert sitja á hjólinu hjá þér og hún greikar sporið og hann kemur og en ef ég gefi þér hérna $20 fulla boka sleikju og popp? Nei, maður ekki nákvæmlega hvernig saga var. Það skiptir það ekki máli sko. En ef ég geri þetta fyrir, viltu þá sitja á hjólinu hjá þér? Nei pabbi, ég vill ekki sitja á hjólinu hjá þér. Þú ákvaðst að kaupa þér Hondu í staðinn fyrir Harley Davidson. Þannig að ég vill ekki sitja á hjólinu hjá þér. Ef þú byrjaður að lesa þetta, þá byrjaður alveg, Þú ert að ímynda þér alls konar vitleysu. Já, þetta var einhver barnaperri með, þú veist, hérna skegg og þú veist, allt það. Nei pabbi, að þú getur Hondu þá vill ég ekki sitja á hjólinu hjá þér. Ég vil Harley Davidson. Sjáðu, þetta er bara svolítið lýsandi saga þetta sem við höfum verið að tala um. Flestir fóru út, ef einhver hætti. Já, þetta er bara barnaperri, ég nenni ekki að lesa barnaperra. En lítið end. Þetta, þú veist, Og þú náðir athygli fólks þarf ekki. Akkurat. En mér finnst þetta einmitt skemmtilegast, sko, við þennan stað sem maður er komin á. Það er að, sko, einmitt þetta, ánægjan eykst af því að vera að pæla, spekulera og rýna í. Já. Við vorum, já. Sjáðu eins og með, sko, þú veist, eða bara taktu þér eitthvað fyrir hendur, hvort þú grúskar í bókmenntum, hvort þú grúskar í þessu eða hinu. Ef þú ert leiður, þá ferðu og grúskar í einhverju. Margt af fólki dettur inn í það að kamma í sófann, að þetta er bara neikvægt, þetta er bara leiður, þetta er allan það pakka. Eins og ég settist niður, ég hef alltaf haft gaman af rafeindarfræðinni. Hún settist ég bara daginn niður, fór að læra þetta. Það er reyndar vinnulega að segja, kemur til með að enda með. Og hvað endaði ég? Einhverja algjöri víraflæki með eitthvað stykki á borðinu hjá mér. Og það er allt undir, það er lóðbolti, það eru tangir, ég veit ekki hvað er það. Ég sitt alveg ánægður með alla þessa gulu, bleiku, bláu og rauðu og alla þessa vírasúpu. Já, við erum bara að fandra ykkur saman. Já, þá lendir maður líka eins og með saumavélina mína. Já. Ég keypti saumavél á 5.000 kall. Já. Í græna heyrðina með eitthvað. Svo sá ég bara viku seinna list ókeypis saumanámskeið hjá
Rauða krossinu. Já. Ég fyrir með saumavélina mína og að hlakka ég til af því ég á okkur buxur og okkur bóli sem er mættar við lag. Já. Svo ég sagði, þetta er nú bara ódýr laust, 5.000 kall fyrir saumavél og ókeypis saumanámskeið. Þegar svo bara kom í ljós að saumavélin mín var ónotæf. Já, ok. Það kostaði 11.000 kall að klára hana. Nú. Sett inn á saumavél á verkstæði. Það var allt í lagi. Já, ok. Ég lærði að gera koddavél og svona. Já. Á bara öðrum saumavélum. Kettlingarnar sýndu mér þetta. Þegar við svo hálfóri setna, þá var hérna, þú sérð hérna á þessum gardínum að það eru nældar. Já. En það eru aðra gardínur sem ég saumaði. Já. Þessar á ég bara eftir bara þegar það kemur. Já. Og þetta bara fékk ég með gefins undir saumavélina. Já, ok. Heyrðu, talandi saumavél, það er ákveðin vöknum. Nú? Já, ég hef alltaf glemt að segja þetta. En þegar þú varst að tala um þetta á saumavélina, það væri, þú verður farið að fá þér saumavél. Ég gerði slíkt því sama fyrir mörgum árum síðan og meiri sé, ég reyndar ekki góða heyrðin en ég afli sé eða þetta nýtja markanum. Já. Þá keypti ég eldgamla saumavél og það var ástæða fyrir því vegna þess að það er mekkanikinn í þeim er svo sterkur. Og ég ætlaði að fara á þeim tíma, að sauma út í leðri. Leður hefur alltaf heillað mig mikið og minnsla á leðri. Ég átti náttúrulega ekkert pening þarna. Ég gerði bara það sem ég gat úr þessu og gerði hana upp. Setti á hana nýja mótor og græði hana til og svo hérna fór ég og saumaði. Ég saumaði einhverja svuntur og hérna póka svona, sem þú gast til þess að innkaupapoka og hann var þannig gerður að þú tókst hann og braust hann saman á ákveðinn hátt og svo þegar þú endaði þá stakkstu hopnir og þá var þetta orðið eins og umslag. Það hélt sér alveg sjálfur saman. Það er ekkert stórt. En það sem það fékk út úr þessu. Já. Ég saumaði slaufur og ég veit ekki hvað og hvað. Það er aldrei notað. Ertu próaktífur eða reaktífur? Já. Ertu að láta mata þig og þetta er allt núna og ef enga trú að sjálfa með. Og hérna, ég saumaði svuntu sem að er eins og hérna svona fínt vesti og hérna það var eitthvað fullt fleira. Svo bara var saumavélin lagt til hliðar og tók eitthvað annað við. En þetta er svona, það sem ég hef alltaf að segja við, þetta er einhver partur af einhverju ákveðinu vögnum. Þannig að kappin, þegar þið fáið að kaupa ykkur saumavél, að taka saumavélina fram, þá eru þið komnir á ákveðið stig. Komin á ákveðið Þú finnur það á lyktinni. Já, finnur það á lyktinni. En ég er ekki ennþá farin að gera leðrið það sem ég ætlaði mér við bara skilur. Ég fór einhverja allt aðra beygju. Já, ég tek undir það. Ég er alls ekkert komin á þann stað sem ég ætlaði mér með saumavélina. Og það var það sem að ég gat alveg hugsað mér þarna á þessum tíma var að ég held í svona stóra kassa full af efnisbútum sem að var að safna þér. Sama hér. Já. Sem að Það er engum efnum hent. Nei, þetta er verðmæti. Ég gat alveg hugsað mér það að bara setjast niður og fara að sauma svuntur og ná sér einhvern smá pening. Já. En það kom inn á eitt. Að fá einhvern til að selja það fyrir sig. Já, ég er að sjá dýnuna þannig hana. Já. Þetta er svona dýna sem lagar sig af. Já. Ég fekk hann á 1000 kall í góða heyrðinu. Þegar ég horfði á þessa dýnu, hugsaði, heyrðu, reglulega þarf ég að skipta undirlag í hundabúrnum. Já. Ég sá alveg fyrir mér, þú er auðvelt að skera hana í búta. Já. Og í saumavél er auðvelt að búa til umslag utan hann. Já. Sem er bara eins og kontakt, risastór kontakt. Það er á svona efni. Já, þetta er nefnilega praktíski þátturinn í þessu er svo rosalega stór. Því þau skýta þetta út, Já. þau rífa þetta. En ég er búinn að læra með saumavélina, ef þú ert með svona, ég með svona prófaði í hittu fyrir það með eitt púlið. Ég setti í það, setti utanum og ég sagði, heyrðu, þetta endist miklu betur. Já. Og það er miklu auðveldar að setja mjúkt inn í það. Já. Það er saumavél. Já, saumavélin og það er líka, það er ekki verið að mata þig. Þú ferð ekki endilega út í búð og kaupir eitthvað, skilurðu, það gerir þetta bara sjálfur. Já. Og þetta er alveg hreinasta snill. Já, það er eitt af því sem er svo skemmtilegt við þetta og ástæðan fyrir því ég fór að tala um saumavélina áðan. En þú veist, ég kaup hana, svo er að laga hana, ég fór eitt frítt námskeið, svo fór ég á annan frítt námskeið. Já.
Á þeim tíma kom í ljós á saumavélinni mín var aftur ómöguleg. Nema konurnar góður sem var að kenna þarna, þær fundi ekki alveg út úr jakkum. Og svo stóð þannig á út af mínum veikindum og ég gat ekki klárað þetta námskeið. En af einhverju ástæðu álpaðist ég inn í búð fyrir svona, þú veit, með tvinnum og heklum og rennilum og þeim að ég átti svona úlpu sem ég elskaði og það eyðilagðist rennilásin í. Og það var einhver kona eldri kona sem heyrði mig kvart yfir og sagði, komdu bara með saumavélina til mín. Og hún hjálpaði mér við það að skipta rennilásin á mjög einfaldan hátt. Hún sýndi mér hvernig hún skerð kennurnar af, þannig að fólk sér ekki rennilásin og saumar rennilásin aftan á. Þannig að það lítur út eins og þú þarft ekki að spretta upp. Já, þarft ekki að spretta upp, af því þú þarft að spretta allir líkinu. Svo lét hún mig gera þetta. Og tók myndaði þar sem ég var hérna, kunni ekki neitt, sko. Nei, sjáðu bara, sko, þetta er nefnilega partur því líka að þetta er partur af einu, frumkvöldum. Segjum sem sko að það yrði heimstyrjöld eða eitthvað. Þú getur alltaf gert klæði á þig. Það er bara hvað áttu, hvað finnur þú til. Og þetta saumavélin er náttúrulega pínlítið bara dæmisaga um þetta. Hvað ertu með í höndum? Og ég ætla að vitna í dóttur mína, það hefur hjálpað henni í námi. Ég læti henni náttúrulega hellinga á henni sjálf. Og við náttúrulega, þetta var ekki bara námið, skilur, það var heimsmál og annað. En þegar hún sagði við mig einhvern tíma þegar hún var búin að vera að ræða með heimsstyrjaldir og annað og hvernig heiminn gæti farið. Pabbi, ég vil vita upp á hár hvað þú ert ef að svona gerist. Og ég segi hana okkur, jú, þú getur bjargað svo mörgum. sem að er svolítið til í hjári, þó ég sé að segja sjálfur frá, að þá get ég tekið hluti. Af því þetta var hann verið bjargað. Já, og ég er kannski með einhverja hluti í höndunum að hvað get ég gert við þetta? Hvað getur orðið úr þessu? Og til dæmis eins og með, ef þú ert að vinna einhvers staðar út í heimi, það er ekkert alltaf sem þú getur hlaupið út í búð og keypt varahluti. Hvað gerur? Bara eins og menn gerðu þegar þeir voru að smíða í bílana sína alls konar drasl og redda sér. Já, og þessi hluti sem maður hefur verið að gera við og laga, maður er bara með það sem maður hefur í höndunum. Fólk er komið svo langt frá þessu að það er búið að missa sjónar á því sem er mikilvægast. Já, og líka búið að missa sjónar á stundum þó að það sem þú býr til í höndunum sé kannski ekkert eins fínt eins og eitthvað sem þú færið ykkur í verslun. Nei. Það er ákveðin tilfinning í því. Það er ákveðin tilfinning í því, það er alveg rétt. En þetta er náttúrulega, þetta er samsæri sko. Það er að reyna að koma fólki sem lengst frá því að vera sjálfbjarga. Já, verða meira háður forsvarsfræðinni. Bara taktu bíl... Og samþykja meira blindandi fyrirskipanafræðin. Já, taktu bara bílana sem dæmi. Eða, já, bílana, bara það er einfalt, fólk þekkir það. Í nýjum bílum í dag eru upp undir, já, það er svona bílinn 250 til 300 skynjarar og móttakarar í bílum. Það kemur gult ljós í mælaborðið hjá þér. Þú getur ekkert gert. Almennur maður, bara bifvélavirki, hann faktist getur lítið gert. Það verður að hafa tölvuna til að plugga við. Ég fór þá leið að ég er ekki alveg tilbúinn að kaupa þetta. Af því að tölvan er bara interface sem þú færið upp í hendurnar. Af því að bílaframleiðandi segir það að þetta er svona. Og þú getur ekkert gert nema að hafa tölvuna. En undirliggjandi er eitthvað sem að heitir Campus, sem er kerfi sem að vinnur á. Ég meina þetta vinnur á mjög lágum voltum og allt það. Þú getur faktisk farið inn í þetta framhjá þessu interfacei. Og þú getur skoðað allar þessar aðgerðir. Já. Þetta er ekkert annað en gamla DOS-systemið.
Þannig getur þú séður, þú setur bílinn í gang, setur niðurstöðun á, þá fer þessi lína inn. Þú getur faktist gert þetta. Þetta er alltaf svolítið flókið, en ég er ekkert allast til þess að fólk fari þessa leiðina. En hins vegar er búið að koma því þannig fyrir að þú verður að fara með bílinn á verkstæði. Til hvers? Jú, þetta er sagt að bílinn eigi að vera ódýrari. Sem sagt framleiðsla, hann verður léttari og allt það. Gömlu bílarnir, það er alltaf menguðu svo og svo mikið. Þú komið inn í þetta mengunarsystem. Þeir menguðu svo og svo mikið og þetta mikið meira heldur en þeir gera í dag. En á endanum, hver er kostnaðurinn á bak við gamla bílinn og nýja bílinn? Þú gast gert við gamla bílinn alveg eftir, ótrúlegasta fólk það setti verkfæratöskuna inn í bíl áður en hann nokkuð annað fór inn í bíl. Þetta er mikill kostnaður þarna, þannig að spurningin er, hvað á endanum, hvort kostar meira? Nýji bílinn? Mörg þægindi og allt svolítið, en kostnaðurinn á bak við þetta. Eins og með Ford þegar hann framleiddi Hamp-bílinn, bílinn úr Hamp. En hvað gerðist? Við höfum talað um þetta áður, að US Steel? Nei. Ef þú gerir þetta, þá seljum þeir ekki stál til þess að búa til. Og það er bara eins og með umræðuna plastið. Það er enginn að tala hvað það er auðvelt að skipta út efnaplastinu yfir í náttúrulegt plast. Því plast þýðir, plast er orð. Ég áttaði mig á þessu út af einhverju heimspeki að menn voru að tala plasticity. Eða plastik í allt öðru samhengi. Og allt í einu fattaði ég það í heimspekinu á ensku. Plastik er hugtak yfir þegar eitthvað er tekið úr fljótandi formi yfir í fast form. Þetta er það sem hugtakið þýðir. Og þá áttaði mig á því plastik er ekki nafn sem var búið til yfir efnið plast. Efnið plast fékk þetta heiti annars staðar. Og það er hvergi talað það þessari sturluðu þjóðfélagsumræðu, þjóðfélagsverkfræði. Hún er bara á einn hátt og þú ég meina, plast, flest fólk setur plast undir einn hatt. En það eru til 100 gerðir af plasti. Og það bælir ekkert í því. Nei, það er ekkert ósað svona langt. En ég ætla að klára eitt í samband við saumavélina. Það er nefnilega eitt punktur sem er búinn að vera svolítið sérstakur fyrir mig. Af því þarna var ég að gera eitthvað sem fyrir mig persónulega, hugtakið saumavél og vinna með efni, er mjög fjarlægt þessum haus. Og þannig að þegar ég var búinn að fara þessi skref sem ég taldi upp, þá hver einasta skref var mér mjög persónulega mjög erfitt. Síðan lendi ég í því þarna, þegar ég kláraði ekki námskeiðið, og saumavélin hafði verið erfið, að hjálpast það inn í búð. Og ég var að tala um þetta við þessar konur. Og þetta var það djúpt að þetta er mér svo fjarlægt að spá í saumavél. Ég fann mér þess að smá sveit að koma hérna á annað. Þetta var bara issue. Þá sagði konan í búðinni við mig, heyrðu, þú hefur verið með tvinn af þessari tegundinni. Já, þú hefur verið með tvinn af þessari tegund í þessum saumavél. Seldu mér svo listina, já. Og það er heldur ekki sama hvernig nálu þú ert með. Nál á tvinni. Við geymum það. Það er smá sviti hérna. Já, veistu af hverju? Veistu af hverju það er? Nei, það eru fordómar. Af því að karlmenn eiga ekkert að vera tengdir við saumavél. Nei, ég veit það ekki. Ég er ekkert viss um það. Nei, maður hefur mismunandi nálgun. Já. Mér finnst ekkert mál að henda mér hún í flókna heimspeki, en að fara að pæla í til dæmis hugarfari kvenna. Þegar þær tala við þig á ákveðna hátt, býta, ef við ekki að ræða hegelisma, það er einfalt. Já. En það sem ég upplifði á þessu ferðalagi var að, saumavélin sat á borðinu í langan tíma. Þangað til ég áttaði mig og heyrðu, þú ert búinn að taka þarna 4 skref, þau voru erfið. En fyrsta skrefið, fjórða skrefið var erfiðara heldur en fyrsta og annað og þriðja. Svo hvað er vandinn? Það er æfing.
sestu niður, öðru hvoru, og saumaðu búta. Já. Þangað til út orðinn klári að þræða, Já. veist hvað á að smyrja, Já. veist hvernig á að snúsu Já. og stilla hérna munstrinn. Svo settist ég niður og ég lagaði eitt koddaver og ég saumaði nokkra búta og svitinn perla á enninu á mér. Svo daginn tók ég sund utan af dýnu. Það er svona dýna á barnarúmi sem er á ákveðnum stað sem að hundarnir fíla að leikja á. En einn hundurinn hafði farið að krafsa í þetta og rifið áklæðið. Svo ég sagði, hvað er ég að gera? Saumaðinn. Saumaðinn. Nefnum ég þurfti að klippa úr og setja bót og ég klúðraði því reyndar og bótinn snýri ég þurfti að setja 2 bætur og önnur snýri vitlaust, en svo gerði ég þetta. Ég var klukkutíma að þessu. Svo setti ég þetta á. Svo horfði ég á þetta. Og ég allt í einu fattaði, vegna þess að sko, það var svo erfitt að setja áklæðið í saumavél, það var svo umfangsmikið. Að þetta er utan af illi dýnu. Svo ég horfði á árangurinn og í 4 sinnum þurfti ég að taka allt raslið úr af því að flæktist í spólunni. Undir plötunni í spólunni. Og ég þurfti alveg svo horfði ég á þetta og ég fór í huganum yfir hvað þetta hafi verið flókið fyrir mannin fyrir 5 skrefum. Og það er þarna sem að varð ljóminn fyrir mér. Þú einsettir þér að fara einhverja leið. En þessi leið tók mig 2 ár. En ég tók hana bara þegar ég var tilbúinn, næsta skref. Svo kemur skref að skrefi og svo... Allt í einu finnst mér þetta ekkert mál. Daginn sá ég á einhverju sölusíðu á Facebook, þarna Brask og Brall síðunni. Ég missti af henni. Það var gömul, vel uppgerð húskvarna saumaður á 10.000 kall sem er betri, sem er bara vitað að þetta módel er miklu betra en módelið mitt og ég var búinn að sitja yfir það yfir heila helgi og ég tíma 10.000 kallinu. Svo fór ég á mánudegi og það var sóld. Það hafði einhverju verið fyrri til að grípa gripinn. Þú ferð vegalengdina, þú leggur hann á þig, en sko, þú tekur fyrsta skrefið, það var erfitt, svo slakar þú bara á, svo tekur þú næsta skrefið. Þegar þú ert til, það getur tekið mörg ár. Það getur tekið mörg ár og það er ekkert af því. Nei, það er einmitt það sem maður lærir. Bara að slaka það á. Og þetta kemur. Tekur þetta í skrefum eftir því sem þú getur handlað og það sem þú ert tilbúin til. Það er ekkert öðruvísi. Þetta er svona í... Það er alveg sama hvað fólk tekur sér fyrir hendur. Þetta er svona í öllu. Já, og það er eins með bílinn. Ég til dæmis gerði alltaf í bílana mína sjálfur. Þangað til þeir urðu tölvustýrðir. Og það var eitt í þessu til dæmis, af því að sko, ég fylgdi þeirri stefnu í mjög langan tíma að kaupa aldrei bíl sem kostaði meira en 100 skall. Ég bara keypti ekki bíl sem kostaði meira en 100. Það var yfirleitt var ég á þessum ódýru 100 króna bílum í kannski ár að meðaltali, frá 8 til 18 mánuði. Á þessu tímabili þurfti að skipta bremsuklossa, stundum dempara eða kveikjuþræði og vifturinn. Þetta var basically it. Þetta var hlutir sem gat skert út á staðið. Getur það alveg. Og aðferðin til að læra það var að taka þetta í sundur. Ef þú tókst þetta í sundur, þá sástu hvernig þetta fór saman. Í fyrsta skipti sem ég skipti bremsuklossa, það var á amerísku bíl. Það tók mig klukkutíma og korter að gera það farþegamegina fram. Það tók mig korter bílstjóraveginn. Þetta er, þú lærir mest á því að taka sundur. Þess vegna er það þegar við gerum mikið í vinnuvélageranum að stór hluti af því sem þú ert að gera, það er þegar þú ert að taka sundur. Og þú mátt aldrei fara fram úr sjálfur með það. Það þýðir ekkert fyrir þér alltaf að fara að rífa og tæta og alveg hreint í spað. Þú ertu bara með eina hrúgu, þá ertu í vondum máli. Þú verður, og símarnir, til dæmis myndavélarnar í símanum koma sér mjög vel. Þetta er orðið í dag tiltölulega flókinn búnaður. Þá ertu bara alveg hreint eftir eitt verkefni, þá ertu kannski með 50 myndir. Ef þú þarft á því að halda, þá er þetta alltaf. Þú lærir nefnilega mest á þessu. Það var eins og þeir gerðu heisbækurnar, heismanuala.
Það maður sem bækur sem heitir er frá fyrirtæki sem kallar sig Heips. Já. Og þeir gefa ekki út svona bækur í okkur. Það er mjög lítið um það. Og ástæðan er einföld. Það er svo mikið mál að rífa þessa bíla í sundur. Já, það er orðið stór mál. Þú færið eitthvað online hjá þeim, sko. Já. Fyrir sögum mótel. En það er út af öllu þessum skynjunum. Þú þarft að hafa, og hluta af því sem ég er að smíða er einmitt til að prófa að skynja. Og sumt er líka með það sérhæft bara með verkfæri. Já. Þú veist, hvaða verkfæri þarftu fyrir BMW með svona bremsur? Já, það er partur af þessu. Það er að þú getur aldrei verið í öllu. Sem er aftur specialization, marxismi. Já. Og til dæmis eins og með þú tekur til dæmis bor sem bor á sprengjuhólur. Áður fyrir þá var það þannig að þeir voru bara með nokkra stangir, pulsastýrt og allt það. Í dag, það er rafmagnstafla inn í svona bor sem er svona stór. Og hún er full af alls konar skynjurum, tölvum, ferð ekkert í þetta. Þetta er vissan áttu öfugþróun. Já. Þú vissir ákveðna stillingu. Og veistu af hverju þetta kemur til? Það er öryggisþátturinn. Það er einhver sem vil hafa valdið yfir því að þú farið ekki að voða. Til dæmis, já. Það er alveg fleiri þættir líka. Já. Þetta er í hug eitt að tala um bílana. Ég átti hérna Pajero Sport, sem er L200 bílinn, nema bara yfirbyggur. Hann er ekki með palli. Nei. Og ég keypti þennan bíl á vissan hátt út af þrýstingi frá konunni sem ég var með þegar ég keypti þennan bíl. Ég vildi kaupa ódýrari bíl. Við keyptum með nánast nýjan bíl. Og ég lærði af því. Ég vil ekki vera, ég er komin aftur í gömlu stefnuna, þó ég vilji vera á jeppum, en þá vil ég bara vera á gömlu drasli. Og það er miklu ódýrara þegar upp í staði. Og þessi bíl, ef þú opnaðir húddið á honum, þá var það bara stútfullt. Ok, þetta var fínn bíl, sko. Þetta er skemmtileg bílar. Ég er mjög hrifinn af, sko. Ég er tvisvar búinn að sjá í vetur auglýstan L200 Ford-bíl, sitthvoran. Og í bæði skiptin bara, annars skipti var ég bara aðeins og seinna ná honum á 80 skall, sko. Bara Ford-bíl, í fínu standi. Svo daginn var annar auglýstur á 200 skall. Ég er að reyna að fá hann til þess að samþykkja 100 skall. En ég elska þessa bíla, L200. Þetta eru snilldar bílar. Og eins og Galloperinn er sami bílinn, sko. Ég átt svoleiðis bíl líka. En það er náttúrulega bara með sum módel og þú kynnist þeim og fellur fyrir þeim. En síðan kaupi ég þarna 71 módel af þarna Ford-bílinn, Land Rover Ford-bílinn sem ég átti. Hann er með 2,2 dísilvél. Pajeron var með 2,4 dísilvél. Það er nánast engin stærðarmunur á vélinni sem hann er. Það er heilmikill aflmunur út af túrbínunni. Og líka út af þéttleikanum í vélinni sjálfri. Hún sér eftir landróðinu. Hún heyrir það. Fór inn í búr. Fór bara inn í búr. Þú getur bara átt ykkur. Þetta er einu hundurinn minn sem er illa í búr. Það er að taka svona umræðu. Ef þú opnar húddið á gamla landróðinum, nóg af plássi. Það er fullt af plássi. Ekkert mál að komast af öllu. Það eina sem er smá máli er startarinn. Það er smá vesen að ná startarinum. Man þarf eiginlega að vera bæði undir og yfir í einu. Landróðurinn er svolítið þannig. Þegar þú tekur eitthvað í sundur, þú þarft eiginlega liðlétting með vænsgripið hinum megin til að halda á móti. Landróðurinn er svolítið þannig. Hann er svona breskur. En hann er náttúrulega gerður fyrir Afríku, þar sem eru 10 svertingar einu og nei, léttspögg. Léttspögg. Ég varð að segja það. En sjáðu munin, sko 2,2 dísilvél ræður alveg við, til dæmis Galloperinn eða léttan L200. Ef hún er rétt meikuð. Í kringu 1970 voru það ekki gerðar þannig. En ég var oft á pæli því þegar ég var að vesenast í landróðinum. Því það er sagt, sko landróðurinn gat ég farið. Ég fann bók, ég keypti bók um hann og
það tók mér svolítið tíma því ég var eiginlega dottinn út úr þessum gír að gera eitthvað í höndunum. Ég var dottinn út úr þessum gír og ég er ekki ennþá dottinn í hann. Nei. En við landróðurinn og var ég á sumrin en það var gott veður og fór ég út á stæði og var að fikti hún. Og smátt var hann orðinn bara góður. Já. Og ég var ofta að hugsa, á hverju gerði ég þetta ekki við Pæjurinn? Það var svo mikið mál. Já, það flóknar á. En þetta var ekkert, sko, það var eins og heil öld á milli, eins og að fara á tvíþekju í þotu, sko. En þetta er sami mekkan á þessu. Það er líka, sjáðu til, ef þú tekur þessa umræðu lengra, af hverju er ekki bensínvélin eða komin einhver önnur, einfaldari. Jú, fólk bendir á það í dag eins og með það þetta er allt orðið meira og minna tölvustýrt og það er að nota bensíni betur og allt. En þetta er sami sprengirjöfullinn. Þetta er nákvæmlega það, býttu hefur ekki orðin einn framþróun. Jú, bæta við einhverju tölvuköpum og... En allt hitt. Það er að segja með það að það sé ekki til eitthvað annað. Já, ég myndi eftir bara í hugum sem með gömlu Toyotunar. Ég man eftir því ég átti Daihatsu Charmant. Já. Þú veist, þú manst þetta litlu Daihatsu Charade. Já. Sem var mjög vinsælir bílar. Já. Bæði gamla útgáfan og nýrri útgáfan. Já. Og ágætis bílar. En svo var, Charmantinn var Toyota Celica. Já, alveg rétt, já. Það er rétt. Þegar mér vantaði eitthvað í Charmantinn og það var ekki til, flettur Toyota Celica 2 árum á undan. Já, þetta er rétt. Það er fullt af svona dæmi. Fullt af svona dæmi. Já, þetta er eins og með Cessnuna, flugvélina, þú tekur hana sem dæmi. Með Bronco-startavíkinni. En þú mátt ekki kaupa Bronco-startara. Það kostar sko, segjum bara 50.000 kall. Þú voru að kaupa Cessnu-startara sem kostar 150.000 kall. En það er fullt af svona. En þetta er engin samsæri, þetta er einhver öfug þróun í hugsun. Það er mín skoðun, sko. Þú veist, það er ekki hægt að búa til svona mörg flókin samsæri. Þetta hlýtur að vera hugafar. Þetta er hugafar, þetta er ekkert samsæri. Þetta samsæri kjaftaði, eins og ég segi svo oft. Sko, auðvitað er það, skiljum okkur talið trú. Tökum bara þetta með Cessnuna, tökum það sem dæmi. Þá er talað að það þurfa að vera ákveðið flugöryggi. Við erum sammála það. Það er þannig. En flugöryggi kemur startaranum ekkert við. Ekki ef þetta er jafn áræðilegur þetta. Já, það er bara einhvern veginn, þá missir fólk sýnina á hlutin. Ok, þetta tilheyrir fluginu, þá verður þetta að vera svona. Já, en þá kemur þetta líka inn í það er svo mikið af fólki sem er búið að setja upp aðferðir, reglur, útfærslur. Fólk sem hefur dottið inn í, þú veist, það er ekki bara stofnanirnar sem er að setja viðmiðunarreglur. Það er líka, sko, það er til ákveðin stærðargráða fyrirtækjum. Já. Bara tökum hérna AT&T í Bandaríkjunum. Já. Flestir viti, hvaða fyrirtæki er það? Þetta er mörgir tugir þúsundar starfsmenn. Já. Þetta er skrifræði spákn, ríki í ríkinu. Já. Hvað er þetta með? Já, ok. Þannig að ég ætlum að það fundi. Já. Þetta er eins og daginn. Að þú veist, það er ákveðið svona mindset. Fólk með ákveðna sem það fer ekki undir yfirborðið, það fer ekkert að hugsa visku, það spilar með, lætur ekki sig heyra á fundum eða gæti orðið óvinsælt. Bara alltaf svo. Það stækkar hópurinn, það verður flóknar allt í sviðum, hérna er einkageirinn, hérna er opinberi geirinn og núna er búið að finna út að þetta er þriðji geirinn og það er búið að búa til, það er samsæri. Það er alvöru samsæri, sem er í leynivídeóinu. Já. Það er búið að finna út hérna grátt svæði á milli geirana og það er verið að byrja að slá út girðingu utan hann og ég væri ekki hissa þó að Ísland sé pröfuverkefni á því. Nei. Og við erum búin að dokumenta. Já, við erum búin að því og það er sko... Þetta er hugafæri. Uppskriftar hugafæri. Uppskriftar hugafæri og það er til dæmis eins og með búð í Bandaríkjunum eða verslunarkeðu sem hét Radio Shack
ég því miður ekki, komst ekki inn í hana. Hún farin á haus núna. Og Já, maður er oft eitt þetta nátt. já, þeir seldu sko alls konar íhluti og alls konar svona rafeindastöf og Hvað það? ýmislegt í tengi. En af því að fólk er hægt að gera hlutina sjálf og Já, ég mig grunaði það. Pálmi Stein. Já, hún búin að finna það. Það saman á þetta. Við sjá. Lónt ekki verið að naga þetta. Já. Og þetta er alveg eins og með sko, eða þetta, að fólk hefur ekki ráðan fyrir þessu. En þetta kippist út einn þráður, eða það er búið að taka það út að þú getur farið og keyptir eitthvað til þess að gera við. Svona er þetta smá tíma. Eða það er svo mörg saumavélaskrefin að staðunum. Já, og það er til dæmis búð sem mér finnst rosalega gaman að koma inn í íhlutir í Skipholtinu. Þeir selja svona... Ég var einmitt að hugsa það er svona íslenskt rétti og segja. Já, einmitt. Ég þarf að eiga dálítið tíma ef ég fer að minni. Ég er ekki búinn að vera eins og grár köttur hjá þeim og það er að hjálpa mér með það sem ég er að gera. Ég veit ekki hvað maður stæði ef þessi verslun færi. Já, svona búðir alltaf til og þetta er alveg eins og þetta er svona manni dettur í hug ég var að tala með sko vatnskálar fyrir hundana mína. Já. Ég kaupi þessar skálar af því það er með svona gúmmibotni. Já. Og hann gerur snilldar skálar. Þetta er úr reiðfríu skáli með gúmmibotni. Þetta er gerð fyrir iðnaðarhús. Já. Bara ég datt ofan á þessu búð. Já. Þú finnur í öllum samfélögum búðir sem eru sérhæfðar fyrir ákveðna markaði. Já. Búnar til að hernum. Búnar til að hernum. Það er eini iðnaður sem er hernum að búa þetta til. Já, ef þú getur selt í hér, þá ertu í góðum málum. Já. Þú veist, engum dettur í hug að búa til einhver svona sérhæfðar búðir fyrir markað sem enginn sér. Nei. En þú dettur inn á, eins og bara með saumavélaviðgerðina, af því ég vissi af því frá því einhvern tímann, að fyrrverandi sambýliskona mín hafi keypt húsbarnasaumavél. Á þeim tíma gerði hún heimavinnu, hvaða vélar eru bestar, Singer, Paff eða húsbarna. Já. Hún heyrði fljótlega allir sem hafði reynslu af saumavélum bentu á, keyptu Paff eða húsbarna. Já. Og svo rakst maður á það að í Paff-umboðinu er eina saumavélaverkstæð á landinu og þeir gera allar saumavélar. Já, hvað af 70 ára aftur í tíma, sko. Þannig ég vissi af því að þetta væri til þannig. Já, ég reynda þegar ég var að gera upp saumavélina þá fékk ég einhverja varulist í á þetta. Já, þannig að þú veist, maður safnar saman, þú veist, hvar get ég nálgast þetta, hvar get ég nálgast hinn? Það verður alltaf erfiðar og erfiðar. Já, maður þarf bara að vita að þú getur borðið eftir. Já. Og það er margir sem veit ekki að þetta bera sig eftir. Nei. Þú þarf líka að hugsa það svolítið öðru vísi. Þú ferð ekkert í Bónus og kaupir þetta þar skilur eða heldur, já, heyrðu, það gæti verið til í þessari búð. Þú sé að selja kannski eitthvað allt annað, þú getur notað þennan þar. Svo líka það, já. Já. Það er oft þannig að þú þarft að bara ímyndunar við. Já, heyrðu, ég gæti notað þetta. Og svo náttúrulega eins og einn kunningi minn sko fórtíðinni sem er snillingur í að gera hvað sem er. Já. Hann tekur bíla í sundur og lengir þá eða og hann keypti sér sænskan trukka utan lengdan 60 cm, beið svo eftir að rakst á auglýsingu þar sem einhver var að selja vél úr 6 cylindra bensínvél úr Land Cruiser og náði vélinni og skipti út vélinni í trukknum að því hann langaði að búa til 3 hjóla trukk fyrir ákveðin verkefni. Já. En sko þegar ég hitt hann síðast, þá var hann einmitt að sýna við bílinn og hann var langt kominn að breyta honum sko. Ég þekkir hann kalla vel. Hann er ekkert að fara upp á fjöll á þessum bíl. Þegar leið og bílinn verður notaður, þá kemur eitthvað annað inn í skúrinn. Og fyrir utan hann átti hann gamlan benskálf, hann hafði náði gamlan benskálf, hann hafði tekið kálfinn, tekið hann upp á grindinni, skipt framhásinguna, sett 4-hjóladrif á bílinn, hækkaði hann aðeins í leiðinni, hann var komin á 35 tómmu dekk og bílinn státaði ennþá var búinn að standa í 2 ár út á slag, það er 99% tilbúinn, þannig að hann var búinn að missa á hann. En þessi gaur, ég var einu sem með skrifstofu þegar ég var með tímaritið
og ég hafði fengið lánað að nota það símstöð. Ég var með 2 símalínur inn í húsið pluss eina faxlínu. Já. Þannig því ég þurfti að nota svona mikið síma. Já. Því ég var reglulega með ákveðin átök í gangi að selja áskriftir. Bara símaátak sem ég stýrði sjálf. Já. Og þá var ég með bara, þú veist, með 3 símalínum, þá gastu verið með 10 línur. Með í gegnum svokallega fjölsíma í stöð, ef þú hafði símastöð heima. Og 5 útstöðar, sko, þú veist, þetta var ógeðslega cool. En síminn hafði tengt þetta fyrir mig. Svo var ég að flytja, ég hafði vist í skrifstofuna og síðan hafði leigt. Ég var að fá aðra. Og það hafði verið selt húsnæði eitthvað álíka. Og ég var eitthvað, og hafði rambað á alveg frábært húsnæði sem var ekkert í neinni sölu bígerði, var svolítið klátt. Þannig ég fekk það ódýrt og þetta var bara cool. Og mjög spenntur yfir þessu. En ég hafði smá áhyggjur af því kostnaðinni með að flytja helviti símstöðina. Kemur vinur minn og sagði þetta er ekkert mál. Sko ég teki þetta bara í sundur. Og ég set miða á alla þrætti og set þetta bara þetta. Og hann var eina helgi að þessu. Hann er snillingur sko. Takk þetta bara í sundur. Já, takk þetta bara í sundur. Takk í sundur og merkja. Alveg bara grundvallar atriði. Og setja þess aðeins inn í hvernig lókíkinn á bak við. Þetta er allt yfirleitt ykkur hundalókík. Nei, þetta er mjög einfalt. Segi ég ekki. Ger ekki símalínur, þetta er bara 2. Þetta er eins og, þegar ég var í Hittaveitinu, það var símvirki sem sagði við mig að ef þið grafið í sundur kafla, Ragnar, ég veit þú getur það, splæst alltaf saman. Þá verður við koma, þá hefur viðkomandi, það er að segja að það var ekki einhver 500 línja stengur þetta var líka. Svo verðum við fyrir þess að við tökum í sundur 10 línu kafal. Og þá kennum við á pöruna og hvernig þetta virkar allt saman og ég tók til og skræla hann og snýra hann saman. Það vildi þannig til að það var akkúrat hringt í númerið þegar ég var að snúa saman. Og þá ertu nefnilega færðu hörkustuð. Já, þú meinir. Já, ég skammaði hann alveg hringt svolítið djöfumest að maður fær strömm, ég var búinn að spyrja, fær maður eitthvað strömm úr? Þannig að ég var ekkert gamall þetta var. Nei, það var enga strömm úr þessu, svo næstu ég þetta, helvíti fíblið þetta, ég fekk alveg hörkustuð. Það hefur einhver akkúrat hringt til að snúa saman. Þá færðu nefnilega stuð. Og það þú færð hörkustuð sko, þó þetta sé ekki mörg volt en það. Ég bara alveg, já, ok. En pröfa, fikk það. En við erum komnir á þennan stað að sérhæfingin, þessi flokkunarmarxismi, uppskrifta hugsunarhátturinn og dímoniseringen ef þú heldur því ekki á réttu línunni. Og við erum að sjá fólk, sko, þetta er bara eins og umræðan það, já, það var að setja reglur tálmunn. Reglur tálmunn. Og maður hugsar, þú veist, ég veit ekki, þú veist, maður horfir á þetta og hugsar, á hverju finnst sumum okkar, okkur finnst þetta svo augljóst. Það er að hluta til að því við erum búin að fara í gegnum ákveðna hluti. Stór hluta fólki það bara líður áfram. Það þarf ekki að eiga við reglugerðir, það þarf ekki að eiga við bjórukarnir. Það þarf ekki að eiga við eitt eða neitt, þetta bara líður áfram. Já, og þau eru með kosningaréttinn. Já. Svo að lýðræðið er samsæri. Lítið samsæri maður. Já, það lítur þannig úr. Já. Gefðu öllum atkvæði, þú veist að 65% af fólki mun kjósa eftir fyrirsögnum. Já, þessi fyrirsögn, já. Og trúa á uppskriftir. 10 leiðir til þess að missa 5 kíló. 10 skref. Bara fylgdu skrefinu, ekki hugsa. Fylgdu skrefunum, já. Og þetta er eins og með, ef þú tekur þetta með. Og þú veist hvort ekki almennileg manneskja en þú náir aðeins þessum 5 kíló. Já, það er eins og með fituna, þú mátti ekki borða fitu, þetta var bara banvænt. Veitu hvað kom í umræðum í dag? Það var kannski ekki eins slæmt. Já, svo tökum eitt dæmi. Þróun mannsins. Mannum var kennt í skóla. Þetta er náttúrulega kenning, en hún er presenteruð þannig að þú tekur ekki eftir hún er kenning. Kenning breytist í sannleika. Þér var sagt hérna frá Ramabi og Sunnabi og Cro-Magnon-maður og Homo erectus og svo kom hérna Homo sapiens og Homo sapiens sapiens og neanderdalsmenn voru til hliðar og
og svona. Já. Og ef þú trúðir ekki þessu, þá varstu bara ekki í lagi. Ok? Já. Og þú tókst ekki eftir einhver segði þér það að allar myndirnir af þessu fólki, 99% af því var hugar ímyndunar af listamannsins. Já. Og ef þú skoðaði fórst ofan í beinabrotin sem voru til, þá voru þetta bara einhver ólöguleg beinagrind og hvernig þessu var raðað saman var ímyndunar af vísindamannsins. Sem að raða þessu saman og sagði þér eitthvað líkumlætur og tilgáttan og aldursgrein, kolefnisaldursgreiningin. Já, kolefnis. Og þú veisir ekkert það hvernig kolefnisaldursgrein, já það hljómar vísindalega. Já, býttu allar að trúa innan sköpunarsögu Biblíunni. Býttu nú hægur. Þegar ég var á aldrinum 15, 25-30 ára, það var mjög mikið hampað Cro-Magnon-manninum. Ef þú ferð í dag í sköpunarsögu mannsins, það búið að taka Cro-Magnon-mannin út. Nú það? Þannig horfið. Ok. Í staðinn komin Homo heidelbergensis. Og það það komið fram hérna neanderdalsmenn og Homo heidelbergensis í Evrópu og út úr heidelbergensis kom Homo sapiens og neanderdalsmaðurinn dó út. Og Richard Dawkins kemur og flengir þig ef þú trúir þess ekki. Rétt. Akkúrat. Vittu? Já, vísindin eru búin að sýna þetta og Darwin hafði rétt fyrir sér allt nema morality. En þess að morality var rangt hjá Darwin, morality var rétt hjá Karl Marx. Og þetta þýðir að þú getur, og Richard Dawkins viðurkennir þetta, og þetta þýðir það þú átt að láta skólakerfið alveg börnin þín. Og þú átt að setja reglur það að þú mátt ekki tálma hinu foreldrinu, annars ferð í fangelsi. Og ef þú elur ekki barnið upp rétt, þá kemur hérna barnavaldanefnd og tekur af þér barnið þitt. Sjáðu fréttin í vikunni. Faðir hans Eyjóls kominn fékk fullt forræði yfir synum sínum. Frá Norsku ríkinu og Íslenska ríkið samþykkti hann mætti eiga barnið sitt. Og hérna séu það hallar þjóðinni, já, vondur mamma, vondur afi, já. Heyrðu, frétt í vikunni. Nýjustu kenningar uppruna mannsins eru að uppruni mannsins var ekki Afríku heldur Evrópu. Þetta nefnilega svo áreiðanleg vísindi síðustu 50 árin. Já, það var alveg vísindi. Það var bara ekkert Lucy í Eþíópíu. Nei, Kenía. Það var einhver önnur mannabategund. Það var einhver önnur mannabategund í Evrópu eftir allt saman við vorum að finna þetta út. Og ef þú trúir þess ekki, þá setjum við þig á flokk með trúarbragða fólkinu, þú veist. Og þið eruð sturlaðir, samsæringarnir, þið eruð bara sturlaðir. Við séum Harmageddon á ykkur. Já, sjáðu eins og með hérna, skal ég segja þér, það sem við ætlum einhvern tímann að tala með plasmabelti. Það er á listan. Já, ég veit það. Við erum ekki búinir, sko. Nei, ég veit það ekki. Það er það listi. Já, við erum ekki búinir. Ég ætla að stóka alltaf þannig svo. Það er alltaf nýr og nýr listi. En séu hvað stendur hérna aðeins? Heitt á. Færa skrúfuna. Já. Færa stilli skrúfuna. Já, færa með. Þegar ég var 15 ára, þá fór ég á radioamatörnamannskið. Og allt leið með það og svolega gaman að þessu. Ég hef alltaf verið inn á þessari línu að allt í sambandi við radiovísindin og það allt saman. Og sem dæmi, nú er það nýjasta nýtt í dag sem radioamatörar. Þeir voru bara með, þetta voru bara gúrúar á sínum tíma með sína talstöðar, hafðu samband allan heim og allt það. Veistu hvað er það nýjasta nýtt í dag? Það er að verða radioamatör á netinu. Og ég bara satt fyrir fram að þetta alveg dóðfalli. Getur allir orðið radioamatör á netinu? En þá er verið að koma því þannig fyrir, á þess að ég ætla að vera með einhverja alhæfingu. Það er að ýta hinu út. Sjálfstæðið. Það er að ýta því út af því þú ert sjálfstæðið með þína talstöð þarna og þitt radioamatörs system. Nú er þetta komið inn á netið.
Þegar ég spurði á sínum tíma, þegar kennari var að kenna okkur allt þessar radíóbylgjur og hann sagði okkur frá því að ég ábyggilega sagt þetta áður en það síðast ég man það ekki. Hann sagði okkur það, hann var eiga einhvers staðar mjög sunnarlega á nettinum sem að náðist held ég 2 á ári samband við frá Íslandi. Og ef þú náðist sambandið þarna, þá fyrstu náttúrulega viðkomandi sem var þar, hann sendiði náttúrulega kort tilbaka. Og þetta þótti svona eitt af medaljónum sem okkar setti upp á vegg. Já, þeir skiptast á kortum. Já, þeir skiptast á kortum. Það hringdi í mig eitt svona gaur sem að það er félag. Hann var að spáði hvort ég geti hjálpað sem með að forrita gagnagrunn fyrir svona nót. Já, ok. Og hann sagði mig yfirleitt um þessu kort. Félag radíóoperatора. Þeir safna svona merkja við, þú veist. Þú sendir á móti. Nema það. Að hann segir okkur, já, radíóbylgja fer hérna upp í heiðgólfið, eða sem sagt, já, heiðgólfið, niður aftur á sjóinn, endurkastast og svona, og niður á eyjuna. Þetta landfræðilega séð, þá getur þetta bara skeið 2 á ári frá Íslandi. Já, ok, maður var náttúrulega svona alveg hugfanginn að þessu, en má ég spyrja að einu? Hvað var það? Hvernig fór radíóbylgjan út í geiminn? Hvernig gafstu sendt radíóbylgjunni ef hún fór, allar radíóbylgjur fara upp í heiðhvolfið og svo niður aftur? Hvernig gafstu sendt það til tunglsins? Ragnar, sko, það þýðir ekkert að vera með svona ótósnúninga. Þetta er efni sem við þurfum að taka fyrir seinna. Vegna þess að þetta líka kveikir á öðru í sambandi við talstöðvarnar. Sem að ég var að pæla í daginn, sem að ég er ekki búinn að klára að hugsa. Ég veit ekki alveg hvað nefið er að segja mér hérna, sko. Þú veist. Það er spurning hvort þau maður er eitthvað að gera það óvært. Já, nei, það er, ég bara var að hugsa daginn, sko, það er mjög einfalt. Ég man þá tíð að ég átti sérbiðstöð í bíl. Já. Og mér hafði verið gefið þetta, ég hefði sett þetta í bílinn, það er langt sem þetta var. Þá voru menn hættir með þessar sérbiðstöðvar. Þetta var bara svona í lokir af því. Og ég var samt, hafði gaman að vera með þetta til þess að hlera rásirnar, hvort að við væri eitthvað að nota þetta. Og það voru einhverjir 2 kunningjar mínir sem áttu sérbiðstöðvar. Já. Og annar þeirra var með hann uppsetta heima á sér. Já. Og hinn, þegar hann frétti að við vorum 2 með þetta, hann setti sína í bílinn aftur. Og það var í nokkra vikur sem við vorum 3 að nota þetta slatt á milli okkar. Bara sérbiðstöðvar. Já. Og ég var að hugsa þetta bara í daginn, ég hugsaði, býttu, af hverju datt þetta út? Þú getur verið með ódýra sérbiðstöð heima hjá þér. Já. Og í bílnum þínum, og í vinnunum þinni, öll fjölskyldan getur verið í stöðugu sambandi. Þannig að það er ekkert leynd og heyrðu Maggi, komdu við og keyptu mjólk á leiðinni heim. Heyrðu Sibba mín, ekki vera lengi í skólanum. Á sínum tíma, þá var þetta heilmikið samfélag. Þú veist, þegar ég... Þetta er bara svo sveitarsýn. Þetta er mjög eðlilegt. Já, þegar ég er þarna á þessum aldri 15-16 ára, þá var ég með sérbiðstöð heima. Og þá var þetta, ég man eftir því að á laugardagskvöldum, ég nefndi ekkert að horfa á sjónvarpið, ég var ekki mikið fyrir það. Ég hef svo sem aldrei verið þannig. En þá var einn sem var með orðabók, gátubók. Og hún lá ekkert á lausu, þessi bók. En hann var að lesa upp og við hinn vorum að geta. Þetta var heljarlega skemmtilegt. Já, getur við mjög. Já. Þarna voru bara allir á sömu línunni. Pælandi í því og hann las og það var verið að, þú veist, þetta var bara svona spurningar. Og þetta var á hverju laugardagskvöldi í, bara á annað ár. Það var alveg mjög skemmtilegt samfélag. Þarna, svo koma símarnir og allt það. Þarna ertu búin að útiloka, þetta er partur af því að þú ert að útiloka samskipti. Já, þetta er líka partur af því sem ég var að pæla daginn. Ég held þess að við töluðum þetta held ég í síðasta samtala. Flughafnir eru snilldar fyrirbæri til að kortleggja all ferðalög. Já, þú var að tala um það. Vegatollar út úr, við vorum að tala um þetta öðruvísi. Þegar daginn. Já. Þegar skipaferðirnar hættu, þá fórst í gegnum flughafnar.
þar með ertu dokumentar. þú ert dokumentar, alveg. Það vita allt um þína ferðir Já. og hvar þú ert. Það er eins með vegatollana út úr höfuðborgunum. Já. Og þetta eru komið, og ég var að tala um þetta í vídeo á enskum daginn, við fikk komment bara samdags, þú ert að tala um eitthvað sem er búið að vera lengi í gangi hérna út í Bandaríkjunum. Já. Vegatollar, rafrænir vegatollar út um allt. Já. Og þetta verður ekki, þú ert allstaðar kortlaður. Já, Og labrafstöðunar, já nei, þú ert komin inn í farsímana. Já. Þú ert búin að vera, þú veist, þessir iPad-símar, eða þessi iPhones Já. og Android-símar með hérna location. Já. Þetta er ekkert með IP-tölur hérna, þetta er ekkert að gera hérna með satellite staðsetningu. Þetta er allt að gera með að þú samþykkir triangulation. Að þú sér búin að kveikta fyrir, þú ert búin að skrifa undir að það megi triangulata staðsetninguna þína. Þú ert komin inn í systemið. Þú ert komin inn í systemið. Þú ert komin út úr því sem var frjálst inn í það sem er undir eftirliti. Undir eftirlitinu, já. Og ég rakst á Þú grein ert búin að kveikta fyrir það. þegar ég var núna í vikunni í einhverju blaði, ég var ekkert í hvaða blaði var og það var það sem ég gleymdi að taka mynd af. Það var eitt af því sem við vorum að tala um. Það er að í Svíþjóð eru nokkur hundruð manns farin að borga með örgjörðarkorti í... Já. Það er komið, fólk er að setja það sjálf hljótt í sig. Til að borga í, veitu hvað er í þessu? Þú veist, ég bara svitnaði. Og líðurinn tekur þátt í þessu. Það er ekki homo sapiens, það eru Chroma-Knops. Já. Í alvöru? Já. Þau eru með virt það gen í genakenninni. Já. Og ef að fólk trúir á þessa þróunarkenningu, ég man eftir einu þegar ég var 15 ára, eða 14 ára eða 13 ára, þegar ég var verið að kenna manni þróunarsögu vísindin. Það var meðfram í bókunum minnst á, ég man ekki hvort hann hétt David Leakey eða Richard Leakey, og sonur hans tók við eftir hans dag. Það var gaur sem var í því að reyna að grafa upp beinaleifar og reyna að finna út fornminjasögu landsins. Hann var með alltaf kenningu sem hann hét á íslensku hæfimaður. Hann sagði nei, þessi rafmagnar og sunnabar og krómagnar og nei, þetta þið að gelta á eftir röngum mána. Það var önnur tegund sem ég hef búin að rekja sem er hæfimaður. Ég man ekki hvað hann heitir á ensku. Þegar ég spurði kennarinn út í hann, hvað með hennan Leakey? Já, hann er bara eitthvað vitleysingur. Það tekur enginn mark á hann. 10 árum seinna, þú veist, þetta er 13-14 ára. Þegar ég var eitthvað á aldrinu 25-30, þá fór ég að finna upplýsingar þennan Leakey og ég fann út að það eru fullt af aðilum sem styrkja hann, hann gefur út fullt af bókum, sonur hans tók við eftir hans dag og það er fullt af fólki sem er á hans línu. Það tekur enginn mark á þessu, þetta er bara eitthvað vitleysingur. En það er búið að fullt af fólki búið að tæta opinberu söguna í tætlur. Það er fullt af fólki búið að því. Bara þetta litla dæmi sem ég var með áðan ætti að vera nóg fyrir hvern heilvita mann til að efast þessa frásögu. Ég er ekkert að segja Biblían sem er réttari sögu. Nei. Þú veist, Biblían er líka document authority. Með fullri virðingu, þú veist, að ég er að spáða og það er hinn týpurinn. Þú veist, en sko, já, nei, það vildi ekki að spáða hann er bara minnst á í bókinni svo að sé ekki búið að, svo að ef við þurfa að segja seinna, já, við sögðum ykkur frá það. Já, hann er í dokumentinu. Þú veist, en ok, fólk trúir þér, já. Sunnabi og Lucy og Ramabi og allir rabarnir. Það þýðir að þú ert með genin þeirra í þér og það þýðir, ef að genakár hefur rétt fyrir sér, að þú getur haft mismunandi bara rófar í þér hvaða gen er ráðandi. Ég hef oft séð svona... Ef þú ert með krómagnum genið ráðandi. Meina þú búin að, ef fólk trúir þessum vísindum, þá er þetta rétt hjá mér, vísindarlega. Ef þetta er rétt, þá fekk ég einhvern tíma sýn, svona að ég sé svolítið mikið myndið. En þá var þetta með genin, sko, þetta er bara eins og rafmagnsstafla. Já. Þú slæðir bara inn, þú slæðir út. Veitu hvað hendar? Hvaða frekvensi virkar? Já. Þannig að þú getur litið út eins og homo sapiens en hagaðir eins og krómagnarmaður.
Og það kannski einhver þjóðfélagsverkfræði, þetta náttúrulega bona fide samsæriskenning, búin að finna út hvaða fríkvensi hægt að senda út til að virkja Costco-geni niður. Akkurat. Og hvaða, undir hvaða fríkvensi ertu? Svo ef við finnum þetta út og búum til sendi. Sem að afhjúpar allt saman. Þá getum við bara heyrt skatta Já. af öllu. Já, segir okkur í anda að gera það. Ég hef ekki áhuga. Ég þætti það bara, já. Gefðu einhverjum Ayn Rand aðdáendur hvað. Ég hef ekki áhuga því. Ég er jafn mikið á móti afskiptum að eins og frá. Akkurat. Mjög ló, ég ætla að fara í mín radíófræði. Það er þú í radíósætt og ég ætla að fara að spá í okkur káta á það til að finna steinvöru á gamals aldri. Hún var aldrei átt þetta til. Þetta er í 3. skiptið á árinu sem hún gerir þetta. Já, ok, hún gerir það síðast þarna líka. Ég held að það hafi verið mótmæli. Ég held að þú sé búin að fatta ef ég heyri henni gera þetta. Já. Að þá fær hún viðbrögð frá mér. Já. Og lætin í henni sem var rétt á hann, hún kom á hann og kom hérna hnén á mig. Já. Og hún hefur alltaf gert það ef hún vill fara út. Þá kemur hún og ítir með nefinu hérna á læðan. Já. Þú veist, ef ég sit í tölvunni, þá. Kom on. Þetta er skilabóð á káta. Hún veit að ég tek mark á þeim þó ég standi ekki upp strax. Já. Hún er búin að læra það tíkina. Já, hann er svolítið óhlýð. Þetta er eins og jæja. En hann kemur, Jæja. Og hvað þarf maður að segja oft jæja? hann kemur aftur jæja. Jæja. Mér var sagt að það er sér íslenskt orð. Já. Það er það. Og hefur margar merkingar. Já. Þú getur notað á alveg gríðarlega margar nátt. Jæja. Ég hef ekki að láta það bara loka orðin, jæja. Jú, þetta er ekki komið hjá. Við erum ekki búin að fara í listan einu veginn. Nei, þú myndir samt á plasman og þetta með talstöðum er áhugavert. Við erum búin að tala gláttur stjórnmálin. Við þurfum ekkert að framfara flokkurinn. Framfara félagið. Töluðum við eitthvað um það á það? Nei. Það má fara sem minnispunktur. Ég held að við gleymum því ekki. Ég held að það er komið Jú, við töluðum aðeins það áður. á leinifundinu. Já. Þegar við vorum að tala illa alla. Já, framfara félagið er... Ég vil samt að setja það hérna. Já. Og hinn með það. Hinn með það. Já, en ég er ánægður. Myndavélin á, já. Og ég er náttúrulega lífa káti, ég heyrði líka í ljúfri á hann var að klóra sig það því að hann er náttúrulega líka 12 ára sko. Já. Þú veist, hann styrnar í búrunu, hann er að minna á sig líka. Já. Hann er náttúrulega, þó hún sé jafngömul, þú veist, það er stærðarmunurinn. Já, það er... Þú veist, hann er orðinn öldungur, hún er ennþá bara kettling. Nei, þetta er ágætt. Við þurfum að hugsa svolítið vel gamla kallinn, gamla öldunginn. Og hann veit stundum að hann er orðinn öldungur, en stundum veit hann það ekki alveg. Hann á það til að vera svona, hann er með ákveð attitút. Já. Eins og gamlir kallar fá, sem vilja að... Ég er það ekki bara fínt. Jú, hann á það líka skilið, sko. Halda barnið í sjálfu sér eins lengi og hægt er. Já, það kemur þetta attitút, sko, bara svona áðan, við þurftum að fara út með tíkurnar og maður finnur svona dog whisperer element, það er, ef þú ert með höfantóman og hundur, þú farið allir í einhverju hugsun sem tengist einhverju með hundinn og þú skynjar mynstrið. Já. Þessi hugsun er ekki mín. Nei. Og kannski hundurinn er nærliðir eða í sjónlínu eða eitthvað þá, já, ef þú notar hana eins og hundurinn var að hugsa þetta, ef þú bekkinnir það, notar það sem hint, þá gengur það upp. Það er svona ákveðin galdur í þessu. Og reynsla mín eins og með þjálfun og annað, ef þú tekur mark á þessu elementi og vinnur með það, þá yfirleitt ganga ákveðin hluti betur. Ég held að þetta sé bara í, þetta er líka í öll
Já. Þú getur notað þetta svo víða. Ef þú tekur mark á því, Já. farið inn í hérna huglaugafræðin og allt það, ef þú tekur mark á hlutunum, hvað ertu að senda frá þér, hlustaðu á. Já, bara líka eins og þetta, við finnum það báðir, já, heyrðu það komin punkturinn hérna. Já, það er bara... Þú veist, þá bara gerist það. Og ég var að fara út með tíkurnar og ég var að setja inn á taumana og þá var eins og ég heyrði þessu hugsun, já, ég er að fara út með tíkurnar og hann. Já. Nei, Ljúfur, ég er að fara út með þig og tíkurnar. Svo ég segi, Nei, leiður hann bara að halda. Leiður hann bara. Hann þarf að fá að vera gamli kall. Já. Okkur er ekki hamsar með soðningunni. Já. Ekki hamsar með soðningunni. Það stjórnar þessu svolítið. Þannig að hann þarf að fá að hafa hamsana sína. Leiður fólki að hafa. Og hann hefur alvöginni fyrir því. Já. Hún lítur káta á mig. Já. Og hverju hef ég ekki unnið fyrir hennar maður? Exeter-tricks. Þetta er, já, Exeter-tricks. Vítu hvaða villigöld ert þú á, kallið minn? Þú ráðir einhverju. Knáð. Já. Bara attitúd. Þetta er búin að eyða æfinni að hlusta á hvert orð sem þú segir, sko. Og tengja við aðtalnir. Já. Ok. Þetta er búið. Já, þetta er búið. Við fáum kannski 3 like. Já.